velkomin að Rauðaborðinu á þessu mánudagskvöldi. Við erum hér að reyna að skilja þennan heim sem að við lifum í. Skilja okkur kannski sjálf í leiðinni. Hérna eru með mér Oddný Eira Ævarsdóttir og Björn Þorláksson sem eru með efni hérna í þættinum. Þú ætlar að klára þáttinn með umfjöllunum Hörpu. Já. Sem að má ekki kalla Hörpuna, vissuðu það? Já, ég vissi það. Það langt síðan ég var leiðréttur sem blaðamaður þegar ég hafði skrifað frétt með ákveðnum greini og hérna einmitt. Ég svo óþekkur að ég segi oft alltaf að koma í Hörpuna. Já. Hver ákveður þetta nú að mig ekki? Það er Harpa. Húsið heitir Harpa en ekki Harpan. Þannig að já, ég ætla að fjalla einhverja nýja skýrslu sem verið að kynna á miðvikudaginn Hörpu áhrifin, svokölluðu. Hún mætir Svanhildur Konráðsdóttir sem framkvæmdastjóri Hörpu. Þetta er jákvæð áhrif efnahag Reykjavíkurborgar. Já, og Ólafur Ágústsson sem að þau ætla að reyna að þýða það yfir á peninga hvað Harpa, hverju hún skilar. Við höfum náttúrulega oft heyrt mótbárur þegar á að reisa menningarhús og þetta er bara fjáraustur og þetta er ekki til neins en mér skilst að þau muni ætla að segja okkur allt aðra sögu af áhrifum sem að hafa verið reiknuð út af því fyrir hvað eða hverju hefur Harpa skilað. Þetta Ágúst Ólafur sé í þessu vegna þess að hann hefur tekið við af föður sínum að vera með svona hagfræðilegar úttektir á efnahagslegum áhrifum menningarinn í samfélagið. Ágúst Einarsson eiginlega byrjaði þessu fyrir svona, bara 30 árum eða. Bara running in the family. Já, þetta er mjög skemmtilegt. Hins vegar, Harpan komið oft hérna til umræðu, við höfum verið að tala svona, það hefur fækkað svona listamannareknum rýmum, leikhúsin eru orðin færri og þetta séu orðið fyrst og fremst svona bara stærri stofnanir og enn verra í tónlistinni, það sem eiginlega vantar. Ef við ætlum að hafa, 1200 manna salur eða eitthvað sem er í Hörpu, ef við erum fullsettin, þá þyrftum við að eiga einhverja 750 manna sali og 500 manna sali og 250 manna sali og þetta kemur oft til umræðina. Og þá segir fólk að það er ekki hægt að halda tónleika í Hörpu og koma út úr því með krónu. Og það var eitthvað sem að sagði að það var verið með uppseldan sal í Norðurljósum, kassanum, og fekk ekki krónu. Ég hlakkaði mig til þess að spyrja þau út í þetta. Kostar 30 skall að fá flygil inn í salinn. Og eitthvað svona, ég man ekki alveg upp að hennar. En er ekki stóri salurinn, er ekki alveg 16, 17, 1800 manna salur? Ég veit ekki. Frekar en 1200 eins og þú nefndir. Nei, ég er ekki alveg það. En við fáum svör við þessum spurningum. Já, endilega. Herðu, síðan ætlarðu líka að fá hér svona, þú með fjölmiðlaumfjöllun á Mándum, stundum með fjörðar. Já, en núna ætlar að tala við svona senior í stéttinni. Já, en það er svolítið fjör að tala við hann vegna þess að þetta er Óðinn Jónsson, fyrrum fréttastjóri Ríkisútvarpsins, sem hefur enn á fullu í blaðamennsku. Enn á fullu í blaðamennsku, augljóslega hans stóra ástríða og ást að vera blaðamaður. Og hann ætlar að fjalla sína fortíð hjá RÚV, viðkvæma tíma, ólgutíma og ætlar að svona greina samtíma ástand fjölmiðla með þeim hætti að ég held að okkur mun ekki líða eins og ég sé bara á elliheimilinu að ræða með einhvern eldri borgara. Það var alls ekki þannig sem þetta var meint Ég veit að Óðinn er í fullu fjöri. Ég átti bara við að stundum er svona karp í þessu þáttum. Akkurat. En núna ætlar að tala bara við. Já, og Óðinn hefur haft hljótt sig. Hann hefur kannski ekki mikið verið að tjá sig stöðu fjölmiðlunar en hann nýtir tækifærið eins og margir gera hér við Rauðaborðið á Samstöðinni að bara tala hispurslaust og vafningalaust það sem hann finnst. Það er gulls í gildi þegar fólk einhvern veginn tekur til máls eftir að hafa sinnt störfum sínum sem embættismenn eða verið í einhverjum föstum þessi svona öðlingar og reynsluboltar þegar þeir einhvern veginn ákveða bara að segja koma með það, allt saman hvernig það var. Kannski hefur okkur tekist að byggja Rauðaborðið upp þannig að þegar fólk kemur hingað þá er svona þröskuldurinn á hvað má segja sé lægri hér heldur en annars þar. Alveg, tvímælust. Það getur verið erfitt út með svona vettvang ef að það er svona of hátimbrað eitthvað þannig að allir fara einhvern veginn verða nervusir og hræddir hvernig þeir tala íslenskuna og hvort þeir megi segja þetta og sumreiti hefur þetta oft verið vandamálinni á Ríkisútvarpinu en það er ekki vandamál til sem að sáu sinni Egil sinni í gær, svo þetta vandamál er ekki hérna við Rauðaborðið,
slóðin saman hérna Hallgrím Helgasyni og Sólveig Önnu. Hún er kannski frekar Sólveig Anna sem að var að strauja Hallgrím í beinni útsendingu. Það var svona eiginlega tilfinningin þegar maður horfði á bara alla samræðina að það var þessi, og líka þegar þú talaði við Kristrún, það var þetta svona tilfinning að fólk þyrði að segja sé frjálst. Já, var einhvern veginn frjálst í tjáningu sinni og jafnvel sko þyrði að blammera svolítið og engin rauk á dyr en þetta var náttúrulega, fór alveg út á Ystumörk, var þetta svolítið spennandi sko. En mér finnst nefnilega vænt að þú nefnir Kristrúnu Frostadóttur líka í þessu samhengi því að það hefur náttúrulega mjög mikið verið fjallað þetta upplaup hérna í þætti ykkar bræðra í gær, frábærum þætti, þegar Hallgrímur og Sólveig Anna berast bara á banaspjótum. En mér fannst ég einmitt líka að finna þetta hjá Kristrúnu við þetta sama rauðaborð. Henni leið vel, hún talaði frjálst, hún hætti að vera embættismaður og við kynntumst bara manneskinni þarna bak við forsætisráðherrann. Og það er einhver galdur eins og við höfum oft talað annarkvort á stöðinni eða inn í þessu rými eða hvað það er. Fólk þori bara að vera það sjálft. Þannig að þetta er stefnumót, þannig að gestirnir koma oft með svona fyrirfram væntingar hvað hérna fyrir fram. Þetta er ekki viðtalstækni okkar eða eitthvað, það verður til eitthvað sem er sameiginlegur vettvangur sem hefur sumuliti gengið ágætlega. En þú ætlaði að taka upp þetta sem þau voru að rífast Já, þennan þráð, já, mér var þetta svolítið spennandi að vita hvort einhver vildi koma og ræða beinlínis þetta debatt þarna þetta Vogue eða anti-Vogue og það er búið að vera mjög mikil umræð það á netinu í kjölfarið á þessum þætti og einhver bjó til stiklu sko þar sem að Sólveig Anna segist já, bara segist ekki þola Vogue eða eitthvað svoleiðis og þá og margir svona pæla út frá þeirri stiklu þannig að ég bað 2 mennum að horfa á þáttinn og stikluna og pæla bara í þessari spurningu Vogue og anti-Vogue og svo kemur og eiginlega tengslunum líka við vinstri hreyfingu, þeir hafa báðir unnið í pólitík og svona eru sjálfstæðir í hugsun og við svona reyndum, þetta eru Þórólfur Júlían Dagsson, hann er útgerðarmaður og aktivisti mikill ufsa veiðimaður og strandveiðimaður, já og hann skrifaði færsluðið mitt á Facebook þar sem hann svona er umverulega að ræða þessa slaufuna menningu þá hlið af Vogue-inu sko og hvað það er hvað er umverulega vont fyrir umræðuna sko. Hann hefur verið í Pírötum Já. Og hann kom líka á stofnfund Sósíalistaflokksins, ég man eftir honum. Hann stóð þar upp og kynnti sig sem sósíalískan pírata. Já. Ég mani því núna fyrir að segja það. Hann var einmitt á móti því að nefnir það í viðtalinu að hvernig Birgittu var slaufa á sínum tíma og svoleiðis. En við vorum að því að við vorum einmitt með fókusinn á Vogue-inu, þá kom bara við fórum svona svolítið út víðan völl og vorum eins og að reyna að byrja að skilgreina þetta og Bjarki Hjörleifsson, stjórnmálafræðingur, hann hefur líka verið að vinna í pólitík, hann var aðstofamaður ráðherra Bjarka í Matalarundunum Olsen í fyrra, hitt fyrra, já og svo áður líka hann þannig hann báðir svona vísuðir til sína reynslu og við vorum að pæla í þessum raunverulega þessu Vogue og anti-Vogue út frá hvenær það er hjálplegt og hvenær það er raunverulega mjög óhjálplegt að vera með þessar flokkanir sko og ég held að við verðum að halda þessari samræðu áfram, þeir voru mjög góðir og gaman maður langaði eiginlega til að halda áfram bara miklu lengur en við Þórólfur var á Ítalíu sko þannig að hann var á netinu og þú verður að halda áfram þessar umræðum Vogue eitthvað Já En þú veist það slaufanir og það er nú Megas á afmæli í dag, áttræður. Já. Og þú ætlar að ræða við Þórunn Valdimarsdóttur Megas og slaufun á honum eða ekki? Jú, hún gerði bók Megas og hún er í hópi þeirra sem að finnst að það hefur verið gengið ansi langt í slaufun, gagnvart Megasi. Við sjáum svona 2 ólíka heim að takast á í dag. Facebook er gjörsamlega full af fólkur hópi almennings og óbúslega margir að mæra Megas. Er það ekki mest svona fólk á bara mínum aldri og eldra eitthvað? Eða er það kannski Facebooki mitt sé þannig? Ekki alveg vissin það sko. Það eru líka aðrir. En stofnanir ríkisins eru svolítið feimnar við að hampa. Hann var spilaður í morgun. Hann var spilaður. Ég nefnilega kveikti á morgunútvarpinu þannig að rétt fyrir 7.
og fyrstu 2 lögin það var Megas að syngja og ég upplifði að þannig þetta líklega í fyrsta skipti sem eru spiluð Megas-lög í mörg ár. Mögulega. En var búin að lesa alveg ótrúlega mörg falleg og innblásin orð listina sem hann gaf okkur alveg bursið frá öllu öðru og ég hef svolítið saknað þess að fá að heyra það hvað Megas hefur verið minni ævi og íslenskri þjóð mikill menningarlegur hvalreiki, hvað hann búin að skemmta manni mikið í áratugunar ás, hvað hann búin að gleðja mann mikið, hvað hann búin að dýpka hugsun manns mikið og hvað hann stórkostlegur listamaður. Já, og náttúrulega bæði tónlistamaður og rithöfundur og myndlistamaður á mörgum sviðum algjör náttúrulega brautryðjandi á mörgum sviðum og ennþá, bara góður listamaður ennþá en Þórunn skrifaði bók með honum og bækur með honum þannig að það verður nú gaman að heyra hvað hún segir, hún nú ólíkinda Þórunn Já, en talandi vókið og antivókið og svona, þá var þetta slaufunamenningin, þetta auðvitað svona svolítið í takt við tímana þá Ég skrifaði aðeins á Facebook Megas, að því hann hafði náttúrulega mikil áhrif ég held ég ekki verið svona eitthvað staðar 12, 13, 14 á þessum árum hann og margir komu aðrir Guðbergur og ég nefndi nú eina má litlaskáld sem hafði svipuð áhrif sem nú mörgum gleymdur í dag og Dagur Sigurðarson þetta allt svona frekar menn sem eru svona einhver leyti gallaðir gallagripir en hafði verið stórkostlega áhrif á lífmanns en ég nefndi að ég hefði nú viljað sjá kannski í kvöld myndina sem að Spessi og Jón Karl gerðu Megas sem að ég sá í Bíóparadís vegna þess að mér finnst að vera ótrúlega vel lukkuð mynd og hún var einhvern veginn það var svo skrítið að þetta var eiginlega svona fílgút mynd mjög erfitt mál sem er eitthvað svona kunst sem að Spessi náði fram í umfjöllun en ég sá að þetta var náttúrulega fullur salur fullt af fólki sem að Megas hafði mikil áhrif á og mér fannst það bara að sita þarna inn í salnum út af þessum erfileikur sem hafi verið í kringum ásakanir af hans og slaufun og eitthvað vera. Það fannst mér ráðbrákinn svona heilun í því að allir hugsuðu bara sitt þetta var ekki eins og myndin var einhvern veginn að segja okkur að það var einhver ein túlkun eða eitthvað og maður var svo, það er ekki oft sem maður lendir í því þess að salurinn svo stórt atriði þannig að ég held að vegna þess að Megas hefur haft mikil áhrif á svo margar og heilu kynslóður marga kynslóður það væri gott ef að RÚV gæti nú eins og stundum sagt, drullast til þess að sína þessa mynd. Ég held, samkvæmt mínum upplýsingum, þá mun sá dagur renna upp að RÚV hyggist sína þessa mynd. En eins og þú og fleiri hafa bent á, þá hefði dagurinn í dag kannski verið besti dagurinn til þess. En við þurfum aðeins að bíða. Okay. Herðu, en áður en að því kemur að þá ætla ég að tala um endalok heimsins sem að ég veit, það náttúrulega ekki endalok heimsins, en það náttúrulega tollabreitingar Trump hefur haft svona skjálta áhrif í öllum mörkuðum, ég held þessi allir að hrynja bara Kaupallir hálfrundar Kaupallin við hliðina hjá okkur held ég að við fallið 20% þessu ári það er 10% eftir að tollarnir komu og því að í aðdragandunum að því að hvert fólk til þess að þeir eru að heyra já, fjallarna 4% og líka 3% og 2% að leggja það saman sem er að gera stuðum heim að allar þessar kaupallir höfðu verið að falla svona undanfari mánuð vegna þess að það var búið að boða þessa stefnu þannig að fallið núna það er náttúrulega COVID þegar það kom, þegar það var óvissan kom og svo er það fjármálahrunið 2008 og svo er það, ég veit ekki hvort að þið séu svo gömul að muni eftir verðfall í kaupallum 87 sem að var stort, en annars er þetta bara mestafall og við munum ábyggilega vinna 87 bara á morgun eða í dag eða kannski búið að vinna þannig að þetta er og kaupallir náttúrulega segja ákveðna sögu og stundum sagt, ég menna er þetta ekki bara eitthvað ríkt fólk að tafa peningum það á ekki alveg við í Bandaríkjunum því að svo mikið eftirlaunarsjóðum sem eru háður þessu lífeyrissjóður okkar þetta mun skerða lífeyri okkar það er bara þannig, þetta er svo stort en að ég ætla að fá svona í vikunni og er búin að vera að bóka svona ýmsa hagfræðinga til þess að fjalla þetta og ég ætla að byrja á honum Jónasi Atla Gunnarsinni sem var lengi vel ritstjóri vísbendingar en er núna hagfræðingur inn í Húsnæðis- og mannvirkjastofnun og svona ræða þessa stöðu hvert þetta getur leitt
Þannig að efni þáttarins það sko við erum að pæla í hvort að við missum ekki lífeyrisréttindi og reynum bara allir í samfélaginu að pæla í því erum að fara bara að fara í algjöra krísu og svo hvort við líka missum mannréttindi og tjáningafrelsi og svoleiðis. Það líka það allt undir. Spurning allt undir. En ég hrifin að þessu að vera með svona þemu að eins og þú ert að nefna með áhrifin af þessum tollabreitingum og þú ert að boða meira woke og ég ætla að reynda að taka þátt í því held ég á morgun með framhaldsumræðu en mér finnst að samstöðin eigi að gera þetta stundum og eins og þú hefur verið að taka oft viðtal við alla umsækjendur einhverja stöðu eða eitthvað svoleiðis. Maður fær svona hægt og bítandi fær maður fjölbreytilegri sín á málið. Á morgun verð ég með 2 hagfræðingar sem ég held að séu með svona ólíka afstöðu til tolla. Það er Þorsteinn Þorgeirsson sem var nú einu sinni meðal annars hagfræðingur hjá Samtökum iðnaðarins og Gylfi Magnússon sem er prófessor í háskólanum sem að koma saman og svo býst ég við að Gylfi Sóega og fleiri komi þegar það fyrir að líða vikuna. Spennó. Herðu, en þetta er efni þáttarins í kvöld og ég hvet ykkur öll til þess að staldra við og reyna að taka þátt í því þessum leit okkar að einhverjum skilningi á þessum heimi og þessu samfélagi sem við lifum í. Minni á eins og ég geri ofta að samstöðin er byggð upp af áhorfendum. Það bæði væri þetta náttúrulega bara samtal við eitthvað borð ef ekki væri fyrir ykkur að þið breytið þessu í fjölmiðlun og svo hafið þið stækka dreifikerfi bara með því að segja vinum og vandamönnum frá efni sem að þið sjáið hér og þannig við breyðist hægt og bítandi út með góðu orðspori svona samstöðin og dreifikerfi þess en fyrst og fremst þakka ég þeim hluta áhorfenda og áheyrenda sem hafa gerst áskrifundur, það eru þeir sem að færa okkur afl til þess að byggja upp samstöðin og haldinni við. Ég hvet ykkur öll og sérstaklega þau sem að kannski hafa fyrir löngu átt að segja á því að samstöðin hefur mikilvægt hlutverk í samfélaginu og skiptir máli fyrir lýðræðið að láta verða að því að gera áskrifundur. Það er mjög einfalt, þið farið inn á samstöðun.is, það er knappur sem ástendur áskrift, þar getið skráð ykkur fyrir grunnáskriftin sem er 2.500 krónur sem að mér er sagt þessi láttverð, þið megi borga meira þið viljið og því sem er kjósið getur láta áskriftina renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið og það er Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. En við ætlum að skjóta inn smá skilaboðum og svo kemur hann Jónas Atli hérna. Gerist áskrifundur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Allt það besta er ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Þarftu að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Segðu það á samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Herðu, við ætlum að ræða áhrif efnaðastefnu og tollastefnu Donald Trump og ríkisstjórnar hans á bara heimshagkerfið og kannski líka náttúrulega hvað áhrif það hefur sérstaklega í Bandaríkjunum og hvað áhrif það hefur síðan bara í alþjóðaviðskiptum og svo kannski hingað heim. Við ætlum að hafa þetta svona sem smá þema í vikunni og við ætlum að byrja hérna með Jónasi Atla Gunnarsinni, hagfræðingi, sem er núna hjá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, en þú ert nú ekki sem slíkur þér. Nei. Þú ert svona það sem er kallað makróhagfræðingur, er það ekki? Jú. Skoða efnahagslífið úr 30.000 feta hæð? 30.000 fetum, sko, jú, mitt. Herðu, og þú fær bara spurninguna sem engi getur svarað. Hvernig mun þetta enda? Þetta endar í, sem makróhagfræðingur, þá horfum við alltaf fyrst til skamstíma, svo til meðalangs, svo til langstíma. Ég held að það sé nokkuð augljóst hvernig skamtíma áhrifin verða. Tollar þýðir bara verðhækkun. Þú ert bara að handstýra verðhækkun á vörum. Og með verðhækkunum kemur verðbólga.
og þessi verðbólga ekki þannig gerð að hún sé einhver afspringi af þenslu, þetta svona það sem myndi kalla kreppu verðbólga, eða getur leitt til kreppu verðbólgu, það að segja framleiðsla minnkar og verð hækkar. Það er þólanlegra frá verðbólgu þar sem hagvöxtur og verðbólga fylgir oft hagvexti. Já, þetta er svona þetta verra að fá hana bara svona, en það er nú ágætis staða í efnahagslífi Bandaríkjanna svona almennt. Hún hefur verið ágæt, en þetta ógnar þeirri stöðu. Já. Ef við lítum á til dæmis verðbólgu sem að Vesturlöndin hafa gengið gegnum núna síðustu 2 árin, þá er það svona þenslu verðbólga. Við höfum haft það gott og við erum að kaupa meira hlutum og þá hefur þurft að svona stilla af hitastigið á markaðnum með því að hækka vexti. Ekki alveg í Evrópu, þá kom svona orkukreppan. Svo er það. Ítti undir verðbólgu og það er engin hagvöxtur þar. Og tollastríðið eða þessar tollahækkanir allavega sem eru nú þegar tilkynntar eru meiri ætt við þannig verðbólgu. Það mætti lítið á þetta sem einhvers konar uppskerubrest eða orkuskort eða eitthvað þannig. Og slíka verðhækkanir er alltaf miklu illviðráðanlegri og gætu leitt til þess að draga úr lífskjörum. Hvernig þetta mun enda svo, það er bara að fer eftir hvernig stóru ríkin spila úr þessu sko. En ég held að Ísland þurfi bara að sitja hjá og horfa á að meðan vegna þess að þetta verður örugglega einhverja breytingar á verði sem að við munum flytja inn. Við erum náttúrulega viðkvæmari fyrir utanríkisviðskiptum heldur en flestir aðrir. Einhvern tíma lærði ég þá þumalputareglu að ef verðhækkun erlendis að þá er svona 40% af því kemur inn í neysluvísitöluna, af því að 40% af því sem þar er innfluttur varningur. Í Bandaríkjunum þetta náttúrulega ekki svona, þeir framleiða miklu meira sjálf, þannig að áhrifin ekki kannski, segjum að það sé 20% hækkun á innfluttum vörum. Hvað er það? Svona 20% af því geti farið inn í verðlagið? Minna myndi ég halda í Bandaríkjunum sko. Minna? Myndi ég halda. Já, þannig að það leiði kannski til 1-2% verðbólgu. Já, einmitt og sko Bandaríkjamenn verða ekki þeir sem að munu líða mest fyrir þessar breytingar. Það er mest þróunarlönd sem að munu líða fyrir þetta. Þeir sem að hafa verið að flytja út mjög mikið til Bandaríkjanna, textilframleiðendur eða demantaframleiðendur í Afríku. Það eru þeir sem að finna mest fyrir þessu. Bandaríski neytandinn, fær kannski einhverja verðbólgu og bandarísk fyrirtæki náttúrulega þau finna mikið fyrir þessu, sérstaklega þau eru alþjóðleg líka. En þeir sem eru að framleiða fyrir innlenda markað, þau ættu að hafa það betra. Oft eru iðnframleiðendur, meira sem á Íslandi hafa verið frekar hlindir tollum en ekki. Til þess að verja sig. Já, einmitt. Þeir sem eru að framleiða fyrir innlenda markað og nota innlend vinnuafl til þess, þeir vilja fá eitthvað skonar, þá er tolla bara eins og vernd fyrir þeirra markað, það er markaðsvernd og þetta er bara eins og tollur á landbúnaðarafurðir það eru bændur eru fylgjandi því og matvælaframleiðendur. Svo að sko, og ef maður horfir á Bandaríkin, þetta er alltaf risastórt land og eitt af fáum löndum sem að eru mætti kalla sjálfbær eða sem sagt, þú getur bara lokað á öll viðskipti við útlönd og Bandaríkin myndi samt standa. Það væri alls ekki þannig hjá flestum öðrum löndum, kannski bara Bandaríkin og Rússland sem eru þannig. En þetta hefur samt neikvæð áhrif á þeirra velsæld en mun meira hjá öllum hinnum. Já, og þá getum við tekið kannski svona dæmi eins og það var lagður mjög hár tollur á Víetnam. Það sem er mikið framleitt af textílvörum og skóm og öðru slíku og flutt út til Bandaríkjanna, stærstuleiti og Vesturlanda. Slíkt hagkerfi fær mikið högg. Það kom ekki allir Nike skónum sínum eða hvað sem að framleiða á innanlandsmarkaði í Víetnam. Já, og þetta hægir á þeirri efnahagsþróun sem að þessi lönd hafa verið í. Þetta hefur verið svona ákveðið ferli sem að þróunarlönd hafa gengið í gegnum til þess að verða að millitekjulöndum eða jafnvel ríkum löndum. Þess að þeir byrja í kannski landbúnaði, færa sig svo yfir í eitthvað svona iðnað sem er mannaflsfrekur og síðan þegar teknar eru nógu háar og nógu mikið að fólki búið að mennta sig, þá færa sig yfir í þjónustu og einhvers konar hugvits starfsemi. Það sem að Bandaríkin
Bandaríkjastjórn núna að vinna að færa sig aftur í iðnaðarstíð, fá aftur iðnaðarstörfin til Bandaríkjanna. Þannig að þeir eru eiginlega að svona fara tilbaka á þessari kurvu. Og afleiðingin af því að þú þá stoppa þessi lönd sem eru að vaksa til velsældar á þessu leið, þannig að þau get ekki fá ekki nógu mikið að tekjum í þessum iðnaðarstörfum og þá myndu þau kannski hverja aftur til landbúnaðar eða annara starfa sem að þau geta nýtt ódýrt vinnuafl. Eða taka stökk. Kína líklega þarna 1,5 skref komið í þínum mælikvarða. Þau eru að færa sig og það náttúrulega mjög miklu öflugri innanlandsmarkaður heldur var fyrir bara 10 árum og 20 árum og 30 árum. Kínverska millistéttin ábyggilega fjölmennasta millistétt í heimi. Er það þannig að Kína auðveldra með að standa þetta af sér heldur en til dæmis Víetnam? Já, mun auðveldra. Bara út af því einmitt þessu. Kína miklu stærra markaðssvæði og með stærri millistétt sem getur haldið uppi eftirspurn á ýmsum vörum og þjónustu sem að þau framleiða. Og var að sömuleyti búin að undirbúa sig undir þetta skref. Maður hefur heyrt það svona frá kínverskum stjórnvöldum hvernig tala að þetta sé eiginlega svona næsta skrefið að ekki vera þessi útflutningsdrifna hagkerfi. Já, einmitt. Heldur að nýta þennan sífellt sterkari og sterkari innanlandsmarkað. En svo einmitt spurning hvernig maður mælir einmitt stærð millistéttarinnar vegna þess að bandaríski neytendur neyta miklu meira heldur en kínverski neytendur eða evróskir og til það farið. Þannig að þetta eru mjög verðmæti neytendur sem að þetta bitnar á þarna. Fólk sem að kaupi mjög mikið af dóti og sérstaklega sem framleitt í Kína eða Austur-Asíu. En það ekki stórkurslegt fyrir umhverfið að losna við amerískan neytendan úr heimsakjörfinu? Jú, það náttúrulega bara stórkurslegt fyrir umhverfið að gera ekki neitt og sitja. En þetta gæti dregið úr vöruflutningum á milli landa. En það samt svona óljós áhrif þar þrátt fyrir að myndi færa iðnaðinn heim þá eru samt ýmsir aðrir partar ýms önnur aðföng sem þarf að flytja á milli landa þannig að fer bara eftir því kannski hvort það séu skrúfur eða fulluna vörur í skipunum sem eru að flytja á milli. En þú segir áhrifin verði kannski minni í Bandaríkjunum heldur en maður gæti svo sem dregið ályktina af fréttaflutningi. En maður sér samt sérðu félög í Kauphöllinni eru að falla? Já, þetta eru alþjóðlega stór félög sem eru náttúrulega hafa hagnast mjög mikið á þessu viðskiptakerfi sem Bandaríkin hafa sett sér upp sem geta nýtt sér ódýrt vinnuafl allstaðar í heiminum og hafa því oft stóra starfsstöðar úti í heimi. Nike náttúrulega frægt dæmi sem með mikið af starfsemi sinni í Suðaustur-Asíu, Bangladesh og þessi fyrirtæki þurfa núna að borga greiða hærraverð fyrir sína framleiðslu og það mun fara yfir á neytendur. Þetta lítur ekki vel út í Kauphöllinni. Vísitalan hefur lækkað núna bara á flestum Kauphöllum í Vesturlöndum mjög mikið og það kannski bara endurspeglar svartsýnina sem að fjárfestar hafa gagnvart þessari stefnu. Og ekki bændi til þess að botninu sé náð í sjálfu sér. Ég ekki að segja að þetta haldi áfram að falla en það ekki komin svona eins og stundu gerist, svona einhver öngull. Nei, ekki enn en þetta náttúrulega mjög nýskeið en það sem þetta er ekki fyrsta skipti sem tollar eru hækkaðir og það sem gerist venjulega eftir að önnur ríki svari sömu mynt og svo jafnvel svarar Bandaríkin tilbaka og þetta svona eins og vígbúnaða kapplaup. Fólk hækkar bara og hækkar tolla og áhrifin verður meira og meiri. Sérstaklega ef að má leggja trúnað á það sem að Trump segir, hann sem svona formúla á baku þetta sem að byggir einhvern veginn á vöruskiptahalla, ekki viðskiptahalla. Já. Að ef að löndin bregðast við að þá myndum að rætla ef hann ætlar að þrýsta þessari formúli gegn þá verði hann að hækka. Já, þetta áhugaverð nálgun hjá honum og sem ég alls ekki sammála að hann stefnir að því að vera ekki með neitt vöruskiptahalla við nein önnur lönd og þá þetta bara eins og kaupauki stefna sem að evrópski kaupmenn voru með fyrir 400 ári síðan endur svo á að vera með allt of sterkan gjaldmiðil og hysli fullur af gulli og of dýrar útflutningsvörur til þess að vera samkeppnishæfar. Þetta ekki til þess fallið að auka velsæld í Bandaríkjunum.
en hann samkvæmt hans skilgreiningu þá þessi vöruskiptahalli ígildis einhvers konar tolla eða einhvers konar ójafnvægis en hann ætla mjög auðvelt að draga úr hallanum bara með því að fá ekki að flytja neitt út sko, og flytja ekki neitt inn tilbaka að svo að séu engin viðskipti en það græða fára því. En hann talar svolítið að eins og Bandaríki séu fórnarlamb þessa alþjóða viðskiptakerfi sem er nú að stóru leyti höfundaverk Bandaríkjamanna. Já, og ég held að sýni sig að þessi bandarísku fyrirtæki hafa allavega ekki verið fórnarlamb þannig að þeim hefur gengið mjög vel á síðustu árum og áratugum einmitt út af þessu kerfi og út af þessum frjálsu viðskiptum. Við erum núna Elon Musk tjá sig opinberlega að hann hefði helst vilja sjá enga tolla á milli Bandaríkjanna og Evrópusambandsins og helst bara frjálst fræði vinnuafls. Þannig að það greinilega ekki samhugur hana í ríkisstjórninni. Já, það sem að Trump ávarpa svona vandamál í bandarísku samfélagi sem afleiðing af alþjóða væðingu viðskipta. Og þetta í riðbeltum þar sem eru svæði þar sem áður var sterkur iðnaður sem hefur verið lagður af, verksmiðjum lokað og ristar aftur í Mexíkó eða Vietnam eða Kína, þar sem ódýrara vinnuafl og varan síðan flutt aftur heim. Það lækkar verð til almenna neytenda en eftir situr fólk sem áður gat lifað svona sómasamlu lífi af verkamannalaunum. Það svona góðsögn Bandaríkjanna svona 1970 áður en að verkalýðsstéttin hún hefur bara setið eftir síðan þá. Allur ávinningur af auknum viðskiptum og auknum hagnaði fyrirtæki hefur farið eitthvað annað en til verkafólksins. Og þegar hann var í Rósagarðinum að tilkynna tollahækkanir þá sá maður það náttúrulega, það voru hjálmar þá mættu forkólfar verkalýðshreyfingarinnar meðan iðnverkafólks mætti þarna til að fagna þessu. Og þarna væri verið að færa aftur það sem hefði verið frá okkur tekið. Ég alveg sammála þessari skýringu. Þetta það sem þetta hefur sýnt okkur kjör Trump og þessi undiralda sem hefur greinilega mjög gagnrýnin á þessi frjálsu viðskipti í Bandaríkjunum og þetta sprettur ekki upp á þurru. Þetta út af því að það eru á mörgum svæðum sem að samfélag hafa lagst í rúst vegna þess að verksmiðjum hefur verið lokað og fólk hefur ekki getað fundið sér aðra vinnu á sama stað. Sýnir hversu mikilvægur vinnumarkaðurinn og hversu mikilvægt það að bregðast við breytum aðstæðum með því að tryggja fólki atvinnu og vegna þess að atvinnuleysi sérstaklega mjög mikið á svona í litlum plássum. Við getum ímyndað okkur það ef að eitt álver myndi bara allt í einu loka hér og sem að lítið sjávarpláss myndi reiða sig á þá eru áhrifin mjög sjáanleg og mjög langvarandi. Og þetta saman sem gerist með kólanámur í Norður Englandi þegar þær lokuðu og þar eru riðbelti Bretlands eru þar algjörlega og þetta áhrifin erfast á milli kynslóða og fólk það hefur minni og minni tækifæri eða hefur haft minni tækifæri í Norður Englandi heldur en í Suður Englandi til þess að bara að ná sér í góða vinnu og það bara allt út af einhverjum ákvörðunum sem voru teknar fyrir 40 ára síðan. Í Bandaríkjunum sjáum við á stórum svæðum hvít verkalýðsstétt sem hefur minni lífslíkur í dag heldur en var fyrir 10-20 árum. Já. Þannig þetta mjög alvarleg hnignun samfélags. Já. Og því svona forgangsmál að mínu mati að tryggja að svona lokal atvinnuleysi eigi sér ekki stað til langs tíma. Svona iðnstörf eru líka þannig að þeir tryggðu fólki góða tekjur fyrir við litla menntun en hengurinn á því þá að þá er erfitt að finna sér aðra vinnu vegna þess að þú ert bara mjög sérhæfður með eitthvað færibandastarf og ekki nein önnur svona aðri valkostir í boði fyrir þig og missi vinnuna. Nei. Og þetta raunveruleiki í bandarísku samfélagi og á þetta var bent, þú kannski var ungur til að muna eftir Wall Street með Oliver Stone sem var held ég sýnd svona 84. Já. Hún fjallaði akkurat þetta, það sem að eru
menn að kaupa verksmiðu til þess að skræla þeir innan og flytja störfin í burtu. Já. Og síðan eru liðin 40 ár og að það sem hefur verið að benda á hefur bara alltaf að raungerast grimmara og grimmara og margir hafa bent á það að hluti af Sigri Trumps lá í þessu að demokratanir voru alltaf að koma og segja jú víst, hefur það haga af alþjóðavæðingu viðskiptana, það við erum að lyfta svona mörgum upp á fátækt, en það var fólk bara eitthvað allt annað staðar í heiminum, en eftir satt samfélagið sem að fólkið var fast inn í og hörnaði og möguleikar ungu kynslóðanar voru litlir eða þá að hún fór og skildi eftir það sem eftir sátu. Þannig þetta er raunveruleiki í bandarísku samfélagi. Þetta er raunveruleiki, en mér finnst líka mikilvægt að halda því til haga að við erum annars verið að tala staðbundin áhrif, staðbundna skelli og svo ef við horfum á heildina þá hefur sko láglauna fólk hagnast mjög mikið á frjálsum viðskiptum og ódýrum neysluvörum sem að hafa lækkað mitt í verði að raunvirði mjög mikið í Bandaríkjunum eins og öðrum Vesturlöndum. En maður hefur ekki séð það í bara lífsskilyrðum láglaunafólks í Bandaríkjunum eða verkalýðsstéttarinnar. Hún hefur setið eftir. Og völd hennar hafa náttúrulega líka minnkað. Það er í þessum gömlu iðngreinum voru oft sterk verkalýðsfélög þar sem var hægt að knýja á kjarabætur og lífeyrisréttindi og sem er mjög mikilvægt í Bandaríkjunum, sem sagt heilsugæslu eða heilsutryggingar. Í nýju greinunum sem hafa komið í staði sem er þá meiri þjónustugreinar, að þar eru yfirleitt veik verkalýðsfélög. Til dæmis í tæknigeiranum og það er eiginlega bara í gömlu greinunum sem urðu eiginlega náður fótfestu miðja síðustu öld þar sem verkalýðshreyfingin hefur okkur áhrif. Þannig að sömuleyti þá hefur þetta líka leitt til svona valdaleysis lágstéttanna. Já, í Bandaríkjunum, já, það er rétt hjá þér. Þótt fyrir höfum séð einhvern vísi að verkalýðshreyfingum eins og starfsmenn Starbucks að reyna að búa til sína stétt, þannig að þau eru svona í fyrra á vegum sósíalistaflokksins Chris Small sem að tókst að stofna verkalýðsfélag í New York hjá þeim sem að starfa hjá Amazon. Já, einmitt, þannig að það er og það er eitthvað sem hefur ekki gerst í marga áratugi í Bandaríkjunum, við höfum séð eitthvað svona breytingu í þessa átt og það er rannsóknarefni að svona athuga hvers vegna verkalýðsfélögin náðu ekki að fóta sér strax í þjónustugreinum. En það er ekkert náttúrulega að ég geti það ekki. Við höfum sterk verkalýðsfélög hér sem er í þjónustugreinum og það er kannski líka svona hluti af stóri þróun sem á sér stað á öllum Vesturlöndum bara hnignun félagasamtaka almennt. Já. Þannig að þú kannski ekki alveg þannig en þú kaupir sjúkdómsgreiningu Trump á þessum riðbeltum en þú kaupir ekki lækninguna. Nei, alls ekki og ég held að færa fleiri iðnaðarstörf til Bandaríkjanna með þessum hætti, með handstýringu geti ekki leitt til aukinnar hagsældar til lengri tíma litið og sérstaklega ekki við lítum að heildina. Svo líka við það langum við að bæta að það hafa fyrirtæki reynt að flytja störf til Bandaríkjanna en núna þurfa þau samt að greiða hærra verð fyrir all aðfengin sem er pænta utanfrá en þess að náttúrulega það er ekki hægt að framleiða allt þú þarft alltaf á einhvers konar alþjóðaviðskiptum að halda þrátt fyrir að hafa iðnframleiðslu innanlands. Og meira það sem að við höfum ábyggilega mörg séð svona dæmi að það tekinn svona eitthvað bíll og hvaðan hann er umverulega þótt hann sé þýskur að þá er hann eiginlega allstaðar að úr heiminum og eftir alþjóðavæðinguna í marga áratugi þá er náttúrulega iðnframleiðslan orðin að miklu leyti svona. Þannig að það getur kostað gríðarlega vinnu og þrek að skrúa ofan að þessu að láta hvernig einasta þátt inn í bílnum vera framleiddan innanlands, það er eiginlega einmitt. Þetta er eins og ég nefndi áðan þetta ferli sem að lönd hafa gengið í gegnum á síðustu áratugum að fara úr landbúnaði og í iðnað og svo í þjónustu. Þetta er rosalega sterkt og þetta er þú getur nánast teiknað og spáð nákvæmlega fyrir því með hversu ríkt land þú ert, hvar þú ert á kúrfunni og hefur verið þannig síðustu áratugi
Ásgeir Jónsson, seðlabankastjóri, hann kenndi mér hagfræði eða hagsögu í háskólanum. Hann kallaði þetta tuskudýra lögmálið, það sem að tuskudýrin sem að hann lék með þegar hann var lítill, þau voru framleidd í Suður-Kóreu, svo fóru þau yfir til Indlands og svo núna eru komin til Bangladesh. Og það vegna þess að löndin voru á ákveðnum staði í tekjuþróuninni þá, en þegar þau eru komin yfir ákveðið mark þá er ekki lengur með samkeppnisforskot til þess að framleiða svona vörur. Og með því að færa sig aftur í iðnaðar frekan eða sem sagt í atvinnustarfsemi sem reiðir sig mjög mikið af iðnaðar greinar, þá maður að það var léttasta leiðin til að gera það með því að lækka þjóðarframleiðsluna sína. Vegna þess að þá er auðveldast, þá er þetta vænsti kosturinn, en núna eru bara aðrir betri atvinnumöguleikar og það er þess vegna sem að við erum ekki líka að sjá mikið af iðnaðarstörfum í Bandaríkjunum eða öðrum Vesturlöndum. Og þú telur ykkur annmarka á því að flytja það aftur til Bandaríkjanna? Já, það er óhagkvæmt, held ég. Já, en ef að Trump eða einhver myndi segja sér svo, já, þá kostar bara tuskudýrin meira, en á móti kemur að það verður meiri kaupmáttur meðal verkafólks, þannig það hefur þá efni á að kaupa dýrari tuskudýr, því að þetta getur ekki gengið þannig til lengdar að við ferðumst bara heiminn í að leita að fólki sem til í að vinna nógu ódýrt fyrir þessa tuskudýra framleiðendur. Já. Við getum ekki látið það stjórna uppbyggingu heimsviðskipta. Nei, við vorum nú með meiri innanlandsframleiðslu á Íslandi fyrir mörgum áratugum síðan, vorum ekki með íslenska raftæki, Rafa, og þau voru mun dýrari en raftæki eru í dag, og ég held að kaupmátturinn okkar hafi ekki verið meiri, eða ég held að kaupmátturinn hafi einmitt aukist vegna þess að við getum keypt ódýrari vörur. Kaupmáttur, ég sé bara ekki hvernig kaupmáttur getur aukist með dýrari framleiðslu og minni eftirspurn þar að leiðandi, vegna þess að þegar eftirspurnin lækkar þá lækka tekjur fyrirtækjanna og þannig lækka laun þeirra sem vinna hjá fyrirtækjanna. Þú lýsir að hagkerfin sé að þróast frá því að vera landbúnaður, eitthvað svona bara fólk að afla sér matar, yfir í iðnframleiðslu og svo yfir í þjónustu. Já. Bandaríkin eru komin yfir í þjónustuna. Trump virðist bara miða við vöruskipti og ætlar að ná jafnvægi því. En ef þú tækir viðskiptajöfnuðin með, er þá dæmi bara einhvern veginn allt öðruvísi og getur þetta leitt til þess að Trump og hans félagar skaði efnahag Bandaríkjanna að því leyti? Já, sem betur fyrir ekki lagðir tollar á þjónustur og sem betur fyrir okkur Íslendinga, myndi ég segja, þannig að þá er það Evrópulönd og Vesturlönd sem myndi finna mun meira fyrir slíkum álögum. Við erum náttúrulega ferðaþjónustan okkar er að miklu leyti fyrir bandaríska ferðamenn og ferðaþjónustan mun alveg finna fyrir þessum áhrifum og þessum tollum, vegna þess að kaupmátturinn mun lækka í Bandaríkjunum og þau mun ekki geta ferðast í jafn miklu mæli til Íslands, tel ég, ef þetta heldur svona áfram. En það eru bara óbein áhrif. Þannig að beina áhrifin væri mun meiri á ríkari lönd ef væri setta takmarkanir á þjónustu viðskipti milli landa sem er mun erfiðara, það sem að þú ert bara á netinu og getur gert hvað sem en núna eru áhrifin verst á lágtekjulöndin og það er það sem er eiginlega sárast í þessu öllu, er að þeir sem að framleiða vörur þau lönd eru venjulega með lægri tekjur og finna því meira fyrir skellum. En varðandi þessa þróun, eins og þú ert að tala þetta sem nættur svona náttúrulega þróun, að það að ætla að færa Bandaríkin út úr því að vera næstu því bara fullkomið þjónustu hagkerfi yfir í að vera með innvæðingu líka. Hvaða áhrif hefur það á, svona bara... Gengisfellir menntun, kannski. Gerir það minna arðbært að sækja sér menntunar og því kannski endari með fólk sem að vinnur iðnaðarstörf en hefur sérhæft sig í að smíða gervilimi eða eitthvað annað eða vera með einhverja
flotta þjónustu sem var ekki til fyrir nokkrum áratugum síðan. Það náttúrulega það sem hefur gerst og hefur gerst með þessi ríkari lönd er að ný störf geta orðið til og nýjar þjónustur og nýjar leiðir til þess að bæta líf allra. Þannig að það er það sem eru neikvæða áhrifin af þessu að fólk vinni í störfum sem er ekki hagkvæmast fyrir það að vinni í. En við vorum með svona uppbyggingu iðnaðar aldamótin, reist álver á Austurlandi. Ég man að einhvern tímann 10 árum seinna þá kom fram að það var stór hluti að þeim voru raunverulega innflytjendur, af því að það var ekki hægt að fylla störfum með öðrum hætti. Trump geti gert það nema að hann eiginlega á móti innflytjendum, þannig að það er ekki þannig að þetta geti orðið það bara viðbútt í hagkerfinu, ný innvæðing Trump sem þá þar geti innflytjendur komið og starfað. Já, og það er hægt að búa til, ríki getur alveg búið til grundvöll fyrir ákveðnar atvinnugreinar og í rauninni að gera það mjög oft, hvort sem með afskiptum eða afskiptaleysi, það verður að búa til einhvers konar betri aðstæði fyrir ákveðnar yngarinn til þess að starfa og aðrar til að starfa ekki og það er einmitt mjög gott að fá innflytjendur og þú veist, hans atvinnustefna gæti alveg miðað að því að segjum sér svo að auka bílaframleiðslu og með einhverjum öðrum leiðum heldur en tollahækkunum. Það er ekki ákvörðun að bæta atvinnuumhverfið eða atvinnustefnuna sem er í sjálfu sér vond. Það er miklu frekar aðgerðina sem hún notar til þess að komast þarna. Þannig þú ert ekki á móti því að stjórnvöld séu með svona virka atvinnustefnu. Eins og sömuleyti finnst manni hafi farið svolítið úr tísku hjá ykkur hagfræðingum. Það var meira kannski á síðustu öld það sem að ríki beittu sig fyrir. Við þekkjum það hérna voru aðgerðir til þess að ýta undir skipa smíðar og alls konar sem að síðan hefur fjarað út og dáið. Við erum kannski með svo neikvæða myndaði svo Íslandi en ef við færum okkur bara til Japan eða Kóru, þar voru stjórnvöld með mjög virka uppbyggingu atvinnugreina sem að tryggði þeim mjög hraða aukningu eða þess bætingu á velferð. Já, og atvinnustefna hefur komist meira í tísku einmitt á síðustu 10 árum. Suður Kórea einmitt hefur verið nefnd oftast sem dæmi vel heppnaða atvinnustefnu og ég held að sé bara mjög mikilvægt að fólk átti sig á því að það er alltaf einhver atvinnustefna í gangi og hún þarf bara ekki vera framkvæmd með rosalega handstýrum hætti en það eru alltaf einhverjar ívilnanir hér og þar eða þú veist, tollaafslættir eða eitthvað sem að leiða til þess að allar atvinnugreinar standa ekki á sama borði. Nei, við þekkjum það hér að við vorum með sérstaka lánasjóði til landbúnaðar eins og iðnaðar og sjávarútvegs þar sem að var verið raunverulega að fikta í því á hvaða kjörum fólk gátu sótt, eða fyrirtæki gátu sótt fé til fjárfestinga og það voru eiginlega stjórnvaldsákvarðanir í Japan eiginlega frá stríði og fram til 1990 eitthvað það leiti að hversu mikið fé úr bankakerfinu átt að fara í byggingariðnaðinn og hversu mikið átt að fara þar og þar með tókst þeim að búa til þessa miklu velsæld sem að þar er. Já, og svo getur svona stefna líka algjörlega misheppnast en ef þú veðjar á rangan hest og nýtir ekki það samkeppnis þá náttúrulegu yfirbyrði sem að kannski landið þitt eða hagkerfið þitt hefur. En í Austur-Asíulöndin, Japan og Kórea náðu að nýta sér þetta einmitt að fara og styrkja réttu atvinnugreinar sem á voru einmitt í þessu ferli og náðu að taka þá og færa iðnaðarstörfin frá Evrópu og yfir til Asíu. Já. Og það er svo náttúrulega kemíski kommunistaflokkurinn sem hefur staðið fyrir stórkostlegustu atvinnuuppbyggingu sögunar í Kína og þótt að það sé ekki öllu miðstýrt ofan í minnstu smáatriði, markaðnum leyft að ráða og þá er grunnkerfið miðstýrt. Jú. Markmiðin eru algjörlega ljós. Mjög mikil miðstýring þar og það er svo sem
erfitt að átta sér nákvæmlega á hvað í gangi þarna en heildamyndin samt nokkuð skýr að velsæld hefur aukist þarna út af miðstýringu og íhlutun stjórnmálamanna. Og meðal annars gengið stýrt, að þeir passa sig á að halda genginu lágu til þess að tryggja að vöruð þeirra seljist út allan heim. Jú, en það hefur einmitt svo skapað mikla kerfislega áhættu í Kína að einmitt genginu sé stýrt og af raunan að hagkerfinu sé handstýrt, það sem að hrunið getur verið all svakalegt ef að væntingar breytast aðeins. En það alltaf verið að spá því. Manstu ekki eftir að með fasteignamarkaðurinn átti að vera að hrynja í Kína. Það var ekki heyrt það kannski í svona 3-4 ár en það voru fréttir í 10 ára tímabili þar sem þetta var bara að fara að skella á. Já. En einhvern veginn hafa þeir lifað þetta af. Þeir settu náttúrulega strangari kröfur eigið fé og settu svona hömlur á hversu mikið þau gátu þannist út og svo svona einhver stór fyrirtæki sem svona lögðu bara einhvern veginn, leyfðu að lognast út af. Já, það einmitt málið með ógagnsæi. Þú veist aldrei hvað aðferðin að skaðin skeður. Leit út fyrir að vera í góðum málum þangað til að það fór á hausinn en það var líka vegna þess að bókhaldi var ekki opið eins og í skráðum fyrirtækjum og kauphöll þannig að við þurfum bara að spyrja leikslokum þar. Getur verið að því að nefna dæmi sem svona viðskipta undur eins og Kórea, Japan, Kína getur verið að Trump og einhverju kringum hann hann ekki eitt, þetta sprettur ekki út á haustum á honum, það einhverju menn sem hafa þessar skoðanir. Getur verið að það sé verið að taka mið af þessu, að kannski svona síðustu 40 ár á Vesturlöndum hafi kannski ekki verið svo klók? Jú, ég held að það sé algjörlega það sem að gerast, að bæði stjórnunarstíllinn að vilja sterkan leiðtoga og svo kann það líta heillandi út að geta svona rettað bara málunum sjálfur og búið til mjög mikla hagsæld bara út frá eins bítur en náttúrulega regimunurinn liggur í því að Bandaríkin eitt af ríkustu löndum í heimi og getur ekki svona á erfiðara með það að ná hinum löndunum eins og gerðist í Asíu og það var náttúrulega miklu auðveldara að vera fátækland og verða ríku heldur en að vera ríkt land og vera ennþá ríkara vera að spila catch-up eins og Bandaríkin myndi segja. Já, og það það sem að Trump trúir að segja hægt en þú efast um. Ég efast um það, já. Ég varandi tolla, að því að það var náttúrulega tollar búin að vera síðan guðmávita hvenær, þeirra bara ætlaði að gera ykkur fjallaskarðsræningjar sem funduðu upp að verið betra að taka þér bara 20% og í hver skipti sem þú færir yfir í staðan fyrir að drepa það einu sinni og taka allt. Já, þannig urðu borgi til, Kaupmannahöfn var til sem toll borgi fyrir Eystrasaltið og Istanbul fyrir Svartahafið. Já, en núna ég man að þegar við byrjaði að tala um þetta bara stutt eftir áramót þegar það var ljóst hvert Trump vildi fara, þá fekk ég Þorvald Gylfason og hann sagði við mig að ég myndi ekki finna neinn hagfræðing sem að tæki undir þessar kenningar að tollar væri góðir og ég velti náttúrulega fyrir mér það getur nú ekki alveg verið þannig nema allir hagfræðingar séu bara menntaðir í nýfrjálsvíkinni á þessum tíma, að það sé orðið bara að hagfræðin sé orðin hugmyndastefna frekar heldur en að því að ég hlustað á hagfræðingar sem að leggja áherslu á svona að við ættum að horfa kannski aðeins aftur til svona árangus af svona nation building þar sem að voru byggðir upp innviðir og byggðir upp sterkari samfélög með tildulega svona skýrri atvinnuuppbyggingu og öðru slíku. Og þá ekki bara vísað í lönd eins og Japan og Kórea sem voru miðstýrið, ég tala ekki um Kína, heldur líka bara í okkar eigin sögu, í Evrópu og Bandaríkjunum, hvernig þau byggðu þessu upp. Og sumilegt eru tollar bara eitt af tækjunum sem eru notað til þess að styrkja okkar hagkerfi svo að standi betur til lengri tíma. Já, tollar eru notaðir og það fullt af tollum á Íslandi núna og það af ýmsum ástæðum. Fólk telur að landbúnaðinum sé betur borgi ef þess að þeir lifa í skjóli tollverndar og það má færa rök fyrir því að það sé betra fyrir okkur að kunna búa til mat heldur en að kaupa ódýran mat annars staðar frá
Sér öryggisatriði, betra fyrir umhverfið, jafnvel hægt að halda því fram að sér með þess að hollara. Og þessi rök má sko færa úti í aðra atvinnugreinar. Það þótti mikilvægt fyrir Evrópulönd að vera með eigin vopnaframleiðslu og þess vegna voru hlaut hún svona, var hún svona í skjóli. Og aðrir, öryggis og hefur komið ljós að síðan á kannski síðustu 40 árum hefur það svona þannig að framleiðslu geta Evrópu í vopnum orðin miklu veikari heldur en kannski allir byggust við. Jú, einmitt og það bara eins og það og ef þú kannt ekki að gera eitthvað hluti, það að reyða annað fólk en það náttúrulega sú heimsmynd sem orðið til á nýfrjálshyggju tímanum að lönd reiði sig á hvort annað og hvert annað til þess að geta framleitt vöru með sem hagkvæmustum hætti og það örugglega það sem að Þorvaldur var að vitna í að þetta hagkvæmasta ráðstöfun fjármuna og auðlinda að þú einbyttir þér að gera það sem þú ert góður í en þjóðaröryggi, við erum ekki góður í þjóðaröryggi við hagfræðingar eða fæðuöryggi, það líka svona loðið hugtak sem að kannski ekki skilgreint mjög nógu mikið í hagfræðinni þannig að það auðvitað má... heldur í réttlæti og fleira, það margt sem að var í hagfræðinni fyrir kannski svona 150 árum sem hefur svona dottið út þar sem að menn töldu sig alveg geta fjallað innan hagfræðinnar. Já, fyrst þú ferð aftur 150 ár þá held ég nú að þessir bresku hagfræðingar sem byggu til fræðigreinina hefði verið líka á móti tollum og voru aktíft það á sínu tíma en í fyrst þú nefnir líka og ég kannski gleymdi að nefna það áðan að stór ástæða fyrir því að Japan og Suður Kórea náðu að vaxa svona hratt og líka vegna þess að þau fengu styrki frá Bandaríkjunum og sama með Ísland, við fengum Marshall-aðstoð og gátum byggt okkar velsæld á því þannig að það ekki það að tollarnir per se hafi gert það ríkari þeir bara skemmtu ekki það mikið fyrir og tollarnir eitt að tækjunum og það kannski mætti þá spyrja þessa aðgerðir Trump ef maður að bera þetta saman við hvernig það var í Japan eða Kína eða Suður Kóru eða bara í Evrópu á síðustu öld að þá þegar menn beittu tollum að þá voru menn líka með svona virka atvinnu uppbyggingu á öðrum tíma, voru með mjög virka innviða uppbyggingu, að byggja upp vegakerfi og hafnir og eitthvað fleira og þá var hugmyndið svo að fyrirtækin hefðu ókeypis aðgengi að sterkum innviðum. Verkafólki hefðu ókeypis aðgengi að innviðum sem var heilbrigðiskerfi, menntakerfi, dagvist og annað slíkt og fengi aðstoð við að koma sér upp húsnæði og eitthvað fleira. Þetta var svona hluti af þessu svona neysubildi þar sem að tollarnir voru kannski ekkit svo stort atriði í allir heildar uppbyggingunni. En hjá Trump virðist bara þetta verið eftir þess að hann virðist engan áhuga af öllu hinu. Nei, einmitt. Og og svo segja líka aftur að Bandaríkin það stórt land og margslungið að þau geta alveg sérhæft sig í mörgum hlutum og það er alveg rými fyrir margar atvinnugreinar til þess að dafna og vaksa þetta ekki eins einhæft hagkerfi og Ísland getur verið eins mikið við viljum fjölga okkar útflutningsstóðum þá verða það bara ákveðið marga þannig að við erum bara það lítið land já, Trump ég áttum ekki alveg á hvert enda takmarkið hans en það örugglega bara það að geta verið með meira samningsvald held ég og að geta dregið úr viðskiptum með handafli held ég sé frekar heldur en einhverjar flóknar hagfræðikenningar sem liggja baki. Ef maður tæki svona alla hagfræðinga heimsins með stundu gert varðandi loftslagsmál þess að þeir nöttu bara með alla vísindamenn heimsins og það er bara 99,8% eru sammála því að þetta sé staðan en það er 0,2% sem eru það ekki. Er þetta svipuð staða með Trump á móti bara allri kanónu hagfræðinar? Ég hef nú verið að hlusta á suma Stiglitz og fleiri og ég finn erfitt að finna eitthvað sem að mæla þessu bót Já, það rétt við það er mikill meirihluti hagfræðinga og þeir eru ósammála flest en tollar eru og frjáls viðskipti milli landa eru svona það sem flestir hagfræðingar eru sammála
En þeir eru nú til samt, sko. Þeir eru, ég myndi kannski segja 70-30 eða 80-20, sko, í, kanonu en það eins og ég nefndi áðan, þú veist, það fullt af rökum fyrir álagningu tolla og þau eru ekki öll vitlaus. Þannig að, þrátt fyrir að hagfræðilegu rökin séu gegn því, þá, alveg mál fær rök fyrir að það þurfi samt að setja á tolla, sko. Já, og það oft sagt að þegar það kemur af þjóðríkjum að þá það öryggi sem fyrst og fremst, eins og þú nefndir með matvælaframleiðslu, það getur verið rök fyrir því að fella burtu tolla á maturum, það getur verið önnur rök sem eru gegn því og það eiginlega þannig öryggishagsmunirnir eru langefstir. Og sumuleyti orðræða Trump mikið einhvern veginn þaðan, eins og hann segist þurfa að fá Grænland og fleira og þetta svona öryggissjónarmiða tal og að aðra þjóðir séu að misnota Bandaríkin og þau þurfa að styrkja sig gagnvart einhverjum öðrum. Þannig að einhver leyti svona driftin í þessu hjá honum ekkert endilega hagfræðilega. Nei, þetta getur verið bara afleiðing af þessu auknu öryggistali sem við kannski til komi út af aukinni hræðslu og svona aukinni spennu í alþjóðasamfélaginu. Og já. Til skemmri tíma verðbólga í Bandaríkjunum, mikið áfall fyrir viðskiptalíf smærri ríkja og sem eru háðar í útflutningi til Bandaríkjana. Já, getur verið bara alvarlegt ástand sem getur orðið þar og þau þurfum að endurskipulagða sig. Já. Einhver leyti þá færast viðskiptin til. Kannski komið út í pólitík að spyrja þig þannig að ekki líklegt að til dæmis Kína eða Víetnam bara beinið viðskipti svona meira til Evrópu og það ekki gefið að Evrópa hafi hag af því að skottast eftir Bandaríkjunum í þessu. Nei, og það líka ekki gefið hvernig Evrópa mun bregðast við ef mjög mikið af ódýrum kínverskum vörum flæði inn á evrópska markað og geti verið þá að evrópski stjórnmálamenn sjá sér hagið því að hækka einmitt innflutningstolla. Til þess að breiði ekki út riðbeltin hjá sér. Já. Það sem að fara gæti alveg skerst þannig að já, það ekkert ljóst í þessu sem sko. Þannig að einhver leyti þetta eins og stríð og þá það þannig að það hefur svona náttúru til þess að stigmagnast og það ávið tollastríð og það segir sagan okkur. Já, og dreifir úr sér á neikvæðan hátt sko, einmitt. Þetta það allra að tapa af tollum og þess vegna kannski sem að eru svo margir hagfræðingar ósammála tollum vegna þess að þetta dreifir úr sér og neikvætt fyrir alla hlutaðeigandi. Já, en það stoppar ekki að það geti gerst og allt í einu séu við komin inn í þá heim sem kannski flesti sammála að verri struktúr heldur var áður en við erum bara föst í honum. Já, það getur vel gerst. En afleiðingin fyrir Ísland? Við gera lítið úr sjávarútveginum, það nú flutt eitthvað af fiski en það talið að sjávarútvegin ætti að geta staðið af lyfin sem var nú talað til þess Alvotech, að það víst ekki tollur á þeim. Nei. Þannig að það hljómar svona eins og þetta sé við sleppum billega eins og þetta. Jú, og ýmsir hafa sagt, 10% tollur, minna en tollurinn sem að norskir fiskútflytjendur fá, en ég held að bandarískir fiskframleiðendur muni taka meira frá okkur heldur en við tökum frá norskum fiskútflytjendum, ef við getum orðað þannig. Við gætum, verið með eitthvað hlutfallslegt forskot, en að svona heildaráhrifin eru örugglega neikvæð þrátt fyrir séu lítil. Svona stærstu áhrifin sem þetta hefur á íslenskt hagkerfi held ég að verði bara í aukinni innfluttri verðbólgu. En síðan getur komið áhrif af einhverjum samdrætti í alþjóðaviðskiptum. Minnkandi kaupmáttur Bandaríkjamanna geta haft áhrif á ferðamannastraumingar. Já, það einmitt svona ef þú horfir til millilangs tíma sko. Það kannski ekki skammtíma áhrifin en það eru mjög líklega afleidd áhrif af því að framleiðsla dragi saman í heimsakjörinu og Vesturlöndum og þar munum við mest finna fyrir því minnkandi eftirspurn eftir Íslandi sem ferðamannastað. Og millilangstíma, hvað til langstíma? Já, hver veit, segi ekki. Það kannski muni verða eitthvað hvati eða áskoranir að menn setjist niður og semji. Já. Og þannig eigum við mörg alþjóða samninga á fyrri árum sem að voru það að lækka tolla, ekt og bítandi. Já. En það tekur miklu lengri tíma heldur en að hækka þá.
Já, við höfum söguleg fordæmi, það voru Bandaríkjum settu á tolla fyrir 80 ára síðan, 90 ára síðan og bjó til svona heimsagkerfi þar sem var minn sterkari innlendur iðnaður og svo var því svona undið af svona hægt og rólega á næstu áratugunum og það tekur að kannski, 3-4 áratugi og tekur í burtu stríði sem átti sér stað á milli. Þannig að það gæti verið að geti vel gerst aftur að framleiðslu mynstrin breytast innan landa og að þau muni halda áfram að vörur verða aðeins dýrari og aðeins og framleiðsla aðeins minni en hún hefði annars verið í nokkra áratugi en svo kannski breytist aftur, hver veit. Svarið kemur líka úr pólitíkinni hvernig árið þetta mun hafa á hana. Já. Hvernig þróunin verður. Herðu, Jónas Alli, takk fyrir að koma hingað og tala þetta stór tíðindi. Já. Það hefur verið líkis, þetta verið svipað og þegar Nixon tók gullfótinn undan þetta út. Já, þetta eru stóra vendingar í alþjóðaviðskiptum. Því verður ekki neitað. Herðu, takk fyrir. Takk fyrir. Herðu, við munum halda áfram að tala tolla og efnahagsstefnu Trump svona á næstu dögum, en við rauðaborðið eitthvað allt annað á dagskrá. Það meistari Megas, svo stundum við sagt. Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Já, dagurinn í dag nú merkilegur fyrir margra hluta sakir eins og allir dagar undir sólinni. En eitt af því sem gerir þennan dag merkilegan fyrir okkur Íslendinga að mínu mati að minnsta kosti að Megas, hann áttræður í dag, þessi fjölbreytti stórkostlegi listamaður, fagnar þeim áfanga í dag. Það farið frekar lítið fyrir honum undanfarin ár af ákveðnum ástæðum. Hingað komin vinkona Megasar, Þórunn Valdimarsdóttir, vertu velkomin. Sæll og takk. Ég rak augun í skrif hjá þér á Facebook þar sem að þú varst svolítið að lýsa áhyggjum þínum af því að þessum miklu tímamótum í lífi Megasar, þeim ekki sinnt sem skildi af hálfu fjölmiðla? Nei, það ótrúlega sterkur þessi 45 árgangur rétt eftir stríð börn. Við eigum svo ótrúlega marga flotta listamenn fætt þessi ári og það búið að vera í Eldborg að fagna Gunnar Þórðar, Magnús Eiríksinni og Rúnari og hljómum og ég hringdi Jakob Frímann, ég skrifaði ævisögu hans með Sumtarhreinu og reist mikið við hann titilinn. Ég fyrir ekki dós þó ég þykst ekki vera launfrek til að minna hann á Megas en þú veist þegar að núna allt samfélagi reyna að verða betra og siðilegra og ef að það aldrei skoða dómstól götunar þannig að hann við bara spjöllum við Jakob erum auðvitað mjög góð kunningjar og þekkjast sem voru 13-14 ára í nemendaráði Hlíðaskóla þá þurftum við að rykka upp einhver í Lító sem setna við Tónabær og hann setti sem að fyrstu hljómsveitina og ég skrifaði leikrit skilur við, þannig að við erum bara þekkjast svona lengi og svo náttúrulega allir þessi stuðmenn voru hlutamanni og í MH en það var bara það sorglega við þetta þessar hryllilega árás og enginn varðan og það voru sumir eins og Bubbi sem afneita hann strax en þeir sem nefnt að lesa viðtalið þá sagði Megas
eftir því sem að þessi fallega stúlka sem að kolli litla ljótið, hún varð fallegust þegar hún var búin að þvó sér, skilurðu, ef við þekkjum mítuna, þess að yndislegu sögum litlu ljót. Þá segir hún að þau voru að drekka og dópa og Megasuk var svolítið mikið statt þar og Megas var þá að drekka, en hélt samt ekki, því að hann hefur verið með áskrift og amfetamíni hjá landlækni. En enda sagði Megas þegar þau lágu hann að dauðþreytt á gólfinu, þá sagði hann ekki gera þetta Gunni, hún vill það ekki. Skilurðu, það var allur glæpurinn. En svona bara, ég tók þetta út sem ég sett á Facebook í gær því að komi strax einhverja skinhelgar konur og ætlu að fara að skrifa einhvað ógeð og þá skemmtilegt í heim bara blokkera fólk. Maður blokkera fávita með gleði og ílskufullt fólk með vanmáttakend sem að nýtur þess að segja legasögur og gróusögur. Í gamla daga, ef við varum í einhverju alvöru sambandi við okkar fornmenningu, þá var ljótast í heimi fjölmæli og níð. Og sjálfur Gunnar Thoroddsen, forsætisráðherra sem við gamla fólki vorum alin upp við, hann skrifaði doktorsritgerð sem hét Fjölmæli. Þar sem hann fór í gegnum lagalega sögu þessa fyrirbæris, en núna allt úr böndunum og það má rakka niður hvað mann sem án dóms og laga og dómstóll götunar og hvort betra að vera tekin í fallöksinni eða mannorðið sér tekið af manni. Ég held ég vildi freka deyja en að einhverju var í logið upp á mig og síðan var mannorðið af mig tekið. Það er líka okkar samfélag svolítið útsett fyrir alvarleika þessara mála þar sem við erum frekar fá, við höfum verið frekar einsleit, við erum einangruð. Þannig að má svo sem segja það að sumpart þá geti alvara svona málsorðið meiri hér en í stærri ríkjum. Öll mál verða stærri hér, það ekki? Er það ekki? Ég held það. En heldur þetta sé kynjað í alvöru? Að þetta séu konur sem að hafi... Ég veit allt um það. Þú veist allt um það? Já. Ég veit náttúrulega aldrei verið í kallaklúbu, ég veit ekki alveg hvernig þeir spjalla sín á milli. Nei. Jú, ég manst eftir klaustuköllunum, þeir voru bara að tala alveg eins og við kettlingatölum stráka, en það var tekið upp og svo máttu þeir ekki vera menna því voru þingmenn. Það búið að vera mjög strangur siðferðisdómstól. En vissulega hefur verið farið ofboðslega illa með íslenskra konur eins og aðrar konur og þess vegna það gleðilegast á minni ævi að sjá annars vegar þú veist hvað við höfum komið mikið mildi og skilningur á mörgum sviðum samfélagsins. Til dæmis má maður hafa sína kynhvöt og vera á sínu kynrófi og leiðilt að allir sé fastur í einhverju hólfi. Trump endar á öðru máli núna og honum að vaksa ásmæð. Það voru miklu farið túristar á götunum þegar ég labbaði hingað. Ameríkar kanar bara afsakið, þeir láta alltaf eins og þeir eigi alla Ameríku. Vandar ekki að menn. Þeir bara hrættir að fara landi, komast ekki inn, þetta náttúrulega, ég nenni bara ekki haugsmönda því að ég gömul kettling og það sem ég get ekki lagað að gert neitt í, þau reyna að ýta því frá mér, þetta ekki einhver þessa A-regla að reyna að sleppa því sem maður ræður ekki við. En það bara þurfti virkilega að taka á þessu máli af því að kalla gengur bara í konur og við vorum algjörlega valdalausar og ég var nú að horfa einhverja kvikmynd það sama, hún var frá Persíu eða Íran ég man ekki hvað hann heitir man aldrei hvað hann heitir en ástand það veit allir heimurinn hann skrækjandi á þjáningu að hryllilega illa að fara með konur við erum ég meina það sem sagt bara farið á túpuna og ná ef við kunni ensku og náðu ykkur í prógram sem fjallar sögu kvenna og stöðu kvenna ég þarf ekki að segja ykkur þetta við vitum þetta all samt eru kalla góðir skilurðu en það bara menningin leyfir sumt og þess vegna ofboðslega gott að þetta nýja
mikla siðferði sé komið, halleluja. En reynum samt að ekki taka fólk á lífi nema vita hvað við erum að gera. Ef marka má minn vinahóp sem nú reyndar mjög bjagaðar á Facebook af því að það kannski 2000 mann sem að hafa beðið að vingast við fólk án sem ég þekkið á nokkuð bara því að maður búin að vera svolítið opinber fígúra í lífinu. En ef marka má minn vinahóp þá eru ansi margir á því alveg burtséð frá því hvað gerðist í lífi Megasar þá ansi margir og fleiri myndi ég telja núna sem að rísa upp honum til varnar og vilja einmitt að fyrirlíta þá slaufun sem að hann hefur orðið fyrir. Ég segi bara fleiri heldur en fyrir hálfu ári og miklu fleiri en fyrir 1 ári, þannig að eitthvað að breytast, það ekki? Já, það bara ammali og þá bara verðum við einlæg og við komum með ammalskjöf og við þakkum þeim. Sko, ég var í Mexíkó 77-78 í námi og ég hafði ekkert með mér nema spólu með bleiku náttkjólum, skilur. Þannig heilt ár engin íslenska, það var gaman. Ég losnaði allar mínu drauga og var í listaskóla. Megas var allt þitt Ísland. Þá bara ég hafði að vísu farið heim með einhverjum strák í MH sem spilaði fyrstu plötuna, ég náði henni ekki svona að því maður er músikant. En þegar var það ekki Egill og einhver hópur, það var ekki beint stuðmenn sem spiluðu með honum á, hvað hét eftir Súlnarsveit? Bleiku náttkjólum. Einmitt, og Jóhann Páll gaf út og halleluja og það var svo skemmtilegt að ég datt inn hjá Jóhann Páll og Gunnu konu hans Sólvallagötu gerði einstöku sinnum ári gamla dagur maður gat dottið inn og það var rétt áður en ég fór til Mexíkó og þá voru þau að spila demo af á bleiku náttkjólum en síðan þegar ég kem heim frá Mexíkó þá var þetta bara allt komið algjörlega sér frábær plata orðin ég og þá var haldið partí þar sem var lengi á næstu gröð sem var náttúruleikafélagið þá var haldið svona hippapartí þar sem að Megas þar sem Kalli Júl gaf saman hver gaf saman það var Palli Bjering og Kalli Júl og Megas gaf giftið þá báða Cindy Lou McGregor vinkon okkar, svona var heiparnir að þykjast vera lípa og við vorum það ekkert en þarna var rosa flott partí og þá bara setur Megas fram í eldhúsi og þá bara var ég orðin svo heilluð á honum hann var þá á svona búin að vera, þetta var eftir drög á sjálfsmorði og hann var búin að vera í mikill drykki og var vond lykt á honum og allt það en ég tók hann samt með mér heim í Mávali 10 þar sem að við legðum íbúð saman ég og Lilja systir og Lilja systir flutti burt með Gunnu Theodóru búa með Gunnu Theodóru dóttir Bríetar og þá var ég alltaf inn í einu íbúðin og þá bara lefði ég Megas að vera hjá mér en hann fór fyrst í afvötnun og þá eftir þetta við vorum heilt sumar að kjafta að drekka te og eftir þetta sumar þá tókst hann að vera edrú, frelsast svona ansi lengi fyrir utan þetta Megasukk eða eitthvað hann einstakur í okkar sögum? Já, hann algjört fucking séni bæði sem tónskáld og sem textahöfundur eins og allir með vita og ég á til dæmis eitt vin sem er náfrændi Davís Stefánssonar og hann bara vælir og vælir hann langar svo að finna Megas til að geta sagt honum hvað hann gaf honum mikið þar sem hann gerði raun og veru af hans að fættur 1850 hann brúaði bil hann endur nýjaði gamla kveðandan og skáldaarfin en færði nýjan búning og hann er myndbrjótur og það veitti ekki af að brjóta niður myndir eftir eftir seinna stríð því að við varum svo stútfull af ógeðslegri þjóðrembu til dæmis
og með kolrangar hugmyndir og lífi og tilverun og Íslandssöguna og allt. Og Ragnheiður Biskupsdóttir Bróka var með sótt. Já. Og það svo ljótt? Já, það mátti til dæmis aldrei tala kynlíf. Nei. Og og hann bannaður í Ríkisútvarpinu eða ekki? Jú, og bannaður fyrir allt mögulegt. En þannig myndbrjótar og þeir endur nýja og gefa nýja hugsun. Og hver einasta manneskja sem ég þekki er með huga og hjarta stútfullt af fallegum megasar. Og við bara skammast til að fylla eldborg bráðum, mér finnst það. Einmitt. Er það ekki bara? Jú. Og nokkur sinnum. Já, og draga fram okkar skástilistamenn og sko talandi óþekkt, fyrirgefðu, ég svo mikill bladrari. Nei, endilega. Ég keypti mér handglasastendur og bla bla bla. Við þurfum bara að fá alla okkar skásti tónlistamenn, þeir eru svo margir og vitið af hverju. Af því að það enginn hér á Íslandi og börnin dóu úr hungri og sóttum og tralla og það eru til eldgamla ferðabækur með myndum sem sýna íslenska krakka klifrandi upp allt og allir ferðamenn segja, guð minn góður hvað börnin eru óþekk. En það nefnilega, maður að segja við börn þeir eru ferðmast á öll börn, farið út og verið mátulega óþekk. Eins og ég segi alltaf við ömmubörnin, það má allt hjá ömmu nema sumt og af því að það óþekktin er kreatív. Já. Að þóra. Já. Og þá er gott að heita Þór. Já. Magnús Þór eða Þórunn. Já. Þú veist, og þú Þorláksson. Ég er þú það. Líka. Þannig allir með Þórun nafninu sínu eru svolítið sterkir því þetta er reikistjarna Júpíter. Já, það er nú gott að vita þetta. Samkvæmt viku almanakkinu, Þórsdagur. Já. Það er sko Júpítersdagur í Suður-Evrópu. Já. Allt komið frá Babylon. Það er nefnilega það. Og þar, meðan allt var byggt upp á Mesopotamíu, Súmer, dagatal, tímatal, akuryrkja, listir, allt. Það var jafnrétti kynjana. Já. Þannig að það er ekki einhver síðustu ára uppfinning. Nei, og Búrkan hefur ekkert með Íslam að gera, hún er miklu eldri. Ég held að vera Assyrjumann, en þetta er bara náttúrulega, konur eru svo æðislegar og svo miklar kynverur og þið eru svo veika kynið, svona segir maður stundum á margan hátt. Þið björi mjög veikir. Það er frekar erfitt kynhlutverk sem kallar hafa, þú veist, fyrir utan það. Og svo hafa konur yttagreind sína af því að það hafa verið lokaðar inni, alveg eins og allt fólk sem gyðingar, þeir eru ekkert fættir gáfaðri en annað fólk, en þeir voru í varnarháttur, skilur við. Þið yttuðu greind ykkar? Já. Skerpa. Já. Og þess vegna, svo bara eignarhaldið, ég held að því að við erum spenntir sem svo lengi á brjósti, þá viljum við öll eiga eina mannsku. Ég þurfti að vera göfulind, ég átti 2 yngri systkini 3 ára. Já. Og 4 yngri 8 ára og það er bara best að elska þetta, skilur við. Það lítur að vera bölvun. Ég er sjálfur örverpi og naut allsins besta. Já, ég er langkrifnust af yngstu börnum því þau fengu aldrei afbrýðisins áfallið. Það er einhver stalmömmu og pappa. En þá fór maður til pappa, sko. Og var pappa og stelpa. En maður spyr sig sko út í hvenar eitthvað er við hæfi, hvenar eitthvað er tepruskapur, hvenar eitthvað er bara hárrétt og gildandi slaufun eða hvað maður ætti að kalla það og hvenar eitthvað er alveg út úr kú. Við vitum það að Spessi gerði myndum Megas, henni var dásamlega mynd, henni var hafnað á Riff. Það var bara starfsmaður hátíðarinnar sem að blokkaði bara myndina vegna þess að hann hafði einhverja skoðanir á einhverjum atvikum, hafnað á Stockfish, þeirri mynd Megas, ekki tilnefnd til Eddunar og hefur ekki enn verið sýnd á RÚV og þetta svona kemur upp í hugan á þessum degi með fullri virðingu fyrir því að það kunni að það hafi verið þolendur og Megas sé breyskur maður, hann hefur aldrei dregið til á það. Hvernig er hann breyskur? Er hann of góður? Ég veit hann er ruglaður í fjármálum
og hann alltaf mikil safnari, hann hefur farið illa með sjálfan sig, en það bannað? Þú veist, ég kann ekki, ég skildi ekki. Nei. Þetta bara grimt, þetta skortur á víðsýni, umburlindi. Ég held kannski að einhver hluti þjóðarinnar var að þykjast vera kristinn. Skilurðu, það ekki fyrirgefning? Syndana, þú veist. Þetta bara, ekki bara að segja, hættum þessu. Skammast þig í rúf, allra landsmanna. Og ég trúi þessu bara alla. Nei. Ég bara æbarst. Að þínum að þetta hefði verið við hæfi að það hefði bara verið stórkostleg hátíðarhöld frá móti kvölds. En bara ég skil alveg Jakob Frímann að hann bara, hann skynjar alveg stemninguna. En þetta bara uppkomast svikum síður og að góða sigrar að lokum og við erum að halda upp á það í dag. Frábær lokaorð, kæra þakki fyrir heimsóknina, Þórunn. Ekki máli, ég get alveg röðlega í marga tíma. Gaman að fá þig í heimsókn. Takk fyrir að koma til okkar. Frábært. Ekki fara langt, kæru áhorfendur og hlustendur. Við höldum áfram með rauðaborðið eftir andartak. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts Bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins. Komið sæl og verið velkomin í samræðu hitamál við Rauðaborðið. Ég heiti Oddný Eir og til mín eru komnir á línuna og hérna við borðið menn sem hafa verið dálítið skarpir í að ræða málin og mér langaði svona freistaðist til að fá einhvern skilning svona til að þræða okkur í gegnum þetta debatt vókið svokallaða og anti-vókið og tengslin við vinstrið hugsalega. Hjá mér er Bjarki Hjörleifsson stjórnmálafræðingur og þú ert nú fyrrum aðstofamaður ráðherra. Einmitt. Og síðan er það Þórólfur Júlían Dagsson, aktivisti og útgerðarmaður. Hann er á línunni hjá okkur, stattur á Ítalíu, er ekki, má segja. Jú, ég er hérna í sólinni og er þreyttur að því að vera út á sjó og láta lemja á mér. Það er leiðilegt veður heima. Þú hefði getað feikað sko að þú værir út á sjó svona með smá ruggi. Já, veltan er svona. En þú skrifaðir, Þórólfur, dálítið magnaðan pistil hérna á Facebook bara í morgun eða gærkvöldi sko vók í tengslu við þessa vókumræðu. Ég veit ekki hvort þú sást sko debattið sem var hérna við Rauðaborðið mitt í gær í þættinum Synir Egils á milli Sólveigar Önnu og Hallgríms Helgasonar. Þar svona, fóruðu aðeins að deila þetta raunverulega og Hallgrímur blöskraði svo að hún væri í alvöru á móti vók að hún sagði að hún talaði eins og Trump og hún varð alveg hvumsa við og svo bað hann hana afsökunar og fyrirgefningar og hún sagðist alltaf að hugsa það mál og þannig að þetta er svona greinlegt alltaf tilfinninga þrungið virðist annars vegar þetta vók vera spurningum svona taktík bara í stéttabaráttu og pólitískri baráttu sko hvort að menn ætla að huga að bara raunverulega einbeita sér einu máli og láta hitt vera mæta afgangi eða hvort hvort að vók tengist aðferðafræði sem er þá þöggun og slaufun og annað slíkt. Þannig að þetta er svona ekki alveg, það er svolítið á reiki hvað vók er. En þú skrifar hérna bara innblásna ræðu vókið. Getur bara kannski aðeins sagt okkur frá þína nálgun? Ég sá einmitt þessa klippu þarna úr viðtalinu við hana Sólveigu sko og svona ég held að þetta sé staðan sem við erum í dag, til dæmis eins og með Trump og allt það sem er að gerast í Bandaríkjunum, hún skýrist rosalega mikið sko út frá því að þetta er svona hvað maður að segja, það er búið til, ég horfi á þetta vók sem í raun og vera svona einhvern veginn að vera að nota þetta sem skammaryrði og fólk er svona,
við erum alltaf að reyna að skilgreina einhvern veginn hlutina og það fer rosalega mikið púður í það að þú veist, stimpla einhvern veginn, við erum alltaf að stimpla og setja fólk í kassa og sko bara það sem mér finnst hafa til dæmis neikvæð áhrif svokallaðan wokeisma að við höfum left smámunasemi og siðferðislegri hreintrú í raun og veru að tvístra fólki sem í raun deilir sömum kjarnamarkmiðunum, eins og í kjarabaráttu og bara samfélagsbaráttu í heild sinni og þú veist, við erum öll að reyna að bæta samfélagið og tryggja réttindi fyrir alla í stað þess að standa saman þá höfum við oft séð baráttufólk snúast gegn hvort öðru út af því að út af einhverjum skoðunum sem að við erum kannski ekki alveg sammála þetta náttúrulega hefur bara skapað rými fyrir pólitíska andstæðinga til þess að tvístra okkur í raun og veru og mér finnst við vera svolítið að vinna gegn hvor öðru og ég ræddi það einmitt áðan í sambandi við umræðuna kynferðisbrot við erum öll sammála það að kynferðisbrot bara sérstaklega með börn og annað, þetta það hræðilegasta sem getur komið fyrir fólk og við viljum að það sé tekið á svoleiðis málum að festu en einhvern veginn hefur svo umræða alltaf dottið inn í einhvern skotgrafa hernaðum það hvor verri aðilinn eða í staðinn fyrir að eyða orkunni í það að berjast fyrir málefninu, berjast fyrir því að dómskerfið sýna aðeins meira ábyrgð og lögreglan sé kannski betur í stakk búin til þess að takast á við þessi mál þá einhvern veginn fer þetta út í eitthvað svona þú veist, hvert verða kynið og eitthvað svona, ef við getum bara tekið það, setta til hliðar og bara einbeitt okkur að þessu að berjast gegn þessu eða þú veist, vera svona svolítið hnitmiðuð í því sem við erum að gera þá vegnar okkur miklu betur við þurfum ekki að vera sammála allt og ég meina í þeim baráttu sem ég tekið þátt í að vinna að til dæmis andstæðingar stóru í Helguvík, sjómannaverkfalli á sínu tíma strandveiði fyrir Íslands og annað ég meina það fólk þarna sem með skoðanir sem ég ekkert endilega sammála en ef ég fer að útiloka þessa aðila, þá ég náttúrulega bara að minnka hópinn sem ég hef og við höfum og minnka kraft okkar til þess að koma okkar málefnum á framfæri þannig ég hef alltaf svona reynt eftir bestu getu að eða þú veist reyna að hafa þetta þannig að sem flesti geta tekið þátt og ég svona þegar að ég sá svörin við því sem að Sólveig var að segja og svona einhvern veginn fólk að fara að hengja sig einhverjum orðatiltökum og hvaðan þetta kemur og hvað bara þegar ég var í framboði að þá kom til mín á kosningaskrifstofuna bara nasisti og hann sagðist upp borðið hjá mér átti ég að henda honum út hvað ég gera veist, ég sast niður með honum og við áttum langt samtal það hann talaði gyðinga og hvað honum fannst gyðinga og ég svona já ok og hann spurði mig hvað af hverju finnst þér þetta í lagi ég sagði veistu ég bara horfa á þannig það ekkert allir eins veist, það ekki allir gyðingar eins og Benjamin Netanyahu það ekki allir nasistar sorry, þetta fáránlegt að segja þetta en nasistar eins og ég sagði þess vegna sit ég og er að tala við þig því að ég frekar eiga samtali við þig ég vil ekki útiloka það betra að við setjumst niður og ég skilji þig og þú skiljum mig og þá kannski getum við komist að einhverju niðurstöðu og hann kom oftar en einu sinni og talaði við mig og svona ég var eiginlega farin á snúunum á endanum út af því að náttúrulega ég til í samtali við hann og ég meina hvernig að ná til þess að fólks öðruvísi heldur en að setjast niður með þeim og ræða við það ég ekki að segja það að ég hægt að gera þetta með hverjum sem en þú veist, við verðum einhvern veginn svona að átt okkur á því að það ekki að virka að útiloka fólk einhvern veginn, það bara það gengur ekki upp. En núna já það má taka fram að þú ert í framboði fyrir, ekki Pírata þá en þegar að þú segir þetta þá hljómar þetta einmitt eins og vinstri flokkar í Þýskalandi
sem klufu sig út frá vinstrinu og vildu ná til fleiri sko, og margir hafa sagt að þetta sé svona populismi að vilja bara ná til fleiri og ekki að vera farið þessar skotgrafir eins og þú segir sko, heldur að ná saman á breiðum grundvelli einhvers svona samanlegs. Hins vegar það svolítið svona spurning hver þessi samanlegi samnefnari þú veist, og svo finnst mér líka ein spurning þegar að ef að þetta svona þín taktík til þess þú ert í framboði eða jafnvel í stéttabaráttu sko, hjá Sólveig Önnu og þeim hjá Eflingu að bara auðvitað upplifa þau það sjálfsagt eins og þú ert að lýsa, það þýðir ekkit að þau eru saman í þessari baráttu og þau eru ekkit með einn hliðvörð sem segir nú ert þú til vinstri eða hægri eða ert með þessar skoðanir, þau eru bara saman í þessu. En svo þegar kemur raunverulega þetta svona anti-vók, þegar það kemur raunverulega andúðin á þeim sem eru vók, segjum eins og þú lýsir þá er vók hefur sína jákvæðu hliðar í réttindabaráttu og svo kannski hefur það sína skuggahlið í einhverju réttrúnaði, þú veist, það er alltaf þetta, ég meina það ekki öllum hreyfingum, það er réttindabaráttan eða réttlætiskendin og svo er það rétt hugsunin einhvern veginn. Og ef að antivóki verður svona sterkt sko, í þessu er þá ekki líka komin klofningur? Má ég spyrja þig kannski að því, vilt þú svara því Þórólfur? Já. Ég var alveg til í að svara þessu, ég kannski taka bara gott dæmi til dæmis eins og með andstæðingastóri í Helguvík. Þegar við fórum á stað þá náttúrulega voru það aðalega sjálfstæðismenn í bæjarfélaginu og framsóknarmenn sem voru einhvern veginn að berjast gegn því að verksmiðjan sem sagt bara stoppuð af. Og við gátum alveg, ef við hefum farið í það að vera svona, já, við ætlum ekki að fá sjálfstæðismennin inn eða framsóknarmennin inn, þá erum við að búið til hlið. Ég horfi bara á þetta svoleiðis, að þú veist, ég á að geta unnið í baráttu með fólki sem ég ekki endilega sammála, eins sko brjálæðislegt og það hljómar, og sjáðu sko, ég sé þetta þannig eins og ástæðan fyrir því að Donald Trump hann á flugi, að það er náttúrulega því að það er bara, þeir eru ekkert að einbeita sig af því hvað er svona, jú að vissu leyti en samt það er svona meiri einhvern veginn umburðarlyndi út af því að þeir eru eins og stjarnfræðilega brjálæðir að sko það er einhvern veginn hoppa allir á vagnin skilur, já ég get verið hér og oft vel meinandi fólk sem að kannski lætur svona gabba sig út í eitthvað eins og við erum að sjá eftirsjónin þegar fólk er að sjá að það sér á eftir því að það er ekki verið að gera það sem það baðum ef maður notar þessa hugmyndafræði sem sagt að vera svona leyfa fólki að hafa skoðanir en samt að vera að berjast fyrir því málefni sem maður er að berjast fyrir að þá náttúrulega sko nærmaður fleiri einstaklingum og þetta er bara, þú veist, þetta er bara ákveðin herrkennska eins og láta sú eða hvað sem hann hét að sko, ef við erum alltaf að skipta okkur upp í hópa og skilgreina okkur sem þetta, hitt, þetta að þá erum við einhvern veginn að sundra okkur sko. Ég er ekki að segja það að fólki með ekki skilgreina sig hvað sem það vil. Ég er bara að segja að ef við erum að fara að taka svoleiðis stimpla inn í baráttu að þá erum við bara óhjákvæmilega að sundra okkur frá hver öðrum og þetta vinnur bara með einstaklingum eins og Trump og fólki sem að sko vill kljúfa okkur í smærri einingar svo að sé auðveldar að brjóta okkur niður. Já, mér finnst það sko, maður skilur það, talandi sko vinstri hreyfingur, maður skilur það að það sé raunverulega ósætti við þróun vinstri hreyfingar og hugsunar að hún hafi sko farið þessa alls konar þriðjuleiðir og gert alls konar málamiðlanir og raunverulega svikið sko verkafólki, skilið verkafólkið eftir raunverulega almenningin einhvern veginn og stéttabaráttan hafi raunverulega dottið út úr þessari vinstri pólitík sko og í þessari identitetspólitík og þess vegna sé mjög mikilvægt að fara aftur í stéttapólitíkina sko en það sem ég skil ekki alveg hvers vegna þarf þá mér finnst einhvern veginn eins og rökfylla þarf þá að vera svo búið til rangan óvinn sko að sönn vinstri hreyfing þurfi þá að snúast gegn þeim sem eru í mannréttindabaráttunni skilið, mér finnst það einhvern veginn verið svo og þar með einmitt
þar einmitt verði svo mikill tvístringur að því að þá verði þessi sanna vinstri barátta einhvern veginn óvart með Trump í liði að einhverju leyti sko. Ég veit ekki, hvað segir þú þetta, Bjarki Hjörleifsson? Já, einmitt, takk, sko, þetta síðasta að það getur náttúrulega, svo staða getur komið upp að það verða til svona vanheilug bandalög á milli sko fólk sem einhvern veginn lítur á það sem markmið að kappkosta við að styðja einhverja anti-woke hugmyndafræði. Þannig við sjáum Snorra Másson og fleiri úr svona þeim ranni deila þessari klippu sem ég held að flestir sem er búin að sjá af Sólveig og Hallgrími Helgasyni í gærkvöldi eða í gærdag að sko það einhvern veginn í þeirra augum að þér virðist vatna á þeirra millu sko og það náttúrulega ekki það sem að neitt hinstri maður vill og ég held að það sé svona kannski kjarnara einhverju leyti hluta þess vanda sem að við stöndum frammi fyrir sem vinstrafólk sem einfallega sko að hlusta hvort á annað og það sé sko umbröðlindi fyrir ólíkum nálgunum á þessi mál, á málefni eins og bara hvaða sem við viljum fella undir vókið og sko eins og ég hef skilið þetta þá þetta nú fyrst og fremst að einhvern veginn vakna kröftulega til vitneskju stöðu sína og svona einhverja vitund, ekkert ólíkt stéttabaráttu að þú ert meðvitaður þína stétt og það hefur nú verið sjálfstætt markmið hægrisins í ofboðslega langan tíma að afmá stéttavitund fólks og það væri þyngra en tárum tæki ef að hægrið færi nú að afmá þetta líka þannig að það er mjög mikilvægt alveg eins og stéttavitund er mikilvæg þá held ég sem er mikilvægt fyrir fólk að vita og þekkja sinn uppruna í öllu félagslegu tilliti af því að félagslegu breyturnar eru svo margar síðan kemur að einhvern veginn skipulöðu pólitísku starfi eða hvað og þá förum við að horfa á hvað það sem er mikilvægt að við gerum fyrir kosningar þar verður fólk ósammála og þar kemur upp það að það sé kannski strategískt snjallt fyrir vinstri flokka að henda vókinu, að geta talað frjálslega, að gera hlutina einhvern veginn ekki undir hinni meintu siðabreytingun og ég er alveg sammála því og að það er ákveðin dogmatík sem að hefur einkennt sko umræðuna, en það er samfélagsumræða það sem er eiginlega ekkert pláss fyrir neina núansa. Hún verður alltaf svona ofboðslega einsleit og svarthvít, þú ert annarkvort í góða liðinu eða vonda liðinu. Þannig að sko ég held að með þetta allt saman að þá eigum við ekki að leyfa hægrinu að skilgreina parametrana á því hver er vók og hver er anti-vók. Anti-vók herferð hægrimanna bara frá Jordan Peterson til Donald Trumps er bara mjög skaðleg og hluti af þessari svona stærri þessu stærra bakslagi í mannréttindamálum sem að við sjáum allan vestrænan heim að þú veist þannig að sko bæði þurfa að vera hlustunarskilyrði innan okkar raða fyrir ólíkum sjónarhornum og við þurfum einhvern veginn að umbera og innlima stærri umræðu hefð innan vinstrisins og síðan náttúrulega einhvern veginn reyna að snúa í blaðinu og bara standa saman það sem við erum það fyrsta sem ég hugsaði var þegar ég sá þetta var það er ekki langt síðan að ég sá Sólveig og Önnu sem að mér þykir algjör fyrirmynd í sínu hlutverki með mikrofón og hátalara á Stjörnutorgi eða Kúmen eins og heitir í dag fylltu liði fólki allstaðar aður heiminum að
að berjast fyrir hérna réttindum þeirra á íslenskum vinnumarkaði og ég bara, þetta eitthvað sem maður tekur, sko sem vinstri maður tekur að sjálfsögðu hattinn og bara allir ætti að gera þetta, bara svo virðingavert og sko einhver sem að þú veist, þetta gerir þú ekki nema meðvitaður stöðina og annað, þannig að ég held að það séu ansi margar hliðar á þessu tenning, sko. Já, ég allavega nefnitt segja eins og þú, maður er náttúrulega algjörlega hrifin af þessari alvöru réttindabaráttu og stéttabaráttu, sko. En ég næ ekki það saman í jöfnuna í haustum á mér, sko, hvers vegna það þarf að vera svona eins og hún tók fram í þessari klippu að Vogue hugmyndafræðin væri svona alveg anstíkileg eða sem sagt og ég búin að hlusta á ýmis podcast og svona sem maður skilur alveg hvað þetta mjög flókið svið akkurat en maður getur ekki samt séð annað en að það hljóta að fara saman samt almenn mannréttindabarátta og stéttabarátta hvað segir þú Þórólfur um þetta svona og við lifum bara á þannig tímum að þetta svona, það svo mikill sensationalismi og einhvern veginn svona, já ég ensku sletta, svona, þetta svona viðbragðs, einhvern veginn búa til eitthvað viðbragð, það verða allir brjálæðir og þá einhvern veginn ferða út allt og svona það bara Facebook-algoritminn og fréttamiðlar og allt, þetta bara, þú veist, þetta ýtir undir endalaust einhverja svona neikvæða umræðu sem að sundrar okkur, skiptir okkur upp í hópa og svona og bara, þú veist, vókismi, ég bara ég vil bara að við séum í því að stunda stéttabaráttu og þú veist, bara réttindabaráttu og réttindi fyrir bara, þú veist, alla, ég meina, bara tökum sem dæmi, það er verið að deila klippu núna af manneskju sem að í skylmingum og hún fer bara á hnén og tekur á sig grímuna og hún að gefast upp og ég bara, hvað í gangi? Já, þá hún að keppa við transmannesku og það eru margir sem að segja bara, vá, þetta alveg, þú veist, Trumpistatinn alveg bara, sjáu þið hvað hún hugrakk og aðrir eru bara, hvað djöfusins skepna getur hún verið? Ég hugsa bara, sko, ég set mig bara í hennar stöðu ef að ég að fara að skilmast við einhvern og ég er kannski ekki tilbúin til þess að skilmast við þennan einstakling, hef ég þá rétt á því að gefast upp ef ég vill það og þarf að búa til eitthvað sensationalisma úr því, þú veist við erum að tala réttindi fólks, hún hefur sín réttindi, hin aðilinn hefur þá sín réttindi til þess að keppa, skilurðu, ef að hún fær tækifæri á því að keppa að sko þetta eiginlega svona skólabókadæmi það hvar, þú veist, hvað er að gera í þessu? Hvernig er að bregðast við þessu? Það er það fyrsta sem kemur upp í haustum á mér. Þú veist, ég hoppa ekki á vagnin, sikkvart vagnin, ég hugsa bara, ok, ef þetta er hennar vilji, þá er þetta bara hennar vilji. Og ef við ætlum að fara að heimta það að hún gerir eitthvað annað, þú veist, jú, regluverk, eitthvað setja ykkur regluverkum það að hún verða að keppa, en ég meina, þú veist, þarna erum við svona pínu, ég veit ekki alveg hvort þið skilji hvert að fara, en þannig erum við pínu sko, þú veist, eigum við að taka réttindin af hinni manneskjunni til þess að ákveða það hvort hún berjist við þennan bara, ef þetta væri ekki transmanneski, ef þetta væri einhver önnur manneski sem að hún vill ekki keppa til dæmis bara eitthvað frá Ísrael, þá lítur dæmið allt öðruvísi út, en þetta er bara, við megum ekki vera að ráðast á, skiluru, réttindi fólks einhvern veginn svona til þess að taka ákvarðanir, fólk hefur sína skoðanir, fólk hefur sína heimsmynd og við erum kannski ekki alltaf alveg sammálinni, en sko, þú veist, ef að það að þessi manneskja sé einhverju bandalagi með anti-trans fólki, skilur, ég þekki það ekki. En þetta er náttúrulega samt, já, ég hef ekki séð þetta vídeo, sko, en ég veit ekki svo sem hvað þetta tala, en ég held ég skilji hvað þetta meina, við þurfum að vega og meta núna okkar tímum, þú veist, hvar við ætlum að leggja
sem sagt þyngsta lóð á vogarskálar í svona mannréttindabaráttu eða réttindabaráttu, bara baráttu yfir höfuð og tjáningafrelsi og öllu því sko og það er espuð upp svona eins og þú segir sensationalismi með einhverjum vídeóm þar sem allir eiga, þannig eins og við teljum að það sé svona einhverju neyðarástand og við séum, þú veist, við þurfum að svara einhverju könnun já eða nei hvað okkur finnist og það þú veist, og það að hugsa málið til dæmis og ræða málið, það er til dæmis alltaf það er engin tími fyrir það held ég í þessu, það er alltaf bara þú að tala bara hvað þér finnst þetta vídeo og skjóta bara. Já, það sko að fá að vera hlutlaus afsækjuverki, að sko í svona ýmsum aðstæðum og stundum sko að maður svona, já, ég vil eiginlega kynna mér þetta betur og að svara þessu og þá ertu bara, þú veist, þá ertu bara út á móti þessu, út með þessu einhvern veginn svona báðir hóparnir fara að ráðast á mann og það er bara, fyrir ekki, ég bara er ekki punkt taka afstöðu eða bara, þú veist, ég vill ekki taka afstöðu þetta bara, ég er að pæla ykkur allt öðru. En ég verð samt að nefna bara svona af minni pólitísku rétthugsun verð ég að nefna að því þú segir svona transmanneskja tekur niður grímuna ef ég skildi þetta rétt og það gæti að hafa verið einhver frá Ísrael. Nei, það var ekki transmanneskjan sem tók niður grímuna, það var semst stelpan sem var að keppa við transstelpuna sem tók niður grímuna og bara fór á nýjan bara vildi ekki ilmast við hana sko. En já, bara því maður finnst sko hitt ef það væri að einhver myndi taka og fara á nýjan og vilja ekki og ganga út úr leik við til dæmis einhvern frá Ísrael þá er það svona inn í ramma andmæla gegn sko ofbeldi, sem sagt gegn stríðsástandi og þjóðarmorði og svoleiðis sko hingjörðin er náttúrulega öðruvísi því að hún svo sem fer á hnén og gefst upp, hún gæti, eins og þú segir, hún getur bara haft sína persónulega skoðun og auðvitað verður að vernda það og einhvern veginn að pæla í þeim réttindum en enga síður skiljum við að það fer þá inn í ákveðna haturs orðræði sem hefur aukist alveg ofbáslega, bara mjög hratt á stuttum tíma síðan að Trump tók við völdum og Trumpistar náðu að yfirráðum svolítið í umræðinni sko. Þannig að það er ekki tækt að annað en að sjá það sem svolítið ólíkan hlut, ég verð að nefna það. Ég er Nei, ég ætla að lega að bjarga, Ég ætla bara að koma inn á það er það er náttúrulega umræða málefni transfólks þegar vera að sjóða hana einhvern veginn niður í eitthvað sem gerist inn á sko íþróttaleikvangi, það er ofboðslega hávært í samtíma umræðu því það er svo auðvelt að ramma þetta inn og þú veist, þetta er eitthvað svona algjört sko minimal brotabrót af stóra samhenginu sem er einhvern veginn þessir örfá einstaklingar sem keppa í íþróttum á einhverju leveli að því sögðu þá ætlaði ég að koma inn á eitthvað annað en ég hef bara stólið úr mér hvað það var. Já, en með að hugsa þá ætla ég að segja ykkur eitt að ég tók viðtal við Frosta Sigurjónsson sem er svona trúir ekki því að loftslagsváin sé af mannavöldum og mér fannst mjög áhugavert að ræða og heyra hvernig hann svona hefur komist að þessari niðurstöðu og tók viðtal við hann við rauðaborðið og síðan ætla ég í þessari viku að tala líka við og hef auðvitað áður tala við fólk sem að ræður loftslagsmálin út frá öðru sjónarhorni en ég hef fengið svona svolítið marga reiðipósta yfir þessu viðtali sem að ég fór að hugsa einmitt að þetta tengist þessu vók og anti-vók en þetta tengist líka kannski bara einhver einmitt eins og þú ert að segja Þórólfur svona almennu óþóli í okkar samtíma gagnvart samræðinni sko, gagnvart því að hlusta á það sem einhverjir aðrir hafa fram að færa. Já, mér sko varandi eins og Bjarki sagði sem sagt, það hefur verið að sjóða hluti í einhverjum svona litla viðburði, þú veist, og fólk einhvern veginn skiptir sér í fylkingar, en á sama tíma þá er, þú veist, þá er verið að mylja undan réttindum transfólks í Bandaríkjunum. Þú veist, við erum að gefa út viðvaranir út af því að það bara, þú veist, ég meina ef ég farið til Bandaríkjanna, ég er örugglega tekin, ég er búin að skrifa svo rosalega mikið slæmt að Trump, að þú veist, þar er í raun og veru mergur málsins, en ef einhver ein manneskja stígi niður og segir bara, ok, þú veist,
við erum að taka, það einhvern veginn verið að taka af okkur þessa skynjun, raunskynjun á því hvað í raun og veru að eiga sér stað með svona einhverju sensational myndbandi. Það er hvað ég við. Já. Einmitt. Afvegaleiðing, þetta náttúrulega bara markviss afvegaleiðing á umræðu sko, það sem skiptir máli. Og þegar allir eru komnir einmitt á móti hver öðrum þá og við erum eldt uppi alls konar skilgreiningar, ekki það, ég held að skilgreiningar við eigum að taka okkur dagskrárvaldið og taka okkur skilgreiningarvaldið sko, og í samræðunni. Það líka þetta sko, það kemur stundum upp þegar samfélagsumræðan verður svona í flókinni og erfiðri samfélagsumræðin, þar sem að það verður einhver pólitískur réttrúnaður og fólk gerist sekt það og ofsafingin viðbrögð á alla bóa, að þá gleymist líka ofta að sko, það kannski svona einhver núan sem að truflar mjög marga og verður þessi upplifun að það sé skoðana kúun í gangi, að sko fólk skynugt og flest skilju við bara mjög vel munina á rétt og röngu. Og þetta í rauninni að mörguleiti sko, að því við erum þetta ekki fyrsta sinn sem að einhver réttrúnaður til, að það eru aðrar skoðanir sem eru mikilvægari eða réttari en aðrar, og það er alveg óháð hægri vinstri, og að sko pólitískur réttrúnaður engan veginn sko engamál vinstrisins. Það getur átt sér fjölmargar ólíkar birtingamyndir. En þú veist, þetta er það sem var kannski hlutverk kirkjunnar einu sinni, að það í rauninni sko áferðin á því, það yfirlætið sem að angrar fólk, og fólk einhvern veginn líður eins og það sé einhvern veginn eitthvað ofok, það sett ofan í við það á einhvern hátt sem er erfitt að þola. Þannig að sko vond samfélagsumræða nefnilega nákvæmlega það, alveg sama hvaða límmiða við viljum setja á það, og þetta einmitt til höfuðs sko samtalinu. Mín skoðun, og sérstaklega í samhengi samfélagsmiðla, að það, þú veist, það náttúrulega bara einhver kapitalist í Bandaríkjunum sem græðir mest á því að fólk rífist og það sé mikið engagement á Facebook eða Instagram eða hverju sem hvar sem við viljum rífast. Þannig að þetta þjónar alltaf einhverju öðru, og þetta þjónar aldrei endilega sko ekki hagsmunum samtalsins, þeirra sem eigi hlut hverju sinni, heldur bara einfallega einhverjum kapitalistum út í heimi sko. Þannig að það má alltaf, allar leiðir liggja alltaf til rómar sko. Já, en við til dæmis náttúrulega vorum í þessari umræðu barnamálaráðherra daginn. Mitt. Þar sem að fólk flýtti sér alveg að, eða bara það var svona þessi tilfinningahiti og þessi svona raunverulega rangur fréttaflutningur, og fólk að fara gert svolítið fíblum, þar að segja fréttastofan kom með tilkynnti þarna, var með frétt glæp sem síðan reyndist ekki vera glæpur, og svo það var dálítið svona erfitt einhvern veginn að ræða málið í kjölfarið sko, þegar það var búin að vera svo mikil skekkja í því. Já, mikil hávaði náttúrulega í kringum þessa umræðu, og kannski það kom líka seint og illa fram einhvern veginn að það hefði verið farið rangt með ákveðna hluti. Það þarna líka að sko, það alveg sama hvenær við sko lítum niður í söguna, ef við setjum upp sko gleraugu samtímans, þá sjáum við alltaf svo miklu meira ranglæti heldur en að þú veist, við búum í betri heimi en við byggum í, og blessunarlega er það sem að viðgekkst árið 1989 viðgekkst kannski síður í dag. Það eru framfarir sko, og ég veit ekki hversu langt það nær, hverju það skilar okkur endilega að fordæma og fara í blammeringar fortíðina, því að hún náttúrulega bara eins og hún sko, hins vegar þá þegar fólk fer í sko einhvers konar öfuga söguskoðun, eins og ég sé marga hægri menn gera, og fara einhvern veginn að reyna að sko búa til einhver dygðaljóma yfir einhverjum tíma sem að sannarlega sko
var það ekki og þetta ofboðslega ríkt og ríkjandi í allri umræðu þjóðerni og ef þú ætlar að búa til þjóðerniskennd þá þarf einhvern veginn einhver sameiginleg einkenni og saga þar mjög sterk sameiginleg saga, þetta ofboðslega ríkjandi á Íslandi, það hérna gullöldin hinn meinta, víkingatíminn og þetta allt bara einhver þvættingur sko. Þannig að það miklu meira og hefur miklu meira átt við sko aðra hugmyndafræði heldur en sko hugmyndafræði vinstrimanna. En nú hefur þið báðir sko reynslu af því að vinna svona í pólitík að einhver leyti og svona eruð báðir væntanlega svona geti kallað ykkur hvað vinstri menn eða svoleiðis og finnst ykkur þetta bara hjálplegt að kalla ykkur, allir þið að taka sem sagt afstöðu, allir þið að kalla ykkur annarkvort vók eða anti-vók eða bara liggur ef við bara finna einhvern annan greinamun skiljiði sem að hjálplegri eða Sko mér finnst stundum sko þegar að sjálfstæðisflokkurinn til dæmis réði hérna ríkjum alveg aftur í tíma og menn voru sko, tökum þetta bara í samhengi sjómannsins, þegar menn voru að opinbera sína skoðanir gagnvart útgerðaraðilum og svindli sem að var þar í gangi, kannski voru ekki að fá borgun og mikið laun eða ósáttu við kvótakerfi sko, að þá var náttúrulega bara endaði fólk á lista og ég svona eiginlega, ég held það að í flestöllum tilfellum í okkar samfélagi það sem að það hafa verið einhverjir listar eða eitthvað skilur sem að bara ætlar að fara að skera á fólk, að þá höfum við verið svona frekar sammálaði að þetta sé leið sem að skilar ekki góðum árangri og ég held bara að við séum að upplifa það núna eins og með Trump hérna bara, Jesús Kristur, að sko við höfum einhvern veginn tapað tempónu og erum í einhverju svona stríði hver sé sko betri en einhver annar. Ég meina, við erum öll manneskjur, við erum öll mannleg, við gerum öll mistök. Stundum segjum við eitthvað sem að við sjáum eftir og sumir eiga bara mjög erfitt með það að viðurkenna mistök sín, aðrir ekki. En þú veist, það þarf alltaf að vera einhver svona leið tilbaka og sko eins og með Sólveig og þetta myndbrot ég bara ef við hefum verið hérna fyrir sko 5-6 árum síðan og þá bara þú veist það var bara búið að skera á hann ég meina það búið að reyna það nokkru sinnum ég ekkert endilega sammála Sólveigu í öllu en ég meina hún búin að vinna og lyfta gríðarlegu grettistaki og fólk sem að sem sagt mjög öflugt í okkar samfélagi þú veist, bara til dæmis með kosningar. Ég meina, þegar fólk hengir sig í einhver smáatriði varðandi einhvern flokk út af því að það ósammála einhverju einu atriði. Ég meina, þú veist, ég kaus flokk fólksins. Ég ekkert sammála öllu sem þeir segja. En, þú veist, ég bara gat ekki séð mig knúin til þess að kjósa minn gamla flokk. Því að, þú veist, ég bara sá ekki fram á það að þau gætu í raun og veru barist fyrir þeim málefnum sem þarf að berjast fyrir. Af hverju? Jú, út af því að sko bara það einhvern veginn búið að sundra og tvístra í einhverju svona pólitísku hvað maður að segja? Ég ekki pólitísku, ég bara segja einhvern veginn svona að upphefja fólk út frá einhverjum siðferðisgildum og svo gerir þessi manneski einhver mistök og bara, við getum ekki haft þessa manneski lengur, hún bara hefur hérna ranga skoðanir á einhverju, þú veist, það bara við græðum ekkert á því, við erum bara að skera okkur niður og berjast innbyrðis einhver sko atriði sem ég kalla ekki, þú veist, ég myndi ekki segja þetta séu smáatriði, en þú veist, á meðan þá bara fitnar púkin á fjósabitanum, þú veist, eins og bara kvótakerfið. Ég meina, kvótakerfarnir eiga allt. Þeir bara, þú veist, eiga matvöruverslanirnar, þeir eiga útflutningsfyrirtækin, þeir eiga allt. Bara til þess að setja þetta í ákveðið samhengi. Og hérna, ætlum við þá að vera að rífast hérna, hvort að Sólveig Anna eigi að vera talskona lengur út af því að hún hefur ekki
skoðanir sem eru 100% skoðanirnar mínar. Nei, það væri mjög slæmt að missa hana og við höfum bara til dæmis eins og með Birgittu. Ég meina, Birgitta, henni hefur bara slaufað. Af hverju var það? Jú, út af því að ég hefði kannski ekki hægt að setja það saman við Vóki, en út af því að einhverjum fannst hún vera erfið, veist. Come on. Þannig erum við að tala með þetta svona sem kannski líka kom fram í barnamálaráður umræðinni. Það var þetta svona samrunin, hvernig allt inni raunnið saman, sko, þetta pólitíska svið og persónulega, og við erum að tala einhverja erfiða persónur eða eitthvað sem við köllum í gamla daga hjá kirkjunni, eins og þú segir, Bjarki hefði talað sem syndsamlegt og svona ósiðlegt núna, og þá það kannski sett bara sama stall og glæpur og við erum með þetta slauf, þessi aðferðafræði slaufunarinnar og dómstólsins, sko, kannski getum við verið sammála að það, og þessi svörtu listar, sko, sem einmitt hafa nú verið mjög, eins og þú segir líka, Bjarki, voru mjög mikið notaðir í hægrinu, sko. Hægri pólitík hefur alltaf notast við miklar, og þetta þegar komið út í svona fasísk fyrirkomulag, þá eru svörtulistarnir mjög mikilvægir. Og þarna virðist vera að Sólveig Anna og fleiri séu, sko, að segja líka á móti þessum svörtu listum, og eins og þú ert að tala líka, Þórólfur, þú ert á móti svarta listanum og ég hugsa þar hugsa ég sé ákveðin svona sameiginlegu grundvöllur sem margir geti staðið á, að við viljum hafa þetta frelsi til að tjá okkur, til að vera ósammála, til þess að ræða málin, til þess að fá leyfi, til þess að gæfa skoðanir okkar og hvers annars og bera virðingu fyrir, já. Þetta líka náttúrulega svo mikið, sko, svo mikið samtíma einkenni að Sólveig Anna segir það sem hún segir í gær, sem að líka fyrir þau sem ekki hafa hort á allt viðtalið í lokin á ofboðslega góðri greiningu þeirra beggja á kosningasigri Samfylkingarinnar. En og viðbröðin, fyrstu viðbrögð sem Hallgrímur sannarlega hefur beðist velmenningar á, eru að líka því sama við Trump. Það er upprópun bara í eðli sínu, að því að Trump bara einhvern veginn samnefnari yfir það sem verst, sérstaklega að líkja vinstri manni við, að einhvern veginn þetta er þessi upprópunar stíl samtímas, og eflaust hefur þetta verið til einhvern tíðan áður og allt það, en það er þessar, sko, þetta er svo líkt í hvernig við tjáum okkur á internetinu þegar við þurfum ekki að horfa framan í fólk. Að það er í upprópunarstíl, það er í svona stuttum skeitastíl að það sem getur verið með miklar blammeringar og miklar meiningar, og það snýst að einhver sjáu það, snýst ekkit, sko, endilega alltaf innihaldið. Og ég held að, sko, það sé líka þannig að sko, það verður margt að geta verið satt á sama tíma. Sko, Sólveig Anna þarf ekkert að vera vók endilega til þess að geta gert það sem hún gerir vel, og sannarlega ber allan keim af vinstrinu, sko. Að það megi ekki vera, það má ekki vera, það að vera vinstrimaður má ekki vera að verða að einhverju háþröskulda dæmi. Það þarf einmitt að vera aðgengilegt, af því að það sem við, sko, státum okkur af að við berjumst fyrir allt fólk, að það er stóra samhengið í mínum huga, og ég held að það sé bara, það er mikil vinna framundan í því, og það er það sem við þurfum að gera. Ég er sjálfur mikill sameiningarsinni og við fá að koma því hérna að og finnst alveg afleitt að vinstri bjóði fram í mörgum flokkum þegar það gæti verið bara mjög sterkt sameinað og ná þá miklu meiri árangri, að því að, sko, til handa þeim sem við erum að berjast fyrir, sem að, sko, endanum allt sama fólkið. Þannig að En má ég þá aðeins grípa fram fyrir að þar held ég til dæmis að það er hægt að vera anti-vók í til dæmis stéttabaráttunni, sko,
En þegar er spurningum að vinstra fólk sameinist, þá ég hrædd að þetta svo kallar anti-woke, það vinni gegn sameiningu vegna þess að þá virðist mér vera og þá ég ekki að ætla Sólveig Önnu það persónulega heldur bara það sem maður hefur séð svolítið tilhneigingu til þess að líta á það sem skilur, ef þú ert sannur vinstrimaður, skilur sannur í stéttabaráttunni að þá eiginlega verður að vera anti-woke. Það fer einhvern veginn, það verður til óvart svona falskur valkostur eins og svo oft, annarkvort ertu í svarta lista vóksins eða svarta lista anti-vóksins og við stökkum þar á milli sko, í staðin fyrir að við kannski bara getum afneitað báðum og mér fannst svolítið svörtulistunum sko, mér fannst svolítið sérstakt hvernig á samfélagsmiðunum eins og Hallgrímur hefur verið útrópaður sem að hann hafi vogað sér að segja að hún tali eins og Trump. Ég skil ekki alveg, ef þú ert anti-woke af hverju máttu þá ekki einmitt segja skilurðu, ef þú ert á móti því tilhneigingu í vókinu að vera slaufa og vera með þennan rétt trúnað og þú megi bara orða hlutina svona og ekki hinsegin, af hverju kemur þá þessi mikla fordæminga hvort þessu orðalagi? Í þessu tilfelli ertu náttúrulega sannarlega með manneskju sem að helgar líf sitt því að vinna fyrir fólk á meðan Trump náttúrulega bara aðili sem vinnur gegn því og vinnur gegn réttindum þeirra en ekki fyrir þau. Ég veit það, en hann sagði ekki þú ert eins og Trump. Nei, hljómar eins og Trump, já. Þú talar að orða, mér finnst það svolítið munur. Er það ekki bara fyrir allt sem hann stendur fyrir sem svo einhvern veginn það sem ljótt og vont í heiminum sko. Það maður lefið sér að Jú, en ég meina ef það verið að tala woke og anti-woke þá verður náttúrulega að viðurkenna það að það Trump sem hefur verið með mikinn áróður anti-woke og miðflokksfólk líka þannig að mér finnst það svolítið merkilegt ég bara reyna að segja það, mér finnst mjög skrítin sem sagt andstaðan við slaufunarmenningu vóksins finnst mér bera mikinn keim af slaufunarmenningu, það og svarta lista, það það svona sem mér finnst leiðinlegt og eins og geti aftrað sameiningu vinstri fólks. Ég sko Hvað segir þú á Ítalíu? Þórólfur Júlían Dagsson. Ef ég seti þetta svona, ef ég hugsa bara til dæmis eins og með strandveiðifélagi og bara það sem ég tekið mig fyrir hendur eftir að ég svona drómi aðeins úr þessum pólitísku stimplum eins og bara þú veist hægri, vinstri, píratar, samfylking, framsókn, hvað það og þú veist ég ekkert að spyrja fólk hvaðan það kemur og sko hægri, vinstri, kapitalismi versus sósíalismi bara ég verð bara að segja að mínu leyti ef að manneskja kapitalisti og tilbúin til að berjast fyrir frjálsum strandveiðum eða þú veist betra strandveiðikerfi ég meina þá fer ég ekki að segja nú ert þú orðin vinstri manneskja bara fyrir mér þá skiptir þetta engu máli öll þessi hugtök, allt þetta einhvern veginn, ég pæl ekki í þessu bara ertu með mér í liði? Flott. Ertu ekki með mér í liði? Ok, við skulum reyna að ræða málina þess og sjá hvort þið getur komist að einhverju niðurstöðu. Ef ekki, þá bara ok, þá verðum við ekki sammála. Þú veist, og þetta akkurat líka, sko, þetta ég að fara eiginlega alveg bara fram fyrir móki líka, að sko, þú veist, við erum öll mennsk, höfum öll svona í grunninn ákveðna réttlætiskennd og svona eigum að hafa allavega þennan móralíska kompás hvað rétt og hvað rangt og maður getur verið eins og þú veist ég er mjög hlynntur opnum fiskmarkaði en á sama tíma sko að þá vil ég heilbrigðiskerfi sem ekki að ríkinu þá hægt að segja ok, þú ert hérna ertu kapitalisti en hérna ertu félagshyggjumaður einhvern veginn ég bara En það ekki þannig, þú ert eins og þú ert að tala núna sem strandveiðimaður og það þannig að oft náttúrulega verða flokkar til á grundvelli einhverjar hagsmunabaráttu og þegar að ef þú virkilega pæli bara í þeirri hagsmunabaráttu þá náttúrulega ferðu þvert oft á flokka
og og bara, þú veist, og þú ert það þín baráttuleið, svo þegar þú kannski að sameina vinstrið eða sameina fleiri hagsmunaflokka, þá kemur þetta stríð forgangsröðunina og hvað sett á oddinn og hvað í skugganum og hvað skiptir ekki máli að við látum þetta vera aukaatriði og svona. Það eiginlega sem að kannski þar kemur þetta upp sem eitthvað svona sem vandamál eða hvað. Það snýst forgangsröðun innan flokka þá? Já, eða þú veist, það ekki í flokkunum, af því flokkarnir get ekki bara verið eitt, þú veist, málefni eða eitthvað svoleiðis. Ef við maður setja þetta í samhengi bara frá hinum endanum, að meiri hluti Íslendinga hlynntur því að heilbrigðiskerfið okkar sé félagslegt heilbrigðiskerfi sem vel fjármagnað. Það örugglega, þú veist, meiri hluti sjálfstæðismanna sem þar og þessi skoðanakönnun sem kom daginn mitt með veiðigjöldin, að þú veist, það eru 6% sem á móti því að veiðigjöldin séu, sko ég vil ekki segja hækkuð, heldur bara, það bara verið að leiðrétta þarna reikning sem svolítið skrýtin, að þú veist, manneskja sem í sjálfstæðisflokknum og myndi flokkast sem hægri manneskja, að hún vill félagslegt heilbrigðiskerfi út af því að hún gerir sig grein fyrir því að þú veist, öll getur við slasast. Flest allir ég held að meiri hluti íslensku þjóðarinnar sé til dæmis ekki á móti því að ef að fólk slasa sig og þarf að fara á örorkubætur, að það getur fara á örorkubætur og atvinnuleysisbætur. Við erum ennþá þar sem samfélag, sko. Og sem betur fyrir erum við ekki komin á þann stað sem eins og í Bandaríkjunum, samt þið sjáum við það. Meira þess að hægri fólk í Bandaríkjunum ekkert sátt í það sem að gerast til dæmis með hermennina þar, þú veist, að búið taka bara, það eru uppgjafar, ekki uppgjafar fyrir ekki, heldur fólk sem barist í stríði og orðið fyrir einhverjum áföllum og það að vinna til dæmis á heilbrigðisstofnunum sem reknir fyrir hermenn. Bara allt þetta fólk fekk bara allt í uppsagnarbréf. Það var allt vitlaust. Þú veist, hörðustu hægri manneskjur bara ekki ánægð með þetta. Og það svona, ég held að við þurfum kannski aðeins að fara að pæla í því, sko, og þetta akkurat kemur að þessu segir að segja. Við erum alltaf að skipta okkur upp í hópa. Og það svo margt sem við erum sammála og sem við bara, þú veist, hjartanlega viljum að gerist og verði í okkar samfélagi. Þú veist, bara heilbrigðiskerfi, geðheilbrigðiskerfi, vegirnir okkar. Og við einhvern veginn, við erum sett í kassa og þá allt í einu bara, já, ég má ekki vera með frjálsum markaði. Nei, ég vil helst bara brjóta allar þessar veggi bara í burtu og þá getum við bara tekið þessa baráttu og klára hann á 0-1 í staðinn fyrir að vera að festa okkur í, þú veist, hver hægri, hver vinstri, hver woke, hver ekki woke, þú veist, hver karlremba, hver kvenremba, bara gleymum þessu og förum aftur í það, einbeitt okkur að því að berjast fyrir því sem að við teljum vera bara, þú veist, rétt í hjarta okkar, því að flest öll meirihlutin á okkur hefur bara mjög góða og sterka réttlætiskennd og við vitum hvað við viljum og hvað við viljum ekki og svona, jú, við getum verið ósammála kannski einhver smáatriði, en þú veist, í stóra samhenginu bara, við viljum heilbrigðiskerfi, við viljum betri vegi, en við einhvern veginn komumst ekki ángað út af því að við leyfum hagsmunaaflunum að sko ráða einhvern veginn ferðinni með einhverju svona, þú veist, já, hvað maður að segja, það oft þegar sjálfstæðisflokkurinn í vandræðum að þá komið með einhverja skítabombu, eins og með hana Ástu. Bara það einhver skítabomba út af því að þá fara að skattleggja, ekki skattleggja heldur en að taka meira auðlindaskatt og þá fara að ráðast á flokk fólksins sem að þeir teljast vera veikast í hlekkurinn og það einhvern veginn allir farnir í stríð við það og svo allt í einu fréttin ekki rétt og þetta fellur allt með sjálft sig og við erum bara að eyða tíma í bara einhverja vitleysu. Aðeins að fá skjóta þarna inn í að því að ég sammála því að með fólk og að fólk skynugt og allt það en síðan á sjálfsögðu þá þurfum við að því það eru til í heiminum kerfi sem að halda ákveðnum fólki niðri og það þú veist, náttúrulega alltaf kveikjan að því að við saminumst að berjast fyrir einhverju og að því það hefur ekki virkað að
treysta bara á það að fólk sé gott til þess að byggja upp samfélag sem að virkar þá jafnt fyrir alla. Þannig að það kemur alltaf inn í þetta sko ríkjandi valdhafa hverju sinni og þetta sem við þekkjum. Annað sem ég langaði líka að koma að og koma inn á var því þú spurðir áðan um hvernig þetta getur samræmst innan vinstrisins. Ég fór að hugsa sko að svona siðferðislega flókin mál og í samhengi Sjálfstæðisflokksins þegar var kosið um þungunarrofslöggjöfina á sín tíma fyrir ekki svo mörgum árum að þá kýs Sjálfstæðisflokkurinn út allt af því það var bara viðurkennt innandyra að þetta væri náttúrulega að einhver leyti sko fyrir einhver trúalegt mál og öðrum bara fyndist eitthvað byggt á hinum á þessum gildum og forsendum. Þetta hins vegar mjög stórt mál vinstrið og svona í breiðu myndinni og feministar saman hvort þeir eru hægri sinnaðir eða vinstri sinnaðir almennt mjög stór konsensus að þetta hafi verið mikið framfaramál sem ég algjörlega sammála en þarna kemur upp sko þetta að þú ert með sko stórt siðferðislegt álitamál í augum heillar flokksstofnunar þar sem að niðurstaðan einfaldlega að fólk fylgi sinni sannfæringu og að mér vitandi hefur þetta ekki dregið stórkostlegan dilk á eftir sér þar hvernig fólk þá kaus sko. Og það kannski einhverju leyti allt í lagi að það séu innan vinstrisins fylkingar. Við þurfum nefnilega ekki að vera einsleitur hópur. Við þurfum að vera breiðfylking. Við þurfum að vera og geta sko unað núansum og ólíkum nálgunum og setja málefni og markmið ofar eigin skoðunum eða svona eigin hag. Ég var að segja þetta gott, við erum búin með tíman í okkar samræði kæra þakki fyrir að koma og ráðast inn í ráðast á þennan hnút og við erum búin að greiða úr nokkrum flækjum finnst mér og eiginlega bara opna finnst mér dálítið svið, allavega finnst mér áhugavert að ræða þetta áfram og ég held að það sé ekkert bara eitthvað kjaftaði, ég held að það skipta alveg máli sko, að það skiptir máli hvernig við ræðum málum sem sagt, við erum ekki alltaf bara flokka til þess að loka af, heldur frekar getur maður verið bara greina til þess til að opna og halda áfram. Þórólfur Júlían Dagsson, aktivisti og útgerðarmaður, staddur á Ítalíu, kæra þakki fyrir að vera með okkur á netinu. Og kannski fæ að ræða við þig útgerðarmálin, strandveiðamálin síðar og Bjarki Hjörleifsson, stjórnmálafræðingur og fyrrverandi aðstofamaður ráðherra Vinstri grænna. Kæra þakki fyrir að vera með okkur og hlustendum og áhorfendum þakka ég fyrir að vera með okkur í spjallinu og ég held við höldum áfram með þessa samræðu. Ég þakka Pétur Fjellsteð fyrir að varpa henni yfir til ykkar og förum í smá fríminútur og höldum áfram að pæli málunum við rauðaborðið. Takk. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins. Já, komið í sæl og blessuð. Við ætlum að halda áfram eins og við erum vön á mánudögum að ræða fjölmiðla. Einkum fjölmiðla landslægi hér á Íslandi, vanda fjölmiðla. Hann hefur verið mikið til umræðu enda þekkið þið eins og ég og við flest að það má segja að fjölmiðlarekstur á Íslandi sé ósjálfbær. Það er þá helst að menn nefni að aðstandendur Morgunblaðsins, þar séu djúpir vasar sem endalaust sé hægt að sæki og svo hafi Ríkisútvarpið það alltaf nokkuð gott, einkum í samanburði við einkarekna fjölmiðla sem lepja dauðan og skil. Fjölmiðlamönnum hefur fækkað mjög ört, blaðamönnum á stórum ritstjórnum eða blaðamenn á stórum ritstjórnum
sem þekktu kraftin sem fylgdi því að vera á stórum einkareknum miðli sem var alltaf sítengdur einhvern veginn við samtíman. Þetta bara næstu því búið í dag og stundum erum við með fjölmenna umræðu hér í þessum þætti en stundum fáum við kannski bara einn viðmælanda og í dag háttar þannig til að hér komin mikill reynslubolti á fjölmiðlasviðinu. Gamall yfirmaður minn, gott ef hann bara réði mig ekki á sínum tíma til Ríkisútvarpsins þegar ég vann þar. Hann heitir Óðinn Jónsson, vertu velkomin Óðinn. Takk fyrir. Saga þín hjá Ríkisútvarpinu, hún var nú nokkuð löng, en hvað gerðirðu áður en þú fórst að vinna á útvarpinu? Geturðu sagt okkur svona hvar ástríðaði þín lá, í hverju þú tókst háskólagráðu og svo framvegis? Já, þessi baktería nú búin að vera lengi í manni og svo gæmt að tala þetta, þennan áhuga sem bakteríu, það kannski ekki virðulegt að tala þetta sem bakteríu eða áhuga. Maður svona af þessari kynslóð sem að fylgdist með afhjúpunum Vestanhafs Watergate-málinu og svo kemur Vilmundur Gylfason inn með sína blaðamennsku og breytti öllu og síðdegisblöðin urðu ágengari og þó maður væri nánast sveitapiltur, akureyringur, þá fylgdist maður með þessu eins og maður gat og með mikla svona fjölmiðladellu alla tíð og var í skólablöðunum með góðum félögum mínum og í menntaskóla þannig að þetta byrja strax þarna og svo háttaði þannig til að þegar ég var í menntaskóla held í 5. bekk eins og ég hét á menntaskólanum Akureyri síðasta bekknum að þá held ég munið það rétt að þá var í fyrsta skipti þar í þeim góða skóla boðið upp á svona kynningu eða svona starfskynningu heitir það. Ég held að við höfum verið fyrsti hópurinn og allir áttu að biðja að setja fram einhver óskir og eitthvað var í boði og svona. Ég vildi fara á útvarpið og fór þangað með 2 félögum mínum. Þá ekki komið svæðisútvarp á Akureyri? Nei. Þetta 77 eitthvað svoleiðis. Og bara til að gera langa sögu stutta sko að þá kemur það inn á fréttastofu Útvarps, Margrét Indriðadóttir þar fréttastjóri, hún svona bara heilsaði kurteislega en hafði öðru hnöppum að hneppa að sinna þessum ungum mönnum en Kári Jónasson var þá varafréttastjóri og tók strax á mót okkur og svo þarna svona spjallaði maður við þessa fréttamenn sem að sumum átti ég eftir að vinna með, aðrir hættunum í millitíðinni. Var þetta eins og að vera á fremstu röð á popkonserti? Já, þetta var dálítið þannig sko. Þetta er svo breytti tíma sko. Að þarna sko, bara hitta Jón Múla í fyrsta skipti. Ég átti nú eftir að hitta hann seinna og Pétur Pétursson og Ragnhildur Ástu Pétursdóttur og Gerði Bjarklind og Jóhannes Arason og þessa fréttamenn sem þarna voru við störf, Friðrik Páll Jónsson og ég nefndi Kára og fleiri sem voru þarna. Ólafur Sigurðsson var þá líka þarna og var ansi óspar á ráð til okkar ungu mannana og svo fórum við í mötuneytið og borðum skýr og allt þetta en þá var sem sagt útvarpið var bara stóra málið sko og auðvitað var sjónvarpið líka og við náttúrulega skoðum það líka og heimsóttum það en alla tíð var útvarpið einhvern veginn heillaði mig og svo aftur því ég kem fyrir suður í háskóla í sagnfræði þá ég og félagi minn fengum þá náðum því í gegn með sóttum að sjáum þátt sem við fengum samþykkt í útvarpsráði og vorum kallaði fyrir formann útvarpsráðs. Já. Það var stjórn á hlutunum Björn á þessum árum. Það var Vilhjálmur frá Brekku tók á mót okkur og hvað ætlið þið nú að gera piltar og hvernig verður þetta og svona. Var hann formaður útvarpsráðs? Já, við sögðum hann frá þessu og svo vorum við með vikulegan þátt. Og ég man þetta nú þannig sko að maður fekk nægilega vel greitt fyrir hennar þátt að þetta var bara á við góða sumarvinnu. Já.
og þetta var alveg, þetta eru ótrúlega breytingar. Og svo var þessi þáttur allt sumarið og þá var ég svona komin hérna inn með annan fótinn. Og eftir þetta með sagnfræðináminu þá er ég meiri dagskrárgerð í útvarpinu og meðal annars Norður og Akureyri þegar hjá Jónasi og Jónasinni í hérna hvað er það, Norðurgötunni? Já. Í Reikhúsinu. Einmitt. Þar var ég með eitt þátt, eitt sumarið. Og svo sækjum á fréttastofunni seinna og það er 86 sem sækjum það og 87 bara þá áramótin þá byrjaði ég á fréttastofunni. Sagnfræðingur að mennt. Já. Og alveg þú finnur það, þetta er það sem langar til að gera. Já, ég hafði svona unnið mjög mörg störf á undan, meðal annars á auglýsingastofu við textagerð og kynntist svona fjölmiðlabransanum þannig líka, sem mér fannst sko, og getum farið aftur yfir þá eftir, sem fannst alltaf mikilvægt einhvern veginn að þekkja alla hliðar á fjölmiðluninni og þykir ennþá dálítið vænt alla þá reynslu. Einhver í borga fyrir brúsan. Einmitt. Og einhvers staðar þurfa þessi samskipti að eiga sér stað milli auglýsenda og ritstjórnar og það er mikilvægt að hafa vegg á milli. Og þannig að ég bara var eins og strákar á þessum aldri og krakkar, strákar og stelpur á þessum aldri á þessum árum með mjög fjölbreytta reynslu svona úr atvinnulífinu. Og það var náttúrulega það sem ég þótti líka gaman við það að kynnast fréttastofunni á þessum fyrstu árum. Það var hvað hópurinn var fjölbreyttur. Þarna voru menn sem höfðu verið til sjós og höfðu unnið hér og þar í þjóðfélaginu og fólk utan að landi og með ólíka menntun og litla formlega menntun en mikla þekkingu og þú veist hvað ég er að tala um. Og þetta var gríðarlega mikil skóli þó maður var að koma beint úr háskóla sko, að þá fannst mér eiginlega námið bara að vera fyrst að byrja sko. Á fréttastofu útvarps með og verið auðmjúkur. Já, maður var bara tekinn svolítið niður, heyrðu góði, þú ert hérna ágætur sko, þú ert hérna uppeldur að norðan úr MA og Akureyri og ert búin að vera í háskóla en hérna þetta er bara ekki nógu góð texti sko. Og það var dálítið svona skemmtilegt raunverulega að fara í gegnum þetta sko að vera straujaður dálítið sko af þessu frábæra fólki sem ég vann með og lærði af á fréttastofu útvarpsins og Kári og Friðrik og Margrét og Sigríður Árnadóttir og allir Rúnar Halldórsson og Jón Baldvin og allir þessir sem maður vann með sem kunnu miklu meira og létu mann ekkert komast upp með einhvern móðureik sko. Og ég stundum að hugsa það núna sko þegar ég les einhvern fréttateksta og hann svona morar í villum sko og svona og maður er að reyna bara að halda aftur að þessu verði ekki bara þessi eilíða töðari sko að maður var náttúrulega alveg tekinn í bakari fyrir einhverja þáfallsýki og einhverja dellu. Svo mátti ekki vera gildi, hann var að vera kaldur Já, hann var að vera dálítið svona kaldur texti eða svona hlutlægur bara, vildi ég segja. Faglega hlutlægur. Já, og þú veist, ekki gildislaðinn og alls ekki svona ekki svona hugmyndamyndandi sko. Nei. Og þetta er náttúrulega bara þessi klassíski fréttastíl ríkisstöðva, BBC náttúrulega kannski er fremst þarna og norrænu stöðvarnar allar fara í sama farið. Þetta er á undanhaldi í dag. Mjög. Ekki einasta atkvæði mátti vera of aukið. Nei. Og þetta skerpir og agar hugsunina til lengri tíma. Já, ég vona það og svona einhvern veginn hjálpa manni bara að halda sig við aðalatriðin sko, og greina þau og svo framvegis. Já. En þarna nefnirðu sko umhverfið, þú lýstir því að þú varst með þátt, ungur maður
og þú nánast fékkst sumar hýruna fyrir þáttinn með að við annað starf. Það var bara ein rás í loftinu, sko. Já, þarna enn bara ein rás í loftinu. Þarna eru miklir blómatímar. Ríkisútvarpið hefur skyldur og ábyrgð, en það virðist líka fá fjárveitingar til þess að sinna sínum skyldum ábyrgð. Það ekki langt síðan hér var fólk við þetta rauðaborð að segja mér að á einhverju tímabili var það þannig að ef ný tónlist var samin á Íslandi, klassísk tónlist, þá var að minnsta kosti hefð, ef það var ekki skylda, að Ríkisútvarpið hljóðritaði þá tónsmið og flyttana síðan. Og ég man þá tíma sem þú lýsir þarna, þótt ég sé nokkrum árum yngri en þú, þá man ég sko hvað manni fannst Ríkisútvarpið vera gríðarlega öflugt menningarbákn, og manni fannst það að það væri að sinna öllum hópum. Manni fannst það. Það var bara ekki rétt. Það var ekkert rétt. Nei. Og það hefur aldrei verið rétt. Það hefur aldrei verið rétt. Nei. Og samfélagi sem að ég fer að starfa fyrir og í umhverfi sem ég starfa í á þessum tíma náttúrulega útilokaði marga hópa. Fjallaði bara ekki þá. Nei, var þetta elitist svolítið? Já, sko, kannski ekki rétt að orðið segja útilokaði, það bara sleppti því eða fjallaði ekki mikið það. Já. Hvernig ýmsar félagslegar aðstæður voru, hvernig menn hegðuðu sér eða framganga manna. Það var mikið pólitískt yfirvald sem vaktaði, kvartaði stöðugt, pikkaði í menn. Þannig að ég ekki bara, og hef aldrei gert, ég hef aldrei mála bara rósu eða mynda fortíðin, og þetta hef allt verið gútt í, sko, allt verið í góðu lagi. En það var margt vel gert og margt miklu betur gert en núna. Já. Einhvað síður. Já. Skilur við mig? Já, einmitt. En það var, sko, umfjöllun alþýðu fólk og kjör þess að fyrir nú samstöðinni. Já. Það kannski fór ekki mikið inn í fréttinan, hins vegar það var mikið viðtöl við fólk út á landi og út allt sem að góðir útvarpsmenn og sjónvarpsmenn tóku og svo framvegis. Menn höfðu sína leiðir. Höfðu sína leiðir, og það var ég held að hafi birst í fréttum alls konar sjónarmið, trilukalla og alls konar fólks stöðugt. Og það var mikil umfjöllun atvinnuhætti og atvinnuvegina. Já. Sjávarútveg og svona aflabrögð og það voru fréttaritarar allt land. Þannig að þvíliti var útvarpið nálagt almenningi, vil ég nú halda fram á þessum tíma. En það fór ekkert svona í bakherbyggin mikið. Hvað þá undir sæng eða eitthvað, eða það var ekkert að afhjúpa mikið, sko. En það var til dæmis þegar biskupsmáli kemur upp, að þá náttúrulega þurftu þeir félagi minni sem voru að fjalla mest það. Ég var ekki í þeim hópið þá, en að það þurfti mikið hugrekki bara að takast á við svona erfitt mál sem var svo erfitt að tala menn höfðu bara aldrei talað svona mál. Einmitt. Og allt sem stöðugt í fréttum í dag, heimilisofbeldi og meðferð á ungu fólki og kúgun og ógnir, sko, þetta náttúrulega var miklu minna af. Og að því leyti þurfti að verða breytingar. Máttu alveg verða breytingar. En hins vegar kannski svona mörg prinsip sem að við lærðum í þessi gömlu, sko, þau kannski ættu ekki öll að víkja, sko. Það að vanda sig og hafa það sem sannar að reynist og svo framvegis og fara sér aðeins hægt og gæta því að reyna að særa fólk ekki að óþörfu, sko. Menn hafa svo sumpart aðrar skyldur þegar vinna hjá almannaútvarpinu en öðrum fjölmiðlum. Já, en í millitíðin hefur orðið til, sko, þessi samfélagsmiðla þróun og með allt annari tegund af fjölmiðlun sem gengur út á að sækja mikla umferð. Og þá freistast menn náttúrulega til þess að stilla út í gluggana eitthvað sem vekur athygli. Ríkisútvarpið hefur náttúrulega fetað þá slóð eins og Já, en ætti að gera það síður.
og það, maður hefur náttúrulega lifað alls konar tíma í þessu. Ég var fréttastjóri í Hruninu og það voru ekki skemmtilegi tímar. Nei. Og við vorum stöðugt undir harðri gagnrýni fyrir að ganga á langt, of nærri mönnum sem áttu peninga og höfðu farið með peninga og það var verið að krefjast svara og svo hinvængin fórum við ekki nógu langt, fannst þeim sem höfðu mist allt og voru alveg brjálaðir út á götunum og þið eru aumingjar og akkur bara takið á ekki og hengið á. Þú veist, þetta voru, þannig að það þarf að vanda sig við svona aðstæður og þú getur ekki látið almenningsálitið bara sveifla þér alveg eins og pendúl, sko. Nei. Sko, það heyrði stundum á því tímabili sem að ég fer svona mest að fylgjast með fjölmiðlum og hef daglegt lifibrauð af því að vera blaðamaður og fréttastjóri uppstyttulaust. Þá svona, ég held ég geti sagt alltaf við í ritstjórn Tímans og Dagstímans á 10. áratug síðustu aldar. Við höfum rætt það og haft á tilfinningu að Ríkisútvarpið væri ágætlega mannað vegna þess að útvarpsfréttahlutin, hann væri aðeins til vinstri og sjónvarpsfréttahlutin hann væri aðeins til hægri og svo kæmi þetta bara svona saman og næði ágættum balans og ég veit að sko, þú kannt að svara, nei þetta er ekki þannig, við vorum allir bara hlutlausir en samt ertu náttúrulega orðin það þroskaðar að þú veist að meðvitað eða ómeðvitað þá eru það bara svona lífsýn okkar og skoðanir sem einhverju marki ráða fréttavali og römmun, sennilega. Já, sko, ég get alveg staðfest það að út frá sín stjórnmálakerfisins, af því ég vann bara nálægt því og kynntist mönnum þar, bæði fyrr og svo síðar og heyrði hvað menn hugsuðu og sáu og fekk að finna það á eigin skinni, að þá leit stjórnmálakerfið dálítið þannig á að fréttastofa útvarpsins væri svona framsókn og vinstra megin og sjálfstæðismenn væru svona með yfirhöndina yfir fréttastofu sjónvarpsins. En það þýðir samt að sjálfsögðu ekki að þetta hafi bara verið tær skipti. Það er ég ekki að segja og myndi aldrei segja og það var ekki þannig. Og það var þetta ráðið fólk bara sem var fagfólk og fréttastjórinn hafði trú á og svo framvegis. En þetta var meira svona upplifun og skynjun pólitísku aflana og kannski tilætlunarsemi þeirra. Og þegar ég kynnist þessu batteri, sko, þá sá við samvinnuskólamaðurinn Kári Jónasson með fréttastofu útvarpsins og svo vesturbæingurinn og vinur minn Bogi Ágússon með sjónvarpið, sko. Og ég kem inn þarna eftir miklar breytingar. Það var stofnun Stöðvar 2 þannig ég seinnipartinn 86 og 86 og 87 þá sem sagt kemur alveg inn 86-7 að ryðsti nýr hópur af fréttamönnum inn á alla miðla því það bara vantaði, það bara opnuðist færi, það bara kom ný fréttastofa, hugsaði þér, bara full mönnu ný fréttastofa og þá bara opnaðist náttúrulega urðu til störf á miðlunum sem fyrir voru og ég vann nú fyrir sjónvarpið líka 88 þannig að maður kynntist þessum hópum báðum og þetta var þetta voru blómatímar. Þetta voru blómatímar og við söknum þeirra ennþá. Já, þetta náttúrulega bara forréttindi að hafa lifað náði skotti á þessum blómatímum þegar voru mörg blöð sjónvarpsstöðvar fullbúnar útvarpsstöðvar Bylgjan kom líka náttúrulega margar stórar öflugar ritstjórnir og það eru ritstjórnir á öllum þessum stöðum að vinna bara við sitt fag sem var útvarp eða sjónvarp eða blöð svo lendi það á mér seinna að þurfa einhvern veginn að fá menn sem var náttúrulega tendens allan heim að láta sama mannin vinna bara allt útvarp, sjónvarp og vef einmitt. Og ég fór á margar ráðstefnur þetta sem átti varla að vera hægt en þetta bara varð að gerast, sögðu menn og það náttúrulega var dálítið magnað að lifa þessa
umbreytingu en ekki bara gaman sko. Og þetta sko svo gjörsamlega ólík veröld þeirri sem við lifum þessa dagana, því auk þess sem þú nefnir sko, þá eru líka margir aðrir sprotar eins og mánaðaritt, ansi öflug, það koma viku gagnrýnu rannsóknar blöðin og hérna allt saman bara mikil blómi. En áður en við förum í stöðuna eins og hún í dag, þá þetta var náttúrulega hasar hjá þér, þetta var nú ekkert alltaf neitt svona elsku mamma og bara rólegur tími. Eitt málið var náttúrulega þegar átti að ráða fréttastjóra sem að starfsmenn Ríkisútvarpsins voru mjög ósáttu við og ég var hluti af þeim starfsmennum og við bara gerum stræk. Við bara svona nei takk. Fyrir 20 árum? Já, fyrir 20 árum. Eru 20 ára síðan? Já. Vá, hvað tíminn líður hratt. Upp úr því varst þú síðan ráðinn sem fréttastjóri. Eitthvað svona í retrospektinu fyrir ekki að ég sletti, eitthvað í endurlitinu þegar við horfum aftur, var þetta, voru við algjöru viðbjóður, þessir fréttamenn Ríkisútvarpsins að bregða svona við eins og við gerðum? Nei, voru það ekki. Nei. Og ég hef auðvitað séð viðleitni til þess að endurskrifa þessa sögu. Þess vegna spyr ég. Já, og ég ekki sammála þeirri endurskrift. Nei. Hins vegar geta menn nefnt einhver dæmi það að einhverjir hafi farið offari. Já. Og verið mikið niðri fyrir. Ég var ekki fréttastjóri í þessu máli. Þegar fréttastjóri málið gekk yfir, þá var nota bene, það ekki ég sem fréttastjóri. Það ekki ég sem ákveð hvað tekið til umfjöllunar. Eða hvernig viðtölum stýrt og svo framvegis. Ég bara almenn fréttamaður, ég var meira sér svolítið til hliðar, ég var með morgunvaktina. Já. Sem var þá nýr þáttur búin að vera 2 ár. Búin að taka þetta fræga viðtal við Davíð Oddsson í fyrsta þættinu. Þvílíkur hvalreki. Já. Hvað voru það? 300 milljónir sem að Jón Ásgeir hafði búin á? Það var eitthvað svoleiðis, og Davíð kvaddi þá, það var í mars 2003 og þú férst eitt skúp, sagðan, og kvaddi. En þarna var ég sem bara ánaður í þeim þætti og þegar þetta fréttastjórnmál kemur upp, eða ég sækjum eins og augljóst og fleiri þetta starf, og það þessi viðtöl sem voru tekin við þennan nýráðna fréttastjóra sem að hafa vakið hörðustu viðbröðin. Og ég held að ég hefði ekki tekið viðtalið eins og það var tekið. Nei. En það auðvelt að segja svona, en kannski var mörgum og mikið niðri fyrir Við vorum hrættum að pólitíkin væri að kæfa eðlilega vinnubröð Ríkisútvarpsins. Það var mikið í húfi. Og það var gríðarlega mikið í húfi og þetta varð að stöðva þetta. Að flokkarnir gætu bara farið með þetta eins og herfang. Að óreyndur maður væri ráðinn fram yfir þarna marga þrautrenda menn sem var alveg vakt að velja á milli, sko. Já. Og Friðrik Páll Jónsson var þarna starfandi fréttastjóri og augljóslega virtist að hann ekki koma til greina. Nei. Og þá voru það þá einhverjir aðrir sem kom til hugsanlega til greina og uppfylltu alla kröfur og fengu. Við vorum sett í próf og þetta var alveg þrautkannað. Og Auðun Georg hafði sko lent mjög neðarlega í mati. Já. Á sem sagt gæðum umsækjenda eða hæfni fyrir ekki hæfni umsækjenda. Já, en hann hins að bara hafði fullan rétt á að sækja þess að vinna. Já, það var ekki honum að kenna að þau vildi ráða hann. Og ef að honum var lofað einhverju, þá það ekki okkar að segja til það, sko. Nei. En hann ráðinn og hann stóðst ekki pressuna. Nei. En það bara upp á hann stóðst ekki þessa pressu. Þetta mikil pressa að vera fréttastjóri. Og hvað þá í óþökk einhverja ráðandi afla eða sem voru starfsmenn að þessu litið voru með auðvitað mikil andstæða þar. En starfsmenn eru ekki ráðandi afl. Það eru ráðandi öflin sem eru stjórnmálin sem studdu hann fékk stuðningi útvarpsráði og orð sem fjallu þá ráðningu meðal annars frá mér og fleirum sem voru bara umsækjendur, fóru fyrir brjóstið á mörgum, en ég stend við allt sem ég sagði þá. Formann útvarpsráðs og hvernig að þessu var staðið. Og svo rifjaðu upp fyrir mér, hver var formaður útvarpsráðs? Gunnlaugur
Sævar. Já. Og svo var náttúrulega Markus Örn undir mikil pressu þarna, hvað ætti að gera. Já. Og morguninn þá hringir hann í mig og segist alltaf bjóða mér þetta starf eftir að Auðunni gengin frá borði. Já. Og ég náttúrulega var ansið hissa en þekktist búið. Já. Og þá var ekki aftur litið. Nei. Fékkst nokkur góð ár ásakaðu og svo kemur einmitt hrunið sem þú talaður áðan. Og þá kemur... Við vorum sérst bara kortir í hrun. Já. Þá hafði ég fengið það verkefni að sameina fréttastofuna. Já, akkurat. Og það hafði fengið nokkra mánaða svona leynilegan undirbúning. Ég hafði nú verið, nokkur árum áður hafði ég kynst nokkuð vel sameinuðum fréttastofum eins og Írar ráku alla tíð eina fréttastofu útvarps og sjónvarps. Þannig að ég fór og kynnti með það, þannig ég vissi nokkurn veginn hvernig þetta var. Og við fengum handa sömurinn. Fyrirgeðu gríp fram með þér. Var það fagleg ákvörðun eða hagræðingarleg? Það var bæði. Bæði? Peningamaskinan í RÚV auðvitað sagði þetta of dýrt að vera með tvær fréttastofur. En jafnframt var þetta dálítið þróunin og það hafði verið starfrækt fréttasvið sem Bogi Ágústsson var yfir. En ekki tekist að sameina fréttastofunar. Þær litu áfram á sig sem sjálfstæðar einingar. Já. Og jafnvel samkeppni þar á milli. Já, Páll Magnússon ráðinn og telur það ekki bærilegt að hafa þetta svona. Það verður bara stíga skrifið til fulls, þetta verður bara að vera einn fréttastofa. Það er Páll sem boðar þessa breytingu. En skilyrði var það að það ætti ekki mikið að breytast. Nei. Það ætti ekki að segja neinum upp og það ætti áfram að starfa útvarpsfréttamenn og sjónvarpsfréttamenn og þetta ætti alltaf ganga mjúklega fyrir sig. Já. Miskust í fyrsta kastið alveg meðan þangað til að menn væru svona búin að fóta sig á breyttum aðstæðum. En svo bara kemur hrunið bara örfáum dögum seinna. Já. Þá bara Lehman banki og svo bara allt í vitleysu, Glitnir og þetta var alveg hræðilegt og bara fljótlega sá við fram á mikið niðurskurð og sama tíma voru við að sameina okkar krafta og byggja upp nýja fréttastofu. Já. Og gekk bærilega en ekki sásökulaust. Nei, hvað leiði langur tími þangað til þú þurftir að bregða uppsagnar og niðurskurðar hnífnum á loft? Ég man það nú ekki alveg upp á mánuði, ég myndi segja kannski 3 mánuðir eitthvað svoleiðis. Ég held að hafi byrjað bara, þetta var í september og svo hafi verið í desember minni mig fyrstu uppsagnir og svo bara áfram Það væntanlega verið svona aukalegur sársauki fyrir þig til dæmis að þarna urðu mikla breytingar á svæðisstöðunum og ekki síst á Akureyri og þarna neyðist þú til þess að segja upp bara vinnu þínum til langs tíma, ekki satt? Jú. En það er náttúrulega útvarpsstjóri á hverjum tíma sem að ræður og rekur formlega og sérstaklega þegar mér er að brottrestur þá er það ákvörðun útvarpsstjóra. En það lendir á mér sem fagmanni og næsta yfirmanni þessa fólks að bera því tíðindin. Þetta verið erfiður tími? Þetta var alveg gríðarlega þungur og erfiður tími. Þó að ég vil ekki leggjast í einhverja sjálfsvorkun vegna áfalla sem aðrir urðu fyrir. Að þá var þetta mjög erfitt og þetta náttúrulega var bara þungbar tími. Og eins og þú segir að þurfa að velja á milli fólks allt saman, vini mínir, félagar, fólk sem ég hafði unnið lengi með margt á því og svo framvegis. En maður reyndi að vera heiðarlegur við sjálfan sig að búa til einhverja reglur, fylgja starfsreynslu og einhverju slíku Það er líka annað sem að margir kannski hópi og verja meginhagsmunina sem var vaktin og nefnir svæðisstöðunar. Menn áttu ekki auðvelt með að skilja það á svæðisstöðunum að það er ekki hægt að segja upp bara línulega hægt og bítandi á fréttavakt þá getur hún ekki verið fréttavakt. Það þarf að ákveðin mannskap til að fréttavakt gangi upp. Og það var komið alveg inn að beini þar. Svo er ein vídd í þessu sem að kannski áhorfendur og hlustendur sem ekki hafa starfað við fjölmiðlun átta sig ekki á að
það verða til svo miklar tilfinningar í þessu, þetta ber fólk svo mikið saman á samhendi ritstjórn, stressið, hraðinn, álagið, að það verða til oft mjög svona fallegar og góðar tilfinningar manna á meðal. Þannig að ritstjórn getur upplifað mikið svona systkina brag og það ekki til að einfalda svona mál, sko. Nei, og sá sem segir upp, hann getur aldrei veitt allar upplýsingar. Nei. Vegna þess að fjöldauppsögn bara fjöldauppsögn. Hún er skýrð bara af með fjármálalegum ástæðum. Og þú mátt ekkert fara í einhverju smáatriði af hverju þessi eða hinn er valinn, skilurðu. Nei. En auðvitað eru einhverjar ástæður á bakvið. Það eru rannsóknir á bakvið það. Það eru athuganir sem byggjast á einhverju sem einhver hefur sagt eða einhver reynsla sem hefur verið miðlað til viðkomandi sem þú mátt ekkert vera að vísa í af því það eru persónlegar og leynilegar upplýsingar, getur við sagt. Viðskiptaráð var náttúrulega með úttekt daginn þar sem hún var að bera saman stöðu einkarekinna fjölmiðla við Ríkisútvarpið og þar voru þeir að birta myndir, gröf að þarna þú lendir í því, getur maður sagt, að þurfa að fækka þarna blaðamönnum á Ríkisútvarpinu, fréttamönnum en svo hefur línan aftur legið upp á við síðar og við erum svona, þá kannski færum við okkur aðeins áður við förum þangað að spyrja þessu út í þín. Ég réði nokkra þessa sem voru látnir fara aftur, sko. Aftur, já. Þú fékkst heimil til þess. Já. En sko, hvenær sagðirðu svo skilið við Ríkisútvarpið? Það var 2019. Varstu sattur lífdaga, gekkstu pirraður út eða? Sko, við fengum nýjan útvarpsstjóra. Magnús Geir Þórðarsson sem hafði verið fulltrúi Sjálfstæðisflokksins í stjórn útvarpsins og fékk augljóslega það verkefni þegar hann ráðinn útvarpsstjóri að hreinsa til, að breyta. Og þú veist hvað ríkisstjórn var þá, það var náttúrulega Sjálfstæðisflokks og Framsóknar. Og ég er einn af því sem hann vill losna við. En svona með vissum harmkvælum, hann vill bjóða mér eitthvað annað og svo framvegis. Og einhverja yfirmannsstöðu, en ég taldi er einhvern veginn þannig gerður, sko, að hans góðu boð, sko, mér bara kunni ekki að meta þau og mér fannst einhvern veginn eftir allt sem hafði ágengið og ég hafði þurft að segja fullt af fólki, sko, að mér fannst ekki rétt að ég færi að bæði hvorki að gera mjög miklu fórnarlambi þar að taka einhverja aðra yfirmannsstöðu og einhvern veginn feita út þannig svona í einhverju establishmenti þarna. Og þáði freka boðum að fara aftur í útvarpið og fara í endurvekja morgunvaktina sem ég gerði og var þar í næstu árin og hvað í 5 ár og þangað til að mér fannst orðið gott, sko, og hætti og vildi bara gera eitthvað annað, vildi fara í eitthvað annað. Ég er nú ekki með mikið pólitískt net og margir kannski myndi að halda annað eða Ég verð að nefna það, sko, hægri öflin voru stundum eitthvað reyna að spyrða það við samfylkinguna sem var algjört kjaftið, það var það ekki. Jú, ég er náttúrulega bara svona krati, old school krati, sko, en ég er ekki í samfylkingunni eða neinstað bundin. Ég hins vegar hafi verið með Vilmundi Gylfasyni í bandalagi Jafnaðarmanna á sín tíma og þar á undan starfaði sem ungur alþýðuflokksmaður, þannig að liturinn var komin til eilíðar, sko. Það má álykta að það hafi nætt meira þig en ef þú hefði verið meira til hægri. Algjörlega klárt. Já, það er klárt. Það er bara klárt. Sko, og ég fekk að heyra þetta oft frá málsmyndandi mönnum, sko, þau bara alltaf flettu manni upp, sko. Og það fællin hérna í Valhöll, sko, bara með þetta, sko. Og maður er oft myndur á þetta, bara 18 ára hafa gert eitthvað eða 20 hafa gert eitthvað, þú ert bara, það er bara litið nánast eins og bara, maður sé bara stimplaður forever, sko.
og ég ekkert að reyna að flýja lífskoðanir mínar. Ég einhvers konar jafnaðarmaður, frjálslyndur jafnaðarmaður. Sem ég held að sé fínasti grunnur fyrir blað og fréttamann. Já, ekki verið. En ég réði fólk úr öllum skoðanahópum samfélagsins. Já. Og læt það ekki ráða minni för. Nei. En þarna var verið að hefna einhverja harma. Já. Vil ég segja, og ég kannski segi þá sögu einhvern síðar. Já. Og eftir hrunið og meðferðin á því öllu saman. Já. Að ykkar fréttaflutningur hafi stygt of ákveðin öfl. Já, var bara þannig. En sko, hins vegar í staðinn fyrir að setja sér það, sko, vera næstu 3-4 árin að berjast að halda þessari stöðu og sem ég hefði getað kannski gert, sko. Já. Sótt bara hana. Já. Hún var auglýst, sko. Já. Og þá gerði ég hvorki sjálfum minni og öðrum það. Nei. Og einfaldaði bara eftirleikinn fyrir minn eftirmann. Að sitja ekki uppi með mig eða þessa sögu. Já. Og ákvaða stíga til hliðar. En ég var ekkert sáttur. Nei, ég var ekkert sáttur. Og þetta var ekki, manni fannst þetta ekki réttlætt talning. Það er ekki tilneitt, af því að þú ert nú skáld, sko, það er ekki tilneitt póetískt réttlæti þegar það kemur að þessu, sko. Nei. Og þetta er stóra ástin í lífiðinu, Ríkisútvarpið. Já, og ég vildi ekki skaða það meira en sko þörfar á. Nei. Þetta var eins og þú segir stóra ástin þannig við hliðin á raunverulegum ástum mínum að þá er þetta svona atvinnulega mikil, áttið gríðarlega stóran hlut í mér. Já. Og áeiginlega enn, sko. Já. Og þetta var bara svona, það er svolítið rifið úr manni hjartað, sko. Já. En það var svona vand með farið, sko, að láta það ekki einhvern veginn svona yfirskikja lífið, sko. Nei. Veist hvað ég menna? Já, ég veit hvað. Og svo bara einhvern veginn höfðu margir bara haft það skítt og maður hafði þurft að taka erfiðar ákvarðanir sem komu illa við marga og þá var mér engin vorkunn, bara alls engin. En þannig að ég fór niður á jörðina, niður í kjallara bústalega, sem var þátturinn, var sendur út þaðan og hafði gaman af í 5 ár og þá hitti ég allt þetta fólk bara í beinu samtali, sko. Davíð Oddsson, Bjarnar Ben og alla þessa sem komu bara til mín á morgnana, sko, og ég tók myndir af þessu fólki og sett inn á netið og var þá veffréttamaður sem ég svona hafa aðeins stofnað yfir þarna en mér fannst það gaman og nú nýtti þess að vera veffréttamaður aftur. Já, einmitt. Á FF7. Akkurat, við skulum bara afgreiða það áður en við tökum loka hnykkinn í þessu spjalli sem er staða fjölmiðlunar í dag. Hvað ertu að gera sér? Já, félagi minn Kristján Sigurjónsson sem rak vefmiðilinn turisti.is sem er miðil sem sinnti ferðaþjónustu, ferðamálum, flugi og öðru slíku. Já. Hann hreinlega bauð mér. Ég var starfandi ráðgjafi á þessum tíma, stuttan tíma, reyndar var eiginlega COVID allan tíman, þannig að það var svolítið skriðin tími á Aton. Já. Og vann þar meðal annars fyrir Ísafja og dálítið og að uppbyggingarverkefnum á Keflavíkurflugvelli með breskum ráðgjöfum þar og mínu samstarfsfólki á Aton góðu og hann sem sagt hringir í mig og býður mér að spyr hvort að ég væri til í þetta. Já. Og svona byrja svona fyrir aðeins að tala utan að því og ég hugsaði mig stuttum og sá fyrir mér, heyrðu, þetta væri bara sniðut. Að fara bara aftur, fyrirgeðu Kristján, sko, bara aftur á skólablaðið, sko, bara niður á jörðina með honum einum og svo færum við bara að skrifa eins og brjálæðingar hennar litla miðil sem við gerum. Við breyttum síðan fyrir rúma ári nafninu í FF7, frásagnir og fréttir alla daga. Já. Og það er svona nútímalegt til þess að hafa bara svona gott veffang. Og er þetta áskriftar? Þetta er áskriftarmiðil og við höfum svona víkkað, við höfum fjallað meira almennt viðskipti, alþjóðamál, umhverfismál. Já. Og því að ferðaþjónustan ein og sér, það er bara ekki hægt að fjalla hana lengi ein og sér. Hún snertir alla fleti samfélagsins, náttúrunnar, umhverfisins. Þannig við erum að stækka þetta. Og þetta er hreinn og tær áskriftarmiðil, það er 2/3 af tekjunum eru áskriftir, 1/3 eru auglýsingar, það er ekki meira.
og við höfum vaxið mjög hratt á þessum árum, en þetta auðvitað ennþá mjög lítill á þessu rúma ári, mjög lítill miðill auðvitað, en með sitt sérsvið og sýnist þér þetta gangi? Gríðarlega, það voru mjög gaman. Sýnist þér þetta rekstrarmódel gangi, vegna þess að ef það gengur, þá gefur það okkur hinum kannski ákveðna vonum fleira. Já, sko, þetta kannski síðast í kaflinni því sem við ætlum að ræða, sko, að sko reynsla af þessu sýni mér, hvort sem að FS7 lifir eða ekki, eða hver framtíðin verður þar, þetta eru ofurlitli peningar, við þyrftum að stækka af því við þurfum að vera fleiri og það er gott að geta að fara í frí til dæmis þá leysir einhver mann af og svona og sérstaklega á þetta við Kristján vinn minn sem er búin að slíta sér út á þessu mjög lengi og bara alltaf einn og sér og vonandi hef ég eitthvað að geta hjálpað honum en þetta er allt og þröngt. En það er dálítið stór stökk að fara upp í að geta ráðið 3. og 4. mann þegar við til dæmis færið enga ríkistyrki, sko. Þið fáið ekki ríkistyrk? Við fáum ekki ríkistyrk vegna þess að við erum bara 2. Það þurfa að vera 3 sem er alveg einhver furðuregla og það er sama regla og er sko í Skandinavíu víðast. Já, þar sem eru aðeins fleiri íbúar. Að búa aðeins fleiri, en hér bara var þetta einhvern þýtt eða eitthvað og þetta er mjög kjánalega regla. En þá heldur ekki að reka fjölmiðla bara með ríkistyrkjum. Nei. Og mér finnst náttúrulega megin feill, að þú spyrir lærdóm að þessu, megin feillin sem er að vera að gera hér í fjölmiðlum er að treysta ekki á áskrifendur. Þetta er straumurinn allan heim. Fjölmiðlar sem ætla sér einhverja framtíð verða að vera með áskrifendur. Ef þú ætlar að vera með opið eins og hér er bara fjölmiðlunina langstærstum hluta, Ríkisútvarpið, MBL, Vísir, þetta er bara allt opið, galopið, Samstöðin, allt galopið og að maður tala ekki DFF og svona, þetta er náttúrulega þá ertu búin að venja fólk á það að það bara þurfi ekki að borga neitt, þetta sé ekki vara eða þetta sé ekki pródukt, sko þetta sé bara eitthvað sem er í loftinu og getur bara náð í og það er ekki að borga neitt fyrir það og þetta er náttúrulega leiðin til dauða og enda sérðu það bara fríblaðið dó og svo heldur þetta bara áfram og það bara þrengist að. Já, og auglýsingaféð sem er til skiptana innanlands leitar í ríkari mæli út fyrir landstæðinu. Heldur betur og Ríkisútvarpið kannski er ekki hóf, finnst mér, yfir þessar aðstæður. Það til dæmis, ég er ekki sáttur við það til dæmis að það séu langar uppskriftir úr frétta viðtölum eða viðtölum, bara viðtölum almennt, inn á vefrúf. Þetta, menn passa sig á þessu annars staðar á Norðurlöndunum, sko. Á öðrum ríkismiðlum. Já. Hér er þetta bara opið. Já, þau eru svolítið gráðug. Þetta er of langt gengið. Sko, útvarp, fínt. Sjónvarp, fínt. Leifum, blöðum, tímaritum, vefmiðlum að vera með skrifaðan vefteksta. Jafnvel podcastvíkunum líka rætt þau. Já, sko, þau gæta sín ekki að hafa hóf á þessu. Nei. Hverju erum að kenna, ég náttúrulega var sjálfur örugglega alveg eins í sjálfu sér. Taldi bara Ríkisútvarpið væri bara alfa omega í heimsins og tilverunar og við ættum bara að gera allt sem við gætum til að hafa þjónustuna eins góða og hún gæti mögulega orðið og það er alveg skiljanlegt. Og það er þá stjórnar Ríkisútvarpsins kannski, ég veit ekki hvort hún má skipta sig þessu, ég held að hún fari bara yfir reikninga í dag. Já, það er nefnilega alltaf það. Það er eitthvað mjög skrítið. Við bölvum útvarpsráðið á sínum tíma, en kannski var nú eitthvað gott við það, en núna er þetta eins og allt í einhverju limbói bara. Já, það allavega, sko, hún mátti nú hætta svona leiðilegri afskiptasemi, eða það mátti hætta leiðilegri afskiptasemi útvarpsráð, en það vantar svona kannski að það sé svona einhver svona, stjórn eða ráð eða eitthvað sem ræðir svolítið dagskrárstefnuna og hlutverkið. Hvað minn eiga að gera og svo framvegis. Og það vantar mikið upp á það. Mér finnst líka áhugavert að sko útvarpsstjóri sem er nýbúið að ráða aftur til 5 ára, hann fór í eitthvað viðtal og lýsti þar áhuga sínum á að fara í pólitík og gerast þingmaður Sjálfstæðisflokksins og hættir svo við það
og vill fá að vera aftur í 5 ár og útvarpsráð með einu atkvæði þá fannst það í lagi. Mér finnst ekkert endilega eðlileg ákvörðun. Nei, mér finnst þetta ekki gott. Nei. Og ég held að útvarpið hefði bara gott af því að þessar stöður væri bara auglýstar með eðlilegum hætti eftir 5 ár. Sérstaklega af því að þetta mjög umdelt tímabil núna baki. Já, þá getur hann bara sótt með annara. Og ef hann bestur af þeim sem að sækja þá væri hann bara endur ráðinn og það allt í lagi. En þetta eitthvað svona furðuverk og fjölmiðl á ekki að búa við þetta að svona sikur embættismannaregla menn geti bara haldið áfram. Nei. En ég ekkert að leggja mat á að hann sjálfan, ég bara segja að reglan ekki góð. Akkurat. En sko þessi stjórnunarvandi innan RÚV hefur svo sem verið mikið til umræðu meðal annars í þessum þáttum hér við þetta rauða borð. Mjög margir viðmælendur mínir hafa nefnt það sem að... stjórnunarvandi á RÚV? Þeim finnst það. Viðmælendur mínum í þessum þáttum, þeim hefur oft verið tíðrætt stjórnunarvanda. Mannaráðningar, fréttamanna og svoleiðis að það sé ekki verið að staffa sem skildi og það séu svona... Ég hef sjálfur kallað Ríkisútvarpið svolítið klúbb í seinni tíð. Mér finnst þetta að vera orðið aðeins og kósí sko. Miðað við þessa 10 milljarða sem Ríkisútvarpið fær og miðað við þá hófsemi og svona Ríkisútvarpið þarf að vera sómakært, það þarf að einmitt að virða erfiðar aðstæður annarra starfsmanna sem eru blóðir frá móti kvölds fyrir lítið fé á einkamiðlunum sem að rísósa þeirra eru allir að svona verða að engu. Mér finnst, ég ekki hrifinn af rekstri Ríkisútvarpsins núna og flestir viðmælenda minna því miður við þetta borð hafa lýsum skoðun síðan áramót. Þú fær mér nú ekki langt út í þetta fenn sko, gamall Ríkisútvarpsmaður og sjálfur gamall yfirmaður, þannig að það ekki við hæfi held ég að ég sé að segja mikið þetta eða leggja dóma á störf eða hæfni eftirmanna minna eða gamalla félaga sko. Nema bara ég get sagt að mér finnst umfang Ríkisútvarpsins eðlilegt að mörguleyti af því við þurfum grundvallar þjónustu. Við þurfum heila fréttavakt. Nú ég ekki að tala hvernig hún mönnuð eða neitt, en við þurfum innlenda fréttavakt sem sinnir fréttaþjónustu á Íslandi á íslensku fyrir Íslendinga og þeir eru nú meira sér konni með pólskar fréttir og svo framvís og enskar og þið besta mál og við þurfum að sinna menningunni vel og svo framvís. Þannig að þetta kostar ákveðið umfang. En það ekki eiland, Ríkisútvarpið ekki eiland. En það mætti sína kannski meiri tillitssemi, já eins og ég nefndi áðan að gerast ekki vefmiðill líka. Það ekkert klárt það í lögum Ríkisútvarpsins að það eigi að vera vefmiðill. Það má reka vefþjónustu en það lítið skilgreind. Öll orkan eða allt blekið í lögunum fer í að skýra hlutverk þess sem ljósvaka miðl. Það augljóst að hálfu löggjafans að þar aðal áherslan. En það í vaxandi mæli að færast yfir í það elta tímans að gerast bara vefmiðill af því að hvað? Jú, af því að færri horfa í línulegri dagskrá eða hlusta í línulegu útvarpi og ná í þetta á netið. Og þetta ákveðin tilvistarvandi sem ég finnst skömm að ríkisvaldið, eigandinn fyrir okkar hönd almennings hafi ekki farið betur yfir. Ég ekki einn af þeim sem segja að það að leggja niður Ríkisútvarpið eða svipta það öllum tekjupóstum og þá bara farið peningarnir allir í einhverja aðra góða staði innanlands. Það ekki þannig. Ef að Ríkisútvarpið fær ekki að auglýsa eða auglýsingar verða teknar út úr Ríkisútvarpinu, þá fer ekki það auglýsingafé í sko heimildin og samstöðina. Sko. En kannski samt einhver hluti. Einhver lítið hluti og það getur vel verða með eitthvað takmarka þetta. Ég sjálfur ekkert að útiloka þá hugmynd. En ég bara vara við því að það sé einhvern svona skyndilausn. En auðvitað eru auglýsingar til ama í stóri hluta af dagskrá Ríkisútvarpsins. Allt og mikið af auglýsingum í sjónvarpi og svo framvegis. Kynningar endalausar á eigin dagskrá. Hefur reynt að horfa á línulega dagskrá í sjónvarpi. Þetta alveg rosalegt. Já, og ég man eftir einu svona mjög trublandi atriði þegar við vorum nú að tapa einhverjum handboltaleik illu heilli á síðasta stórmóti. Og maður beið eftir hvað þetta var leikurinn sem að allt var undir
og maður beið sko með öndina í hálsinum að heyra hvort sérfræðingarnir í settinu myndu blása manni nýrri von í brjóst að í seinni hálfleik þá myndu við hérna ná að snúa þessu við. En það var bara eiginlega ekkert pláss fyrir talað orð í hálfleik því auglýsingarnar voru svo gegndarlausar. Þarna verða Íslendingar brjálaðir yfir eigin almannaútvarpi, yfir eigin ríkisútvarpi. Mér þótti alltaf tíma að ég var yfirmaður á ríkisútvarpinu, markaðsdeildin, auglýsingadeildin vera of ráðandi, vera of stýrandi og þeir hagsmuni vera of einhvern veginn hafðir í forgangi. Já, ekki hefur það nú skána síðan. Nei, og þetta fannst, ég náttúrulega var ritstjóri í dagskrár hlutanum og þeir náttúrulega eiga að pirra sig á þessum hlutum og þarna múr á milli og maður hafði ekkert þetta að segja, maður mátti ekki hafa neitt þetta að segja og vil ekki hafa neitt þetta að segja en maður getur sagt það eftir á auðvitað fannst manni þetta að vera of svona rúmfrekur svona faktor eða hvað maður segir svona, og ákveðin breyta í allri myndinni hvort að það skili hagnaðið ekki sko. Og menn alltaf að reyna að halda upp í þetta stóru batteri og þurfa þá þess og þessa peninga og stöðut svo aftur verið að skera niður sko, rekstraféð á móti sko, og það aldrei neinn trygging fyrir því að það haldist bara og ríkisútvarpi og stjórnandi þess alltaf skítrættir sko ef að hérna, auglýsingarnar skotna niður og þá bara fari hitt líka sem sagt skatturinn en ef menn hefur fullviss þetta til langs tíma hver fjárhæðin hvað til skiptana, hún verðtryggð og svo framvegis eða einhvers konar verðtryggingar eða hvað maður kallar einhverjar leiðréttingar til langs tíma, þá fengjum við betri og svona stefnu til langs tíma. Já. Mér langar í lokinóðin að búið að vera mjög gaman og forvitnilegt að heyra í þér og kæra þakkir fyrir að koma til okkar á samstöðina, en mér langar í lokin að reyna svona að velta upp einhverjum leiðum með þér hvernig við getum aukið líkurnar á því að Íslendingar myndu sættast við hugmyndina að greiða áskrift fyrir fréttir og fréttatengt efni. Sérðu einhverja svona formúlu fyrir því? Nei, þá var ég nú örugglega í öðru starfi ef ég fundi formúluna. en ég hugsa þetta alla daga og lesa þetta flesta daga og það gríðarleg gerjun í fjölmiðlum í heiminum. Ofboðslega óvissa hvert stefnir. Netið hefur þýtt það að fjölmiðlum hefur fjölgað einhverju miðlu sem við getum kallað fjölmiðla, svona media outlets, svona upp á ensku, gríðarleg fjölgun og flestir eru auðvitað að berjast og meira þess að stór nöfn eru líka að berjast en þeir eru bara stærri markaði við. Það mikil barátta gott fólk allstaðar nema kannski síst hér á Íslandi. Og af því að hér ekki hægt að borga fyrir það. Einmitt, og við ölum upp sko blaðamenn, góða blaðamenn til þess að sjá á eftir þeim í önnur störf. Sko, ég held að mjög slæmi hlutir eftir að gerast áður en þetta fer að batna. Það gríðarlegu ruglandi í gangi og það eru margir að reyna að spilla því sambandi sem svona heiðarlegu góðu sambandi milli þess sem býr til frétt og þess sem að neytir hennar eða les eða hlustar eða horfir með alls konar ruglanda og þessi ruglandi á eftir að aukast held ég á næstu árum sko, og menn munu nota gervigreind og ýmsa hluti til þess að búa til alls konar vitleysu. En á endanum verður alltaf þörf á réttum, góðum, allavega heiðarlega unnum upplýsingum. Það ekki alltaf réttar, en það eru eins heiðarlega unnar og menn höfðu vitneskju á þeim tíma sem að þær eru unnar, ekki satt? Eftir bestu samvisku. Þá verður spurt, hverjum treistiru? Treistiru honum með henni eða treistiru þessu með þessum? Hinum með þessum? Og ég held á endanum verði ákveðni miðlar með svona nánast eins og bara vassmerki eða stimpil sko, þessu treysturu. Auðvitað getur það brugðist, það getur allt brugðist í heiminum. Trúin bregst og getur allt brugðist.
og fjölmiðla bregðast og þeir bíla og þá þurfa að vera endurreisa trustið og svo framvegis og svo við hliðin á þessu verður einhver beljandi með alls konar rugli og ég held að svona á löngum tíma sér maður að þetta mun rísa upp aftur en við fáum ekki aftur þessa gömlu klassísku ritstjórnin sem að ég var ná einhver tíman á 9. áratugnum þær kom ekkert aftur á næstunni og ekki á Íslandi sko. En hér þyrftum við að sjá ef við færum okkur bara hingað nær við þurfum að sjá fjölmiðla sem að treysta sambandi við lesendur og sína með áskrift hóflegum áskriftum þá ert að segja við erum skuldbundið þér til að vinna fyrir þig vel ekki bara að fara inn á Facebook eða einhvern kjaftasögur einhver staðar frá sem þú tekur eða stelur eða tekur niður einhver staðar þú þarft að vinna og ég að vinna efni fyrir þig og við til dæmis stækkuðum okkar litla miðil með því að ná samningum við erlenda fréttaveitur og höfum þar með fengið aðganga miklu meira efni sem eru svona vottaðar stofur eins og maður segir viðurkenndir aðilar NTB, AP og svo framvegis og þá náttúrulega opnast ákveðin gátt og þú getur haldið áfram að miðla þessu á íslensku til Íslendinga og það náttúrulega gríðarlegt áhyggjuefni hversu lítið skrifað á íslensku heiminn allan, Björn. Já, það alveg rétt hjá þér. Og ég held að Íslendingar átti sér bara ekki á því almennt hvað við erum ofboðslega langt aftur úr. Mokkin var að taka núna í notkun smáforrit, app og er að stíga fyrstu skrefið þar og gangið þeim vel og svona eru stærri fjölmiðlar búin að hafa í mörg ár og við erum alla byrjuð. Útvarpið hér er staðnað, það er lítið nýtt að gerast útvarpið er dásamlegu miðl en hann hefur staðnað á Íslandi mjög mikið, einkaaðilar hafa ekki komið með neitt gott til viðbótar segist ekki geta að ráða við það eitthvað þeir fjölmiðlar eru líka í eigu símafyrirtækja og útgerða og svo framvegis sem hafa kannski ekki mikinn áhuga eða mikinn metnað að gera það besta sem hægt er að gera sko. Þannig að það er sko hægt að tala sér niður til svartnættis það er hægðarleikur sko en ég vil nú ekki gera það er margt mjög spennandi að gerast og tæknin er dásamlega fjölbreytt og gefur mikla möguleika gefur ykkur til dæmis færi að búa til bara eitthvað sem hefði verið kallað bara neðanjarðastöð fyrir einhverjum árum bara hvað er nú þetta? Við erum með 1600 áskrifendur þótt enginn þeirra þurfi að borga áskrift til þess að sjá efni okkar. Það er einhver vísbending breytta tíma að fólk vil þakka fyrir og greiða atkvæði með höndum og fótum og segja takk, já ég vil að þið lifið, ég ætla að veðja á ykkur. Þetta þarf að gerast og þetta verða menn að fara að gera. Ég skil hreinlega ekki sko rekstramódel til dæmis hjá Sín. Þeir eru með sjónvarpsstöð sem lokuð og svo fóru að taugu með það og opnuðu fyrir fréttirnar. Þeir eru búin að missa flugið einhvern veginn. Þá opnuðu fyrir það. Ég held að hafi ekki náð sér verulega vel á strik ennþá því miður. Því þar er margt gott fólk. Og svo er þeir með vísi sem er svo bara opin veita. Og gengur bara út á auglýsingar. Þetta skil ég ekki. Ég næ ekki upp í þetta og svo erum við með litla miðla sem að verast aðalega lifa bara á ríkisstyrknum sem heldur ekki gott og þú verður að byggja upp einhvers konar hvað sem líður tilveru ríkisútvarpsins þú verður að byggja eitthvað samband menn er að lemja á ríkisútvarpinu af því að menn borguðu fyrir það þá hefur rétt á að lemja á ríkisútvarpinu eða gagnrýna það eða krefjast einhvers eða óska einhvers af því eða vera með einhverja tilætlun sem er gagvart í. Af hverju? Af því þú borgar þeim skattinn til þeirra. Þess vegna hefur rétt á því. En þú getur eiginlega ekki sagt neitt við suma miðla hér af því að þeir bara eru þarna. Þú er bara slekkur á þeim eða þú líkar ekki við þá. En
þetta hrun sem orðið hefur á fjölda blaðamanna, það hlýtur að valda það miklum áhyggjum eins og mér. Bara gríðarlegum og manni líður stundum bara af því að maður kynntist í gamla dag sko, það voru svona heil stjætt svona prentiðnaða manna, filmuskeitingarmenn og eitthvað svona sem svo bara hurfu, dásamlegi menn margir sem ég kynntist í gamla dag sem eru bara farnir og maður bara svona stundum að svona brosaði með sjálfum sér að gráta í hljóði bara við að fara sömu leið einhvern veginn. Að bara blaðamenn séu bara hverfa. Ég held nú ekki. Ég vona ekki. Ég held nú ekki. Það líka skelfir mig þegar ég heyri stjórnmálamenn segja að það geta allir verið blaðamenn. Já, ég hef sem betur ekki heyrt það, en þetta er, og afstæðar viðskiptalífsins þarf líka að breytast. Og það margir góði menn verið færðir úr, eða hafa flust úr blaðamennsku, fréttamennsku yfir í það að vera upplýsingafulltrúar og svona stýra umræðunni og að reyna að hafa áhrif á hana og ég þekki það svolítið hvernig það að því staðið og það bara ekki boðlegt í dag. En menn hafa komist upp með það, mörg stórfyrirtæki hér vilja bara hafa síðasta orðið það, hvað kemur frá þeim, alltaf. Og þú hleypir helst ekki blaðamanni að, sko. Nei. Til þess að spyrja bara opinna spurninga, á þess að lesa yfir viðtalið eða eitthvað. Þetta líka vandamál. Og menn þurfa bara svona, sko, skilja út af hvað frjáls blaðamennska gengur. Hún gengur út, hún svona smurolían á öll hjólin, sko. Þú þarft að leyfa henni að anda og vaxa og dafna. Og hún á að vera ólík og fjölbreytt og bara eins og blómin í haganum sko. Þú kallaði mig skáld á hann, þú fer núna með skáldlega líkingar alveg hverja og fættir hann. Já, þetta náttúrulega það svona að vera nálægt mývetningi í klukktíma. Það búið að vera mjög gaman að spjalla við þig. Kæra þakki fyrir að koma hér á Rauðaborðinu og ræða fjölmiðlun. Ég held við séum búin að vera jafnvel meira en klukkustund. Það hlýtur að vera til marks það að þú varst ekki bara góður spyrill á sínu tíma í útvarpinu og ert ekki góður blaðamaður, heldur líka góður viðmælandi. Kæra þakkir. Þakka miklu frekar fyrir að bjóða mér og gaman að vera með þér. Já, sömuleiðis. Nú, ekki fara langt, kæru áhorfendur og hlustendur. Við höldum áfram hér með Rauðaborðið eftir andartak. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts Bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Já, við ætlum að fjalla menningu, ekki veiti nú af. Við reynum það nú svona alla jafna við Rauðaborðið í einhverju mynd að fjalla menningarmál. Og að þessu sinni þá ætlum við að beina spjótum að Hörpu, sem heitir Harpa, ekki Harpan. Hún ekki með ákveðnu greini. Við ætlum að fjalla það að eftir 2 daga verður haldinn viðburður það sem mætti kalla Hörpu áhrifin. Það að segja hvaða þýðingu tónlistar- og ráðstefnuhúsið Harpa hefur fyrir samfélagið. Og til að ræða þetta mál eru komnir 2 góðir gestir. Svanhildur Konráðsdóttir, forstjóri Hörpu, ertu velkomin. Takk fyrir kærlega. Og Ágúst Ólafur Ágússon, hagfræðingur. Takk. Velkomin. Byrjum á þér, Svanhildur. Þið hafi verið að kynna rekstrar niðurstöðu sem hvað svo jákvæðasta sem hefur orðið. Já, við vorum aðalfund bara fyrir réttri viku síðan og þá fékk ég það gleðilega hlutverk að kynna besta rekstrar Hörpu frá opnun. Við erum svona nálgast táningsaldurinn, verðum 14 ára í vor. 14 ára í vor. Þannig að það lagðist bara allt með okkur á síðasta ári, var mikið umfang í viðburðahaldinu og þannig að þetta var alveg sérstaklega ánægilegt og það sem var kannski óvenjulegt var að þetta var mjög sterkt svona tónlistarár. Yfirleitt það þannig að svona framlegðin og tekjulega séð það sterkara fyrir húsið eða mjög mikið af ráðstefnum og viðlíka viðburðum. En nú gerðist það að tónlistin var mjög fyrirferðarmikil. Var hún stærri heldur en tekjurnar á ráðstefnu? Hún var heildartekjur voru ívið hærri, viðburðafjöldin var meiri,
En svo má alveg segja, sko varandi ráðstefnu tengdu viðburðina, þá 1 + 1 ekki endilega 2, af því að Arctic Circle telst 1 viðburður og 4 manna fundur telst líka 1 viðburður. Þannig að tölurnar svona í því tilliti segja bara hálfa söguna. En niðurstaðan þessi, að við vorum með mjög fína EBITu. Svo reyndar módelið okkar þannig að við erum með einhverja 430 milljónir í afskriftir af þessari risastóru fasteign. Og þess vegna nú rekstra niðurstaðan í örlitlum mínus. Já. En sýnir okkur að þetta gerlegt ef allt leggst með okkur áfram. En þið fáið opinbert fé til rekstrar? Við fáum rekstrarframlög frá eigendunum sem Íslenska ríkið og Reykjavíkurborg. Já. Ríkið aðeins með stærri hlut 54% og borgin 46%. Já. Og samanlagt þetta 600 milljónir á ári sem að koma til þess að viðhalda fasteigninni til þess að sinna þessu menningarhlutverki. Það þó ekki meira? Nei, þetta auðvitað miklu peningar samt. Þetta mjög miklu peningar. Ég held að það væri enn meira. Við allavega erum... Við þessar brjáluðu starfsemi sem alltaf í húsinu. Já. Þetta 1400 rúmlega viðburðir á ári. 1400 viðburðir? Og þar að veru rúmlega 700 sem eru listviðburðirnir. Og svo erum við líka, Harpa náttúrulega borgartorg undir þaki, þar sem eru þessir opnu, aðgengilegu ókeipis viðburðir sem við leggjum sífellt meira upp úr og skila sér bara í aukinni ánægju og aukinni aðsókn að húsinu. Þetta ekki einna fyrstu viðkomustöðum mjög margra ferðamanna? Þetta allavega, ég myndi segja fjölsóttasti einstaki svona áfangastaðurinn í Reykjavík fyrir erlenda ferðamenn. Þannig að við sjáum það alveg á því svona þegar við erum að mæla til dæmis á ferðamálastofu og öðrum svona hvert fólk fer að Harpa þar nánast efst á blaði með Hallgrímskirkju auðvitað og þetta staður þar sem að ferðamenn koma að taka myndir, dástað húsinu og vonandi vaxandi mæli fara á viðburði. Má segja að Bölbænir hafi fyllt þessu húsi í upphafi? Eða var meiri góður hugur af því að maður las svona alls konar fréttir þar sem fólk talaði niður að við þyrftum ekki svona stóran sal og svo framvegis. Sko, Harpa náttúrulega draumur sem rættist. Þannig að það voru sannarlega góðar óskir sem fylgdu húsinu í upphafi og mikil barátta og mikil hugrekki og stórhugur í rauninni hjá öllum sem að máli komu. Má ekki þakka það spillingu? Nei, byrjar þetta ekki bara sem afurð eitthvað geðveiks efnahags ástands og þetta ekki bara eitt dæmi það, við vorum heppin? Sko, ég myndi orða þannig, opinberu aðilarnir Ríkjaborg tóku sér saman og komist að þeirri niðurstöðu að þetta væri skynsamlegt og það þyrfti að byggja tónlistarhús borgin vildi byggja alþjóðlega ráðstefnumiðstöð lagði til þess lóðina og svo framvegis þannig að sameinast þessir aðilar verkefnið. Það alveg klárt að stórhugur enga framkvæmdar aðilans, að því upphaflega átti þetta að vera enga framkvæmd í samvinnu við Ríkjaborg. Stórhugur enga framkvæmd aðilans, þar sem að Björgólfur heitinn fór fremstur í flokki, skilað okkur því húsi sem við njótum í dag og því má aldrei gleyma og bara fyrir það ber að þakka. Og svo þetta var það mjög svona, ég myndi að segja hugrökk, pólitísk ákvörðun sem var tekin eftir hrunið þegar Ríkjaborg fá verkefnið í fangi og þau ákveða að halda áfram. Og það auðvitað það sem við erum að fara svolítið að kynna eftir 2 daga þó að markmiðið með úttektinni sem við erum að fara að kynna sé ekki að horfa aftur í tíman og skoða einhverja fortíð, heldur meira að horfa til framtíðar. En þá kjarnaspurningin þessi, sko, var það góð ákvörðun og arðbær að byggja þetta hús en það sem meira vert, það góður business að reka það áfram. Akkurat, þá komum við að þessu hugtaki sem ég notaði í inngangnum hörpu áhrifin. Hver eru hörpu áhrifin? Og eigum við þá að vinda okkur til þín, Ágúst Ólafur. Það ekki rétt skilið hjá mér að þú hefur unnið, þú hefur leitað svara við spurningunni fyrir þau? Jú, Harpa hefur frumkvæðið því að leita til rannsóknarsetu skapandi greina sem rekin af öllum háskóluna á Íslandi. Og síðan leita rannsóknarsetur til mín að gera þessa skýrslu sem við erum núna að fara að kynna því 2 daga og hvetjum alla áhuga sama að koma upp í Hörpu og fylgjast með því. En hugmyndin þar að líta svolítið á hið hagræna fótspor Hörpu.
það er óumdeilt menningarlegt gildi Hörpu. Ísland er menningar þjóð og ég bara sem betur fer þá fórum við í þessa vegferð að byggja Hörpu og klára Hörpu. Við sjáum það ef við lítum fyrir utan þessa skýrslu að þá er Ísland sú þjóð í Evrópu sem ver mestu fjármunum í menningarstarfsemi. Er það svo? Það er svo, við erum Evrópumeistarar þar. Að samaskapi ef við lítum á opinber útgjöld, þá erum við samaskapi í fyrsta sæti. Við erum menningarþjóð og við viljum vera menningarþjóð og Harpa er alveg líkil hús og starfsemi sem fylgir henni í þeirri mynd, í þeirri sjálfsmynd. En ef við lítum á þessa skýrslu sem við erum að fara að kynna núna eftir 2 daga á miðvikudaginn, þá er það þessi efnahagslega ávinningur. Auðvitað er það samfélagslega ávinningur þar fyrir utan og menningarlegur, en ef við lítum bara á svolítið svona því þrönga sjónarhótt hagfræðingsins, þá er alveg kristalljóst að svo starfsemi sem á sér stað og má rekja til Hörpu borgar sig. Verðmætasköpunin, við skoðum það í fyrsta lagi, það er þessi virðusauki, það er vinsluvirði að kallast líka á hagfræðitungutakinu, en það er þessi efnahagslega ávinningur sem við getum rakið til starfsemi Hörpu beint og óbeint og afleitt. Þannig við höfum svolítið svona breið gleru. En við einhver síð þá erum við að styðja eftir svona alþjóðlega aðferðafræði hvað þetta varðar. Við erum ekki að finna neitt upp hjóli hér, við sjáum að svona úttektir hafa verið gerðar á óperuhúsinu í Sydney, við litum talsvert mikið til tónlistarhúsins í Bristol í Bretlandi og svo er þessi þekktu áhrif eins og Guggenheim áhrifin, Bilbao áhrifin, Hamborgar áhrifin af tónlistarhúsin í Hamborg í Þýskalandi og nú erum við að innlega þetta hugtak Hörpu áhrif og það er þessi verðmætasköpun sem við erum bara búin að reikna upp á punkt og prik sem felst í þessum virðisauka en samaskapi eru einnig störfin og svo er það skatttekjurnar. Getur þú nefnt mér einhverja tölur? Já, ég get nefnt tölur. Ef við skoðum beinu og óbeinu og aflautu áhrifin, verðmætasköpunin, efnahagslega ávinningur, þá er hann metinn að það byrja 10 milljarðar króna. Það er þessu Hörpu áhrif sem við erum að tala um. Þetta er 5 sinnum meira heldur en rekstrakostnað Hörpu er. 5 sinnum meira. Ef við förum síðan í störfin, það er 270 beinstörf sem á rekja til Hörpu. Það er starfsfólk Hörpu, það eru listamenn sem taka þátt í að setja upp viðburðin í Hörpu, það eru ráðstefnuhaldaranir, það er líka symfóníuhljómsveitin sem er stór aðili inn í húsinu, það er þessi klassísku beinstörf, það eru 270 störf, en síðan notum við aðferðafræði sem kallast margfaldarar og þá getum við reiknað út hinn óbeinu áhrifin, til dæmis á ferðaþjónustuna, á listsköpun og skapandi greina fyrir utan Hörpu, á alls konar stóðvinnu, tæknivinnu og svo framvegis. Þetta hefur svo mikil margveldist áhrif. Og þá sjáum við það að það byrja 650 störf má rekja til þeirra starfsemi sem á sér stað innan Hörpu. Það er ekkert annað. Og þetta er gríðarlega hátt tala. Bara fjöldi óbeina starfa er meiri heldur en til dæmis maður þarf alltaf að setja allar tölur í samhengi, meiri heldur en allur starfsmannafjöldi CCP á Íslandi, til dæmis, sem er mjög mikil. Þannig að þetta eru afskaplega jákvæð tíðindi. En síðan er það kannski þriðja tala sem ég vil draga fram, það eru þetta skatttekjurnar. Skoðum þær, við reiknum það, það eru 9 milljarðar sem á rekja frá Hörpu í beint í ríkiskassan. Og þetta, út af svo hann nefndi, eða árlega því sérstaka árlega rekstraframlag, 600 milljónar, þetta er 15 sinnum hærri upp að heldur nemur þetta sérstaka rekstraframlagi sem ríki og borg setja í Hörpu til að hún geti með við það haldið sínu starfsemi og gangandi. Þannig að aftur sjáum við hvað borgar sig fyrir eigendur Hörpu sem eru ríki og borg að styðja hressilega bak við starfsemina. Og þetta er ekki bara svona niðurstöða sem að maður eins og þú kemst að af því að þú fyrir borga fyrir að búa til skýrslu og skila jákvæðri vinnu. Þú verð þetta allt saman með formúlum og tölum. Já, og þessi niðurstöða er bara algjörlega í syngi ef við má sletta við þessa fyrirmyndir sem við erum að styðast við. Þannig að þetta er bara starfsemi sem er bara vítamínsbrauta, ekki bara í menningarstarfsemi en líka í efnahagslíf landsins, sem má segja. En svo er þetta alls konar önnur áhrif, bara áhrif á eins og ég gat á skapandi greinar, á bara fagmennsku og tækifærin og við tölum við fjölmarga listamenn og þeir tölum bara svolítið lífið fyrir og eftir Hörpu. Og við erum með nokkuð svona ummæli þessar viðmælenda að hvað bara innkoma Hörpu 2011 breytti miklu fyrir tónlistarlífi, fyrir skapandi greinar, fyrir ráðstefnuhaldið.
ég ætla bara að segja eitt hérna svo ég slepp orðinu, við sáum hvað ráðstöfnu haldi gjör breyttist. Það voru fjölmargir viðmælendur okkur sem sögðu að við gætum í raun ekkert haldið þessar risa ráðstöfnur. Svanhildur nefndi Arctic Circle sem 2000-2400 manns, 70% af því kemur að utan. Við gætum ekkert haldið svona veglega ráðstöfnur á Íslandi nema við hefðum Hörpu. Evrópuráðsþingið, heimsþing kvenleiðtoga, stórar heilbrigðisstéttar halda ofsalega veglegar ráðstöfnur. Þetta bara algjör game changer önnur sletta fyrir þennan iðnað á Íslandi. Og það ekki nóg með þetta, heldur eru haldin íþróttamóti í Hörpu, vissir þú það? Við Britsarar, við höldum íþróttamóti. Og skákinn og eitt og annað. Þannig að það eru margar vistarverur sem að rúma þetta mikla fjölbreytni. Ég ætla bara að taka undir þetta frábærlega vel unnið hjá Ágústi, en það sem að við, og ég lagði ríka áherslu á strax í upphafi, að við höfum engan áhuga á einhverju svona heimasömuðu. Einhverju sem væri sérstaklega búið til þannig að við getum sýnt einhverja fínar tölur og í hverskipti sem að væri eitthvað álitamál í hvora áttina ætti að túlka gögnin að þá færum við alltaf og notuðum alltaf lægri töluna og það var einmitt varandi þess að margfaldar á fleira, þú veist, þetta byggt á mjög sterkum fyrirmyndum en við erum alltaf að nota varfærnuleiðina, þannig þetta við getum með svona miklu sjálfstrausti kynnt þessar niðurstöður og staði við þær og einmitt, sko, hinni formlegu eigendur eru ríki og borgin auðvitað bara þjóðin á þetta hús og mér finnst það bara eðlileg krafa, ég bara vil vita það sem eigandum Hörpu þetta góð business, þú veist, hverju þetta skila og hér liggur það fyrir, hvað varðar hagrænu áhrifin, það eru eiginlega bara sterkari og glæsilegri niðurstöður heldur en ég hafði þórað að vona en hálfsagan sögð af því að svo það þessi menningarlegu og samfélagslegu áhrif sem eru það sko til þess var nú leikurinn gerður og það ekki eins kannski auðvelt að mæla það en það þetta næsta skref að reyna að ná utan það með einhverjum skynsamlegum hætti. Ætla að reyna að láta mæla það? Já, algjörlega. Hvernig gerum maður það? Já, sko, nú það næsta skref. Við þurfum að skoða líka fyrirmyndir og Harpa í mjög öflugu svona alþjóðlegu samstarfi við önnur tónlistarhús bæði í Evrópu og Norðurlöndunum og ég mitt var nú að koma að venjuslíkum fundi og sýndi þessa skýrslu og það eru allir ótrúlega áhugasamir en að sama skapi sko voru ýmsir sem sögðu, heyrðu, passið ykkur nú, það má aldrei nota bara og einvörðungu hagrænan eða fjárhagslegan mælikvarða á gildi svona starfsemi og svona hús. En það hefur svolítið verið tækið sem hefur þurft sko til þess að ná pláss í umræðinni að bara með nýfrjálshyggjunni þá verða náttúrulega bara, það verður til ömurleg þróun sko, það er bara best að henda því að þetta rauða borða að allt skal metið til hagnaðar, þetta sem að þið eruð að nefna hér, það þótt ekki tísku að ræða þetta með þeim hætti sem þið eruð að gera núna fyrir 15-20 árum og leiðin að sko blómstrandi menningu virðist oft liggja í gegnum eyru þeirra sem trúa því að það sé ekki verið að brenna peninga og þar með verður svona meiri vilji til þess að styrkja og glæða menningu og sinna henni betur þannig að þetta alltaf að einhverju leyti dans hins listræna og hins fjárhagslega og praktíska, ekki satt. Jú, og það bara eðlileg krafa að það sé farið vel með peninga. Ég tala ekki opinbert fé. Mér finnst það, við bara göngum út frá því og það okkar mantra á hverjum degi og þess vegna meðal annars að þetta alveg nokkura ára verkefni sem ég er ekki búin að gera atrennur að það er svo sérstaklega gaman að vera komin með þetta í hendurnar af því að það gefur okkur líka bara svona sterkari grundvöll fyrir áframhaldandi kortlagningu þannig að við náum utanum og getum þá líka bara haldið áfram að auka þessa verðmætasköpun, þú veist að tilgangur hússins að skapa þessi efnarslegu, menningarlegu og samfélagslegu verðmæti og þetta sýnir svart á hvítu að því öflugri sem starfsemin því meiri verður verðmætasköpunin, hinn hagræna verðmætasköpun fyrir samfélagið og það er góð staður að vera á. Algjörlega, ég tek 100% undir þetta og það skiptir svo miklu máli að bæði þjóðin og ekki síst stjórnvöld átti sig á þessari
þessu efnahagslegu gildi og mikilvæg starfsemi svo Hörpu en líka bara menningar almennt séð. Við vitum að menningar hagfræði, þetta bara sérstakt hugtak í hagfræðinni, tekið alveg stakkarskiptum undanfarna áratugi sem sýnir fram á að menning eins og menntun býr við svo kallan markaðsbrest. Það er að segja stjórnvöld, hið opinbera hefur hlutverk að gegna. Ef stjórnvöld hlú ekki að menningu eða menntun, þá verður einfaldlega til minna af því. Þannig að það er hagkvæmt að styðja við menningu og menntun sem dæmi. Það verða svokallega jákvæð ytri áhrif. Þetta er svona aftur komin inn í kennsluhlutverki mitt og í kennitastundum. Og þetta skiptir svo miklu máli sérstaklega til að ná til þess eyrum stjórnvalda sem oft horfa í krónu og aura, alveg með réttu, en þá skiptir svo miklu máli að stjórnmálamenn og stjórnmálafólk áttis á allri aðfangakeðjunni, verðmæta sköpunni. En ég tek alveg undir það sem Svanhildur segir og þú líka að við sem erum að horfa í krónuna, við þurfum líka alltaf að draga fram ófjárhagslu verðmæti. Áhrif eins og það verður spennandi þegar Harpa allar taka þetta skref áfram og skoða samfélagslegu og menningarlegu áhrifin. Hversu mikilvæg menningin og Harpa hefur til þess að varandi sjálfsmynd þjóðar, varandi hamingju, varandi bara hvernig við lítum á okkur, varandi tunguna. Þú veit, listin er svo langur og spennandi. Þetta er einfallega bara svið sem ég held að þjóðin vilji að við einblínum að og þurfum að hlúa. Við erum lítið menningarsvæði í stórum heimi, það er margs konar áskoranir í okkar heimi, alþjóðavæðingin, gervigreindin, tæknin og svo framvegis. En ef við hlúum bara vel að þessu verðmæta ekki sem menningin er og Harpa er bara stór hluti af því mengi, þá mun okkur farnast betur en ella og líða betur í þessu samfélagi okkar. Já, ég kannski aðeins, ég má bæta við þetta vegna þess að mér og okkur hér allavega finnst að blasa við að menningarlega þá skiptir þetta öllu máli hvað var þessa sköpun og hvaða gildi menning og listir hafa fyrir samfélagið. En svo gleymist stundum að horfa til þess hvað Harpa er mikilvægur vettvangur fyrir þekkingarmiðlun, fyrir tengslamyndun, alþjóðlega og fyrir bara óteljandi faghópa, háskólasamfélagið, atvinnulífið í sínum víðasta skilningi að þarna getur fólk komið saman allstaðar á heiminum, það ræðir hugmyndir, það kemur á viðskiptasamböndum, það deilir þekkingu í hvort sem það er læknisfræði eða tækni eða hvað það er og það er alveg ótrúlega verðmæti í þessu líka sem að auðvitað er hægt að einhvern veginn að flytja yfir í krónur og aura en ekki síður bara þessi óefnislegu verðmætin sem þarna verða til. Og það er alveg galdur, þú veist, til viðbóta við að fara á dásamlega tónleika í Eldborg að vera viðstaddur þessar litríku og kraftmiklu alþjóðlegu ráðstefnur og viðburði þar sem að fólk kemur saman til einmitt að tala saman og deila hvert með öðru. Já, sko við finnum það til dæmis í umræðum listamannalaun að þau eru að mér finnst furðu umdeilt vegna þess að það er alltaf hellingur af fólki sem að vill einhvern veginn nota einhverja reikniformúlu og getur ekki sýnt fram á að það fái peningana tilbaka sem að renna í listamannalaun sem að mér veist reyndar persónulega algjör fátækra að gilda. Ég hef einu sinni verið á listamannalaunum og ég hef aldrei haft það jafn skítt og ég bara vil sérstaklega þakka öllu þessu fólki sem að leggur það á sig að sækjum listamannalaun og lætur sér þau duga vegna sem að má nú, síðastir vissi má maður ekki hafa mjög miklar aðra tekjur. En sko, þið kannist við þetta, er það ekki? Jú, algjörlega. Já, og þú sko, pabbi þinn, hann kannski, ég man eftir honum, sennilega er það á 10. áratug síðustu aldar, þegar hann fer að reyna að opna augu okkar fyrir því að virði menningar bæði hagrænt sem við kannski ekki komum auga á en líka bara svona andlegt að við þurfum að setja þessi mál í nýtt samhengi. Pabbiðinn, hvað hét hann aftur? Hann heitir Ágúst Einarsson. Ágúst Einarsson. Og það er svolítið fyndið að þú sért hér svolítið í hans sömu sporum í dag. Og fyrir ekki að vera, ég ætla nú ekki að taka drömmuna frá þér og pappaðinu með allt en Nei, hann má eiga þetta, þú veist, hann var ákveðin frumkvöðl á þessu sviði, fór í þessar menningahagfræðilegu úttektir varandi ákveðnar listgreinar og þeim tíma kannski
þá var stundum menningin þannig svo eins og þetta væri eitthvað luxus eða ölmusa svona kökuskraut eitthvað svona á geta hafa þetta og svona og hann og margir aðri bara í kjölfæri og samhliða og svona fóru síðan bara að reikna þetta borgar sig aftur, hagfræðingurinn, hann lítur á það er þetta hagkvæm og menningin bara einfallega hagkvæm fyrir utan allt hitt þannig að en var þetta listamannalaunin þau eru alveg skammalega lág sko. Þess að listamannalaunin eru lærri heldur hefði reiknað endurgjald skattsins fyrir þau sem þekkja þetta þannig að þau eru bæði of lág og fá reynda fráfærandi ríkisstjórn reyndar fjölgaði þeim sem var mjög gott en við höfum að halda líka fram velgengissögunum Arnaldur Indriði, hann byrjaði á listamannalaunum Hildur Guðna byrjaði á listamannalaunum þú veist, þetta eru einstaklingar sem hafa síðan unnið heiminn og sínu sviði og við höfum fullt af svona sögum og við vitum ekkert hver næsta velgenginssagan verður en svo erum við líka alveg að styðja listafólk sem bara er í sinni listarana vegna aftur þetta er svið sem væri fábreyttara ef við hefðum ekki þetta stuðningskerfi þess vegna eiga hafa öflugt ríkisútvarp, þess vegna eiga að hafa öflugt þjóðleikhús og listasafn og þess vegna eiga að styrkja nýsköpun og þróun sem tengist hugbúnaðargeiranum. Þess vegna erum við meðal annars með öflugan tölvuleikina sem er líka hluti af þessu skapandi umhverfi. Þetta er allt fyrirbæri sem blómstrar enn frekar ef ríki og borg styðja við þetta með fjárhagslögum og pólitískum hætti og það skiptir máli og nú sjáum við bara aftur að þetta er ekki eitthvað sem við höfum að engangi gera þegar við teljum að hafa efni af því vegna við höfum ekki efnað að gera þetta ekki. Nei, við höfum ekki efnað á því að vera með ríki og sveitarfélög sem sitja hjá. Þau eiga að gefa tónin. Já, og ég held að við upplifum það öll, held ég, að þessir tímar eru sérstakir og þeir geta mögulega verið háskalegir. Já. Og fólk að skiptast í tvö horn og það er svona aukast það er að koma allir kólgubakkar á sjóndeildarhringinn og þá skiptir svo miklu máli að vera í þessu samtali og finna þennan sameiginlega vettvang sem til dæmis listirnar búa til þannig að listirnar hafa líka gildi bara í sjálfu sér það þurfi ekki að vera með neitt annað svona ytra gildi ef svo má segja og það aftur að Hörpu að eiga sameiginlega svona samkomu hús sem er opið og aðgengilegt og allir geta fundið sig í það á þessum tímum skiptir bara mínum að þetta enn meira máli. Já og ég get alveg sett á þetta borð bara persónulega kannski er ekkert mótefni sterkara gegn heimsenda kvíðanum en að fara á tónleika í Hörpu, hlusta fótgangandi ef það er hægt, hlusta á guðdómlega tónlist og svo leiða svo lítinn lóa heim og finna það hvernig sálinn og hjartað og allt hefur breyst og hvernig það er von og fegurð í stað kvíðans og allt þetta. Þetta er yndislegt og þetta brýr á milli menningar heima og fólks og kynslóða og Harpa er til þess með mjög öflug barnastarf og það er ótrúlegt sko. Við sjáum að líka við lítum að ennina tölu 1,2 milljónir heimsókna sem koma í Hörpu á ári það bil og þar fyrir utan eru börnin sko en það er bara skiptimáli að aftur svona erum við kannski að beina líka spjótum að stjórnvöldum að við skilgrum þetta bara sem hlut af undirstu atvinnugrinn okkar það sé ekki bara fiskur, fallvött og ferðamenn en það sé líka menning það skiptir til þess miklu máli að við náðum að verja menningarráðuneytið það eru aðri málaflokkar líka þar undir að það skildi ekki til þess ekki fara undir menntamálaráðuneytið og það er eitthvað skuffað þar eins og það var hérna fyrir nokkrum árum þannig að þú vilt meina að það skiptir það skiptir mjög miklu máli ekki nokkur vafi og hérna fyrir ekki að ykkur frá mér? Nei, það er bara, þú veist maður getur að tala endalaust þetta en mér langaði líka að nefna eitt út af tónlistarskólana, tónlistarnám, ég vil bara nýta tækifæri, það er eitthvað sem kynntist líka gerð þessar skýrslu meðal annars að við þurfum að huga því hvers konar krakka við erum að fá í tónlistarnám. Á sínum tími þegar Gylfi Þór Gíslason, menntamálaráðherra, stóð fyrir tónlistarskólunum hér á 7. áratugnum, þá voru þeir opnir, þeir voru ódýrir og það gátu margir farið í tónlistarnám og þetta er eiginlega undirstaða að mati margra, undirstaðan stórri velgengni tónlistafólks íslenskt. Það oft meðan þegar hittum útlendinga, hvað veit það um Ísland? Það er tónlist, það er menningin.
En núna erum við að heyra það að tónlistarnám getur verið ansið dýrst. Já, það dýrst. Og við erum að fá hugsaður og einsleita hópa inn í tónlistarnámi. Þetta að verða yfirstjættar sport. Já, allavega og þröngur hópur. Í efnahagslega tilliti. Já, hvað með fólk af bara fátakari fjölskyldum eða innflytjendur eða hvaða hópa sem er svona jaðrinum, hvernig við lítum á það. Þeir eiga líka, þessir hópar, að hafa aðgengi að tónlistarnámi. Þetta er því miður bara samsvarandi þróun eins og við sjáum bara á öðrum Norðurlöndum og löndunum í kringum okkur að þetta er svona áhyggjuefni þegar að stjórnendur þessara húsa koma saman. Já. Það hvernig verða svona symfóníuhljómsveitir mannaðar til lengri tíma, hvernig tryggjum við það að gestirnir, að hópurinn sé breiður og húsin séu aðgengileg og áhugaverð fyrir alla þessa fjölbreyttu hópa. Allir verða að fá tækifæri. Já, og nákvæmlega, þannig að þetta er auðvitað stórmál þegar horft til framtíðar íslenskrar tónlistar. Já, en ég mjög ánægður með að við sem eiga þessa pólitísku umræðu menningamál og þetta er náttúrulega algjörlega óþólandi hvað er farið að sverfa að efnaminni fjölskyldum þegar kemur að tækifæri með þessum heimi. Ég hef tekið eftir þessu, bara svo í áframhald og persónulegum nótum. Ég hef alveg tekið eftir áhorfenda hópnum á tónleikum þegar eru tónleikar hjá börnum í tónlistarskólum hér í Reykjavík. Þetta eru allt saman breið bök Það er bara mjög lítið af fulltrúum frá bara öðrum hópum og það má eiginlega líka setja spurningamerki við sumt af íþróttastarfinu. Það þýðir ekkert að benda á einhverja frístundastyrki upp á 50-70 skall, þeir rakka ekki neitt og ég held við þurfum að fara bara í svona grundvallar endurmat á jöfnuð í þessum efnum. En það er aðeins utan við kannski umræðurinn dagsins. Í raun og veru ekki, vegna þess að með dagskrárstefnu sem að við mótuðum og komum í fulla virkni fyrir núna að verða 3 árum, að þá lögum við ríka áherslu á fjölskylduvæna viðburði, barnamenningu og að öll þessi dagskrár sem væri á vegum hússins sjálfs, nú eru alls konar sjálfstæðir viðburðahaldara sem eru með leikrit eða annað eða sem selt inn á og gott og vel, en allt sem á húsi gerir sjálft er gjaldfrjálst. Það bara þarf ekki að borga neitt fyrir það. Og við opnuðum þarna eftir heimsfaraldurinn þá opnuðum við frábært nýtt svona upplifunar og uppgötunar rými fyrir börn sem er algjörlega snýst og hverfist tónlist í víðasta skilningi. Við höfum verið með svona skipulagða skoðanaferðir fyrir börn á 7 tungumálum. Pólsku, arabísku, spænsku, táknmáli og svo framvegis. Og þegar við mælum viðhorf fólks sem er gert einu svona ári maskína að gera fyrir okkur, svona landsvísu, þá sjáum við mjög skýrt núna í síðustu könnunni frá því september í fyrra að efnaminni hópurinn er að koma meira í húsið og er með miklu jákvæðari viðhorf heldur en við sáum hér árum áður. Þannig að þetta skila sér bara algjörlega beint, og mjög ánægilegt að sjá það og þarna er bara viðleitni og mjög skýr stefna hússins að ná til þessara hópa. Heyrðu, það búið að vera mjög forvitnilegt og skemmtilegt að fá ykkur hér að rauðaborðinu og bara ánægilegar fréttir, mjög áhugavert að heyra niðurstöðu þinnar vinnu, Ágúst Ólafur, og Svanhildur, þú má ekki hrósa þér sem bústýru. Ég er ekki betur. Ég er bara húsmóðurinn, það er risastór hópur sem að stendur á bakvið þessar góðniðurstöður, en takk fyrir góð orð. Já, einmitt. Takk fyrir komuna. Takk hérlega. Takk. Nú, þættinum er þá lokið hjá okkur í kvöld. Ég vil minna ykkur á að ef þið sjáuð efni sem að þið viljið deila, hvort sem það er á Facebook eða YouTube eða hvað það er, þá endilega gerið það á samfélagsmiðlum. Við erum svona alltaf að stækka dag frá degi og fleiri sem að verða meðvitaður okkar tilvist. Ef þið eruð aflögufær 2500 krónur á mánuði, þá geti líka verið góð hugmynd að fara inn á vefinn samstöðin.is, skrolla aðeins niður, að hnappi þar sem stendur áskrift og fyrir svo lága fjárhæð, svona eins og einn hamborgari kostar, þá getið þið haft bara ansi mikið það að segja hvort samstöðin heldur áfram að lifa og dafna. En rauðaborðinu er lokið í kvöld, verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda.
sláist í hópinn og gerist áskrifendur.